Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi, mánudagurinn eftir kjördag. Það setur svolítið svipa þáttinn í kvöld, en hérna aftast í þættinum að þá ætlum við að tala hvernig ofbeldi tengist jafnréttinu, hvort að heimilisofbeldi dragi niður úr möguleikum kvenna til þess að ná jafnstöðu, svona út í samfélaginu, á vinnumarkaði og þar fram til götunum. Þetta hluti af umræðu sem var á kynjaþingi sem var daginn og þær koma hingað til mín Linda Dröfn Gunnarsdóttir sem framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins og Ingveldur Ragnarsdóttir sem ráðgjafi og vaktstýra í athvarfinu. Við ætlum að ræða þetta samspil jafnréttis og kynbundins ofbeldis. Þingið að koma saman aftur eftir hlé út af forstakostingunum og Björn Thorlacius fær hingað 3 þingmenn til þess að ræða stöðuna eftir þetta hlé og kannski hvaða áhrif forstakostingarnar hafa á pólitíkina og þingstörfin. Þau koma hingað Björn Leví Gunnarsson sem Pírati og Sigmar Guðmundsson sem þingmaður Viðreisnar og Vilhjálmur Árnason sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þeir ætla að velta þessu fyrir sér hvaða stóru mál það eru sem þing á að afgreiða þingið á þessum örfáu dögum sem eru skildir eftir til þess að koma stórum málum í gegn. Ég ætlum að líka taka hérna smá umræðu svona atriði sem var verið að ræða í forstakostingunum svona áhrif elítu og valdastétta á kostingarnar, líka svolítið kannski kvenfyrirlitningu. Það voru blandaðist inn í umræðuna, ekki síst í kringum framboð Katrínar Jakobsdóttur og hita sem var í kringum það. Þau koma hingað til mín og ræða þetta elítur og valdastéttir, forstakostingarnar og inngróna kvenfyrirlitningu í samfélaginu. Nanna Hlín Halldórsdóttir sem heimspekingur, Björn B. Björnsson sem kvikmyndagerðarmaður, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri vísbendingar og Magnea Marinusdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Ég býst við fjörugum umræðum mikil hittamál. En áður en að því kemur að þá ætla ég að fá hingað mótmælendur sem voru niður í Skuggasundi og á Lindagötunni á föstudaginn til þess með mótmælastöðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og lentu í því að lögreglan úðaði á þau piparúða. Það hafa verið myndbönd í dreifingu víða, mjög harkaleg árás lögreglunar á friðsama mótmælendur og þau koma hingað mótmælendur sem fengu í andlitið piparúða lögreglunar. Það Kusai O'Day, Krista Hlín Lehmann, Daniel Þór Bjarnason, Lukka Sigurðardóttir, Pétur Eggers og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Koma hingað, setjast öll hérna við borðið og segja okkur hvað gerðist þennan dag og hvernig þau upplifðu árás lögreglunar. Ég reikna með að þetta mál eigi eftir að verða stórt mál og það verður mikið þetta fjallað á næstu, því að við höfum sjaldan orðið vitni af annarri, svona grófri aðgerð lögreglunar gagnvart friðsömum mótmælendum. Þetta viðtöl kvöldsins, fjölbreytilegt efni að vanda hér við Rauðaborðið, en áður en að við skellum okkur í það, þá vil ég minna ykkur á að það eru áskrifendur sem hafa byggt upp samstöðuna og því fleiri áskrifendur sem koma, því öflugri verður samstöðin. Hvet ykkur til þess að velta fyrir ykkur hvort að þið slást í hópinn. Þið getið farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þið getið skráð ykkur fyrir 2500 krónum sem grunnáskriftin, þið megi borga meiri þið viljið. Og þeir sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið gjöf frá áskrifendum. Ef þið hafi verið lengi að hugsa það, að kannski væri það snjallt að slást í hópinn, að stuðla að því að samstöðin eflist enn frekar, látið endilega verða að því, því að við erum að búa til plönum hvernig við ætlum að fara í gegnum sumarið og haustið og þá gott að vita svona hvaða stuðningur þarna úti. Ef þið hafi verið á leiðinni með að gera starfskrifendur, endilega kýlið á það. En ég ætla að skjóta gera smá hlé, hleypa inn erindi frá öðrum og svo vindum við okkur í viðtöl dagsins og byrjum á hinum furðulega atburði sem átti sér stað á föstudaginn síðasta fyrir utan ríkisstjórnarfund, þar sem að lögreglan réðst á friðsama mótmælendur og spreyjaði piparúða í andlitið á þeim. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn
okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða árás lögreglunnar á mótmælendur fyrir utan ríkisstjórnarfund og hingað komið fólk sem varð fyrir þeirri árás. Hérna Kusai Ode, Krista Hlín Lehmann, Daniel Þór Bjarnason, Lukka Sigurðardóttir, Pétur Egges og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Ég ætla að byrja á því Pétur að því að þú ert með myndband sem við ætlum að spila sem að þú tókst. Ég ætla að byrja þig bara að lýsa atburðunum með þínu nefi. Já, ég skal fara í gegnum þetta. Þetta sem sagt, vídeóið sýnir upphaf árásar lögreglunnar á mótmælendur. Og fyrstu sekúndurnar þá eru 20 sekúndur kannski síðan að mótmælendur lögðust niður og lögreglan hefði ekki hafið neinar aðgerðir. Og ef ég set vídeóið í gang núna þá get ég talað okkur í gegnum þetta að við sjáum mjög skýrt að það liggja 5 mótmælendur í jörðinni í friðsumum gjörningi, mjög friðsumum hefðbundnum gjörningi. Aðrir mótmælendur halda sig til hliðar og að mynda atvikið. Lögreglan hún mætir í aðstæðuna með piparúða á lofti. Þannig kemur hún inn til leiks. Þannig að hún hefur fengið tilmæli það að beita piparúða. Fyrstu aðgerðirnar sem að lögreglan segir að séu mildar atlögur að því að draga mótmælendur af eins og við sjáum þá er verið að draga fólk á bakinu upp á kanta þar sem að það er verið að expósa viðkvæmasta part líkamanns fyrir miklu mögulega áfalli sem ekki löglegt. Hún gerir þetta núna í tvígang, heldur áfram að miða piparbrúsanum á mótmælendur á meðan þessi umtalaði bíll sem tómur ráðherrabíll fær að fara framhjá. Þannig að þessi gjörningur, hún tókst ekki að hindra bílinn, hann fer auðveldlega framhjá. Það eru 2 mótmælendur dregnir svona harkalega strax. Síðan getum við séð að fólki alls ekki sama það að það sé verið að ganga svona harkalega mótmælendum eins og við sjáum í vídeóinu núna og fer að nálgast lögreglu með síma til að mynda ofbeldi sjálft. Hleypur hún að til að kanna hvort allt sé í lagi. Hann ýtt niður og hún síðan meisuð beint í andlitið þegar hún stendur upp. Þannig að það lögreglan að díla við friðsum mótmæli. Við eigum líka vídeo og öll þessi vídeo, ég núna að fara að gera open source GitHub repository þar sem við ætlum að trakka hvernig lögreglan hreyfir sig, hvar skipanir eru gefnar. Við sjáum að þetta ekki bara fantar sem eru að vera kaotískir og beita sér gegn okkur. Þetta eru skipulaðar. Þetta er skipuleg starfsemi hjá lögreglunni og þeir fá tilmæli frá óeinkennisleitum lögreglumanni að nú skuli beita piparúða á friðsama mótmælendur. Þannig að það einhver að reyna að kynda upp í einhverjum óeirðum Og ég vil líka taka það fram að við við þetta borð, við erum ekki vinir, við þekkjumst ekki. Ég þekki engan við þetta borð. Fattaru, mér bara annt mannréttindi. Ég ópólitískur, ég hvorki vinstri maður né hægri maður. Og ég held ég tali fyrir flesta þetta ekki pólitískt málefni sem verið að mótmæla. Þetta eru mannréttindi. Þetta flokkspólitískt mál. Mannréttindi náttúrulega pólitískt mál, eða ekki? Já, samskipti pólitískt mál, tungumáli pólitískt að eðli sínu ef þú ætlar að fara þangað. En nei, því ég tala pólitík, þá tala ég þá sem að fara með embætti og vald inn á Íslandi og að þetta sé spurning að vera aðhlindur hinu eða þessu. Það ekki staðan. Þannig að þetta upphaf mótmælana og síðan erum við náttúrulega með vídeo af öllu öðru sem að ég búinn að senda þig og ég vona að við komum þeim á framfæri. Ef ég má kannski bæta við, þú segir upphaf mótmælana, ég myndi segja þetta væri þá frekar upphaf svona þessa escalation sem að fer í gang. Já, við skulum taka það fram að það voru gerandi í því atburðarásinni. Já, og það voru búin að vera mótmæli þarna örugglega hátt í 2 klukkustundir eitthvað svoleiðis sem að hafði bara farið mjög friðsamlega fram og fóru friðsamlega fram allan tíman.
bara líka benda á það að dómsmálaráðherra kemur strax fram og réttlætir þessar aðgerðir lögreglu og segir að þetta séu hæfileg viðbrögð í þessum aðstæðum. Vísir gefur út prinsessu viðtal við lögreglustjórann sem að tók hana Kristu og ber fyrir fram að myndavél við hliðina á barnavagni með barni í. Bara fólk þarf aðeins að vakna fyrir alvarleika málsins hérna. Þetta ekki, við erum ekki jaðaraktivistar. Ég bara afsakið mig, ég bara hef ekki þolinmæði fyrir. Krista, getur þú lýst þessu sem hann að segja frá? Að lögreglan hafi ráðist á þig? Já, sko, í raun og veru það sem náttúrulega kannski, gerist er að við tökum náttúrulega eftir að það hefur verið að færa fólk og við tökum eftir því að fólk í raun og veru það í raun og veru tekið á fólki með óhóflega sem maður sér en þannig að allan hjá okkur þá svo þegar bíllinn á að fara í gegn sem að ég heyri svo eftir á að hefði getað farið allar leiðir ef að þetta var eitthvað vandamál sem að var greinilega að verða til eða eitthvað búið að spreyja fyrir ofan að Það er ekki að koma fram að þetta eru 2 svæði. Þú varst að lýsa því að gerast á Efra-svæðinu og nú þú lýsa því sem að gerast á Neðra-svæðinu. Í Skuggasundi. Þau sjá bara í fjarska hvað gerist, þau sá ekkert meysir. Já, við erum sem sagt, af þeim sem eru hér, þá eru ég, Kursæ, Pétur og Lukka verum fyrir ofan, nær Þjóðleikhúsinu. Lindagötunni, það sem að Skuggasund gengur niður, rétt það sem að kassin í Þjóðleikhúsinu fyrir þá sem að ekki rata. Þar er sem sagt grindverk sem að lögregla setur upp og svo er annar sem sagt póstur neðar í götunni og ef ég man rétt þá eru Krista og Bergþóra staddar þar og atburðarásin þar sem fer í gang þar gerist eftir að lögregla búin að beita ofbeldi þarna á Lindagötunni. Má ég samt spyrja þig, Krista, árás lögregluna á þig? Já, hún verður í raun og veru bara þegar bíllinn hefur keyrt framhjá og það sem að gerist náttúrulega einhvern veginn að ég bara í raun og veru ýtt eða rifin til hliðar og svo í raun og veru ég bara komið meisbrúsan í andlitið og svo í framhaldi af því þegar ég náttúrulega sé ekki neitt og svo spreyjar svo mikið þannig að þú veist ég hef ekkert, það er tréfillinn og jakkinn og hárið allt í þannig ég hef ekkert einu sinni til þess að þurrka frá. Varst þú með hendur í vösum líka? Það sést skýrt á þessum myndbandi. Já, ég meina þegar þeir rífa mig til hliðar þá stend ég í raun og veru bara þannig og er með hendur í vösum og er í raun og veru engin ógn, bara er engin ógn og þeir hefðu náttúrulega alltaf getað bara beðið mig að færa mig en svo var þetta og já, svo í raun og veru gerist bara svolítið allt svona hratt svolítið eins og ég segi, ég náttúrulega sé ekkert þannig að þegar ég sé ekkert og reyna að standa þá eru þeir að reyna að hrinda mig niður og svo mér einhvern veginn bara kasta þannig einhvern veginn niður og svo stend ég upp aftur að ég sé ekki neitt alltaf hvort ég geti fengið eitthvað aðstoð við að losna við þetta því að það var einhvern veginn, ég sá ekkert og það var vont og þá stend ég greinlega hjá lögreglumanni sem að grípur í mig og svo ég spreyja aftur í framhaldi og þá ég rifin og þá held ég að mér sé mitt kastað þarna niður í götuna og svo bara haldaði mig niðri og einhvern veginn að ýta mig niður og þangað til fólk kemur og reynir eitthvað að taka þetta í sundur en eins og ég sá ekki neitt þannig að ég vissi í raun og veru einhvern veginn ekkert hvað var í gangi Lukkulegt að þetta næst allt á myndband lögreglan og hennar athæfi er myndað frá upphafi til enda. Það er mjög áhugaverð mynd af þér, Kursæ, þar sem að lögreglumaður stendur í svona 1,5 metra fjarlægð frá þér og virðist bara tæma úr heilum piparúðabrúsa í andlitið þér. Já, ég frétti að því að þetta var alveg það að fara að renna út, þannig að hann þurfti að klára þetta. Þannig að þetta var alveg það. Nei, ég skil ekki. Þú stendur bara með fánan? Ég stend með fána og ég mun standa áfram með fána og það var eiginlega bara það sem gaf mér styrk, ég skildi ekki alveg hvað gerðist. Lögreglan var tilbúin með svona aðgerðum alveg frá upphafi, maður fann það. Lögreglan var ekki eins og vanalega, þið voru alveg tilbúinir, pirraðir, en svo
byrjar þetta bara allt í einu og án þess að fatta þá byrjar þetta og hann sprautar á mig. Hvað varst þú að gera? Akkur... Ég stóð. Hann stóð ekki ógn af þér? Nei, ekki að neinn. Ekki að neinn. Kannski sér hann ógn í fánunum svo helt á? Hann sér ógn eitthvað, þú veist, fáninn eða fólki eða, þú veist, pirringin eða eitthvað merki frá eitthvað efri. Útlitið á þér? Útlitið, þú veist, skeggið, kvíi, þú veist, það er margt í þessu. Það er mjög margt í þessu. En það skiptir eiginlega engu máli hvað var það. En þú veist, þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki mig, snýst ekki Píparúða, snýst ekki lögregluna. Þú veist, það sem, þú veist, leit mig standa áfram og gaf mig styrk. Myndirnar sem ég sá leið og Píparúða í andlit á mér, þú veist, ég sá bara Gaza, ég sá bara börnin, þú veist, og þá stóð ég áfram. Og það var eina sem gaf mig styrk í fyrsta gusu. Og svo þegar ég stóð áfram og ég sá ennþá meira reiði í þá, þú veist, það hefði mátti halda að ég hef gert honum eitthvað, þú veist, hann var reiðari og reiðari, þú veist, hann sprautaði og ég stóð áfram og hann var meira reiður. Ég sá mig að sigra, þú veist, ég sá, þú veist, Gaza sigra í gegnum þetta litla atrið og það var það sem ég held mig standandi. Ég ekki ónæmur Píparúða en... Því meira sem ofbeldið því næri sigurinn? Ójá, við sigurum þarna daginn. Við erum ekki á móti lögreglan. Við veitum alveg, þú veist, löggan ekki seinustar. Ég vonaði ekki allavega. Og allavega flestir og ég hef ekkert á móti þeim ennþá en þetta var óskiljanlegt og það þarf að skoða þetta. Lukka, ert þú ekki á einhverjum myndböndum í svona, hvað heitir þetta, drapplitum reykfrakka? Jú. Hvað hvernig leit þetta út frá þínum með þú sást? Já, það er þarna er gasið ekki byrjað. Bíllinn er nýkominn framhjá og það er verið að draga fólk í burtu. Og ég sé einn vin minn sem var hluti af þeim sem voru líkjandi í jörðinni. Hann er á grúfu og það er lögreglumaður klofvega yfir honum að reyna að reisa hann upp að mér sýnist. Og það stendur lögreglumaður hann yfir þeim með brúsa og mér finnst ég skynja mér finnst þetta eitthvað óþægilegt, mér líður eins og hann sé að fara að sprauta framan í hann eða eitthvað svoleiðis. Ég bara ósjálfra viðbrögð færi mig þarna nær til þess að, þú veist, einhvern veginn vera meira návist kannski myndi en ekki gera það eða eitthvað svoleiðis. Og lögreglumaðurinn sem að heldur á brúsanum er mjög stór og armlangur og ég þarf ekki að koma neitt sérstaklega nálægt honum til þess að hann geti bara reynt mér aftur á bak og ég fell aftur á bak og svo þegar ég reyni að standa upp eða svona við að gera komin svona hálfa leið þá sé ég hvað hann er að fara að gera þannig ég er rétt svona í að gera svona reyna að skýla mér og já, ég bara held á trommukjöðu með trommu og er svona einhvern veginn í hálf standandi þegar ég fæ yfir mig gusu, góðu gusu. Og þá einhvern veginn bara all hell breaks loose eftir það. Hvað meinar með því? Þá færi sig, ég sé ekki neitt fattari eftir það, nú er ég bara að lýsa því sem ég sé á vídeóum og því sem ég heyri frá fólkinni kringum mig, en þá koma þau að fleiri með myndavélar til þess að koma nær og mynda og það kom hann að 3 eða 4 sem að leiða mig út af þessu svæði. Á götunni? Já, á götunni, bara til hliðar og svo er ég bara þar sem að eftir er átbyrðana að fá mjólk í augun. Ég kannski teki við að því að ég er þarna til hliðar við Lukku og lendi ekki jafn illa í því strax
En ég hafði sem sagt verið þarna fyrir neðan Skuggasundi og sé þá þegar að mótmælendur leggjast niður og lögregla byrjar að aðhafast í því og þá stekki upp einfaldlega á efri hluta mótmælana með það í huga að ná vídeóm sem eitthvað sem ég geri reglulega þegar að mótmæli fara fram upp á Lundagötu? Já, eitthvað sem maður bara svona farin að gera ósjálfrátt þegar að lögregla svona að hnykla vöðvana sko. Já, ég sé Lukku fara þarna niður, ég sé hana meisa það og í framhaldi af þeirri gusu einhvern veginn þá tekur þessi sami lögregluþjónn og meisa Lukku bara eiginlega svona hring á alla þá standa nálægt og þarna ég með síman á loftið og það er það sem ég að gera sem að greinilega fer í hann. Ég veit ekki betur en að Pétur sé í sömu erindagjörðum hana mjög nálægt mér með síman á lofti. Það er það sem við erum að gera, við erum að taka myndbönd. Þannig að ég sé ekki alveg hvað við erum að gera til að ógna þeim. Og þetta heldur svo bara áfram, eftir þessa atburðarás sem Lukka búin að lýsa. Þeir halda bara áfram, fólk að bakka og eins og í mínu tilfelli þá geng ég í burtu frá þeim. Það eru skipan endan frá þeim. Þannig að ég færi mig tilbaka á götunni og meðan ég er á leiðinni af götunni þá sný ég mig við og ég er með vídeo af þessu sem ég tók upp. Þá sný ég mig við til að reyna að átta með þess á aðstæðum og þá er bara þessi sami lögregluþjónn og hrinti Lukku mættu með brúsan bara beint í andlitið af mér og þannig er ég að fylgja fyrirmælum. Ég er að fylgja fyrirmælum lögreglu að bakka og ég sé ekki hvaða tilgang þeir hafi í að ganga svona að mér persónulega þó aðrir hafi eflaust lent verri í því að ég er að fylgja þeirra fyrirmælum. Þannig að af hverju í fjandanum ertu að elta mig þegar ég sný baki í þig og þannig eru lögreglumenn með grímur fyrir vídeónum hótandi manni. Grímur þá með því að til þess að þið þekkið þau ekki bara hylja andliti, ekki gasgrímur en eins og nei, bara þeir eru bara hylja andliti bara buff eða lambórsetta eða hvað sem þetta kallast. Ég kannski fæ að skjóta hérna að bara smá skilaboðum til lögreglunar ef þú getur miðlað þeim áfram að maðurinn sem umræðir heitir Guðmundur Hjörvar Jónsson. Þessi lögreglumaður? Já, hver er myndavélin? Við getum bara skotið inn myndaði að honum inn á eftir? Já, hentum inn mynd af þessu. Þeir reyna að fela andliti sín, við erum að mynda þetta allt saman, við erum tæknivættari heldur en lögreglan sjálf, og við erum að fara að staðsetja nákvæmlega hvar brot eiga sér stað og hverjir brjóta af sér. Við erum með ykkur alla, fattaru. Þannig að þó svo að þessar skipanir komi ofar frá og þar verður fólk svo sannarlega krafið til ábyrgðar líka, en þá erum við að horfa á lögregluna og við fylgjumst með henni. Við erum að berjast fyrir frjálsri Palestínu og almennum mannréttindum, fattaru. Það er það sem við erum að gera. Réttum til að mótmæla hér. Hvar varst þú staddur, Pétur, í þessu? Fékkst þú framan í þig? Já, ég er úðaður þarna, ég er næ myndband af því bara vel að ég var einmitt við það þegar lögreglan fer að krjúpa ofan á mótmælendur og það er nú svona í nútíma sögu frekar óhugulegt þegar lögreglumenn eru með hnýjan nálægt andliti á fólki, sérstaklega minnihlutahópum. Þannig að ég fer strax til hreyfingar og reyna að taka það upp. Ég held mér úr, þetta sést alltaf á myndbandi líka, ég held mér úr vegi lögreglunar, ég leyfi henni að starfa óhindrað, mér er samt hrint til. Ég held áfram að taka þetta upp og þetta er á sama tíma og þú ert gasaður þarna. Þannig að ég held fyrir fram að þig rétt áður en þú ert gasaður, ég er að taka þetta upp og ég spyr lögreglumannin hvort það sé að reyna að ógna mér, hvort að það sé hans áætlun og hann tekur brúsan af vinnu sínum og meisa mig í andlitið. Fyrir að spurta þessu? Ég veit ekki fyrir hvað, ég held að þeir séu nú allir bara hafi verið í bóksi og fengið einhverja heilaskemmd og séu bara að fylgja framælum og eigi auðvelt með að vera aggressórar. Ég held að komi náttúrulega til þeirra eins og margra annara sem að hafa gaman að því að níðast, það er bara mannlegt treit. Og aftur, hann segir hann grípur brúsan af vini sínum samverkamanni, það er líka eitthvað sem við eigum á vídeo, við eigum þetta allt frá mörgum sjónarhornum og líka bara hvernig þeir eru að beita sér í framhaldinu eins og ég var að tala áðan, ég sný mig við, það er brúsi andlitið á mér en það er ekki sá aðili sem að meisa mig í augun, það er lögreglumaður sem að stendur ég sé ekki gæjan sem að meisa mig af því ég er með annan brúsi andlitið á mér og einu sem ég er að gera
að biðja þá að nota orðin sín og ræða við fólk, skilurðu, í staðan fyrir að mæta bara á það. Og ég held að við séum flest sko meisuð án þess að við séum vör við að það sé á leiðinni. Þannig að maður velti líka fyrir sig bara verklagi og annað þegar að, þú veist, ég þekki það bara sjálfur að þegar að löggjafinn þarf að beita óhóflegu valdi eða valdbeitingu sem slíkri, þá eru bara mjög skýr verklög í kringum hvernig það framkvæmt og ég veit það bara sjálfur að þú þarft að geta rökstutt hverja einustu hreyfingu allt sem að gerist í framhaldinu þegar að valdbeitingu er beitt. Það er bara þannig er regluverkið. Bergþóra, hvað varst þú? Sko, já, ég var þarna fyrir neðan með Kristu og sko það trufla mig ótrúlega mikið að sjá mitt viðbrögð lögreglu eftir þetta af því að þeir segja að þeir hafi verið þakkláttir að hafa ekki þurft að nota kylfur sem er bara tekin upp það er tekin upp kylfa, það er á myndbandi líka það er fólk ekki að tala um það þannig að þeir hefðu vald til þess, þú veist, þeir hefðu leyfi til þess að beita kylfum eins og þið hafi verið að gera árás á þá eins og við hefum verið að gera árás á þá og þetta hafi verið rosalega mikið af fólki þeir hafa ekki ráð við aðstæður, þeir hafi þurft að koma ráðherrum þarna út og þeir hafi bara neyðst til að beita þessu úrþrifaráði þegar að sannleikurinn er bara allt annar. Fyrir að fyrsta að þá var búið að ákveða að ráðherrarnir færu út bakdyramegin þar sem voru engir mótmælendur eða kannski 1 eða 2 og þar sem er bílastæði og síðustu stundur hætt við það og við höfum þetta bara eftir staðfestum heimildum og síðustu stundur hætt við það ákveða að keyra ráðherrar tómi bílferðarnir í gegn og svo er ráðherrarnir að fara í gegnum hópinn. Þannig er hópurinn orðið mjög lítill. Ég segi við Sölku sem er eitt skipuleggjanda bara rétt áður en þetta gerist bara já, hvað ætlaði að vera lengi viðbót? Hún sagði já, kannski 10 mínútur ef þeir eru ekki komin út fyrir 10 og þá bara fyrir var allt þetta orðið mjög fáir eftir og það sést líka á vídeó, við erum að fá ræður sem erum eftir mjög friðsamleg mótmæli. Og svipuðu hafa verið eiginlega við fyrir utan ríkisstjórnarfundi í marga mánuði. Bara alveg eins. Og sko það fyllt af fólki með börn, það er kona fyrir aftan mig með lítið barn, 6 mánaða kannski í vagni, þú veist þegar þetta er að gerast og líka á myndbandi. Það er líka á myndbandi, já. Hún er lamin í sama myndbandi og barnið sest í vagninum. Já. Þarna er einnig eldra fólk á pallinum fyrir neðan, eða svæðinu fyrir neðan. Eldra fólk. Vagnin fékk víst allt yfir sig sko. Rosa mikið magn. Pælið í þessu. Hún forðaði sér bara rétt áður en þau byrja að meisa. Þannig að það sést líka bara hversu ofbeldisfull við vorum eða hversu skýrt þetta var að þetta var að fara að gerast. Og sko við Krista, við stöndum þarna, ég stönd með fána bara og er í einhverjum svona svört jakka stönd með fána og þá er eitthvað að byrja að íta Krista og svo byrjar allt í að meisa og ég hendi mig niður eftir að fengja á mig smá til að fá ekki meira bara leggst niður einhvern veginn og þá sko snýr eitt sér við og meisa mig beint í andlitið þar sem ég ligg á götunni svo er ég dregin af götunni það er enginn sem að spyr mig af þessum óeinkennisklædda lögreglumanni, hann spyr mig ekki sem það hefur verið mjög eðlilegt af því það var enginn hasar, skilur það var ekkert eitthvað, við erum að koma þessum sjúkrabíl út eða þú veist, það var ekkert að gerast hann hefði ekkert að spurt mig, mætti ég aðstöðu á fætur skilur, af því að lögreglun er þarna til að vernda mig líka í staðan dregur hann mig upp á stétt mjög harkalega og þá stend ég aftur á fætur og er svolítið eins og Kúsa lýsir bara öll logandinn ég ætla ekki að, þú veist, ég bara stend hérna, ég má standa hérna, ég er ekki eins og fyrir þeim, ég er upp á bílastæði sko þegar þetta er og þá kemur varðstjórinn sjálfur eiginlega aftan á mér og meisa mig 3. sinn í andlitið þar sem ég stend í bílastæði á meðan að ráðherrabíllinn er að keyra framhjá og þess vegna finnst mér þegar þeir lýsa því að þeir hafi neyðst til að grípa til þessara úrþrifaráða þú veist, þá finnst mér að sko því ég var líka viðstödd þannig ég kannski þetta er ekki, það var svona búið að vera svona pop my cherry eða þannig, þú veist, í búsáhaldabyltinguna og þá var náttúrulega verið að pipaspraya og það var táragas og það var sko, það var rosalegt áfall upplýði ég þá líka, það er svona ofbeldi gegn almennum borgurum en það sem var öðruvísi var að þá voru 100 ef ekki 1000 manns og þú veist mikil fjölda lögreglumönnum þarna vorum við örfá og við vorum í alvörunni bara eitthvað standandi að taka eitthvað upp þið vitið og þessu mikla ofbeldi er beitt þegar við erum friðsalir mótmælendur og mótmæli eru friðsal jafnvel þó að fólk sé að trufla þú veist, já, það skiptir ekki máli þú veist, við eigum rétt á því að vera ekki beitt ofbeldi Já, og í rauninni, þú veist, eins og með þetta atriði byrjar
þá eru mótmælendur að reyna að tefja með því að leggja niður á götuna og ég meina, þú veist það hefur ekki gerst áður í þessum ríkisstjórnarmótmælum. Nei, það hefur ekki gerst en ég vil hins vegar bara benda á það að leggjast í jörðina það er ekki að beita neitt ofbeldi. Nei, og við þekkjum það frá öðrum mótmælum að það er þess mjög fræg mynd sem að lögreglan að bera Ómar Ragnarsson af ykkur staðar út í raunin út á Altanesi. Það voru bara heppnir að þau ekki að beita kylfur á hann. Þeir voru heppnir að þau ekki að beita kylfum á hann. Já. Hann var ekki úðað með piparúða eða þeir bara bára hann í burtu? Nei, dregin á fætinum. En mér langar kannski að fá að varpa smá ljósi á það líka út allan heim. Seinustu daga höfum við séð lögreglu vera að beita gífurlegu ofbeldi. Munurinn hérna á til dæmis í Berlín og Frakklandi er að eins og þú segir við erum örfáar hræður eftir í lok mótmælana. Þannig að lögreglan getur ekki falið sig eins og hún getur erlendis bak við fjölda í múgi eða múgæsing. Þetta það fáir og það vel dokumenterað að það engin staður fyrir lögregluna að segja heyrðu, nei, þetta voru nú full gróf mótmæli og Íslendingar verða að átta sig á því að þetta sérstaða. Við getum tekið rosalega sterka stöðu gegn mjög augljósu ofbeldi lögreglunar. Þannig að ég upplifi það sem ábyrgð okkar allra, sama hvar við erum á pólitísku sviði, að nýta þetta myndefni, skoða það sjálf og opinbera lögregluna fyrir skipulagða glæpi gegn íslensku lýðræði. Og það ekkert flóknara heldur en þetta. Þetta ekki pólitísk skoðun. Ef við trúum á lýðræði þá hljótum við að sjá þennan fasisma. Ætlum við að nota þetta tækifæri og virkilega leggja eitthvað til marks í þessari baráttu fyrir mannréttindum á heimsvísu eða ekki. Og það bara einföld spurning. Því að núna eru öll sönnunargögnin í borðinu. Við vitum að skipunin kemur að innan. Þetta eru ekki lögreglunýðingar að missa stjórn á sér í vinnunni. Þetta skipulögð árás gegn lýðræði. Hvernig veistu það? Út af það kemur maður, óeinkennisklæddur lögreglumaður út úr húsinu og gefur skipun með hendinni að nú skuli beita piparúða og síðan sjáum við lögreglumennina fara frá hliðunum að þessum 5 mótmælendur sem liggja vopnaðir trommum, sjáu þið til, með piparúðan á lofti og þeir byrja strax að miða piparúða. Þannig að aðgerðirnar voru aldrei til þess að reyna að deeskaleita eða að reyna að finna eitthvað meðalhóf í framkvæmdin, hún til þess ætluð að beita ofbeldi og ég held persónulega, þó að þetta sé bara kenning, að þetta hafi verið nokkurs konar PR-stönd. Það eru hagsmunaraðilar sem að græða á því að mótmæli séu kaotísk. Lögreglan græðir á því að almenningur upplifi óöryggi og að það séu óerðir. Og ópnir sig frá ykkur. Já, akkurat. Og það ég held að hafi átt að mála okkur upp sem einhverja nýðinga og gerendur og það gengur ekki. Og við erum, ólíkt öðrum þjóðum, í þessari sérstöðu að við getum gjörsamlega opinberað þetta. Já, og ég vil líka bara taka fram í framhaldinu að í þessum árásum, það ekkert að kalla þetta neitt annað heldur en bara árásum á mótmælendur, þá eru bæði á Lindagutunni og svo fyrir neðan Skuggasundið að þetta eru sömu gerendur. Þeir byrja uppi og vaða svo rösklega niður og byrja að sprauta fólk sem stendur þar. Til að sinna skipun að spreyja á ykkur. Já. Og það sé ekki þannig að séu einhverjir einstaka lögreglumenn sem að upplifi sig einhvern veginn aðþrengda í erfiðri stöðu sem að grípa til þess að spreyja sig frjálsa. Það ekkert svoleiðis sem að var. Nei, þeir byrjaðan uppi að ráðast á fólki þar, þannig að fólk bara sér ekki neitt og ganga svo niður götuna, niður Skuggasundið og halda áfram. Þetta eru bara ákvarðinir sem eru teknar án þess að gefa nokkra skipun að þau eiga að færa sig á neitt eða viðvaranir. Þú heyrðir enga varnaðarorð það var eftir að spreyja þig, þú heyrðir það ekki og þú heyrðir það ekki og þú heyrðir það ekki. Síðan þetta ekki spurning sjónavotta, þetta alltaf vídeó. Allt saman á vídeó. Ekkert ykkar heyrði það að væri sagt hérna. Sko, ég veit að Arnar sagði á einum tímapunkti, hann muldraði svona, ég sagði bara upptöku. Ég var samt viðstödd en ég heyrði það ekki. Bergþóra, Arnar lögreglumaður? Já, varðstjóri. Varðstjóri, já. Hann muldrar svona og það er svona lúður við hliðina á honum þannig að það heyrist ekkert sko og þá segir hann sko eitthvað svona lögregla beiti piparspray og svo bara byrja hann piparspray og það var ekki eitthvað bakki, við erum að beita piparspray, bakki, við erum að beita, þú veist, eins og ég man eftir í til dæmis búsáhaldabyltingunni, það var bara beitum piparspray og svo bara strax byrjaði piparspray. Já, og svo held ég, þú veist, það er ekki bara tilkynna piparspray, af hverju að vera með, þú veist, það er sko, ég stóð þarna og þú veist, það var ekkert að gerast, bíllinn var komin inn, þú veist, það var ekki að hindra eitt eða neitt, segjum svo að ráðherrarnar eru fastir inni, með að alveg vera fastir þessi samsig í 50 tíma, ekki bara í 5 mínútur í viðbót, þeir með að alveg vera fastir inni
það ekkert sem réttlætir þess. Nei. Að, að vera, að beita svona óbeldi. Akkurat, en líka... Það ekki, það var ekkert ógn, það var ekki, bíllinn var komin inn, þau gátu farið annars stað frá, þau eru bara hérna inni öruggir að, að ræða hversu miklu meira ætlum við að vera samsig, þau með alveg dúsa inn í 10 tíma. Það ekki, það réttlætir ekki. En líka lögreglan og það varðstjórinn, hann Arnar, sem hann þarf að rannsaka, heitir hann Arnar eða ekki? Ég held að já. Allavega varðstjórinn sem að fer í viðtala eftir árásina, það sést á vídeói að þegar það búið að vera að meisa fólk í andlitið og mótmælendur liggja í jörðinni, þá tekur hann upp kylfuna og hann að leita af færi og ástæðu til að nota hana. Lögreglan, hún ætlaði að beita kylfum. Þess vegna hann leiður í viðtalunum að það hafi ekki farið svo að þeir gátu, því að við erum friðsamir mótmælendur. Þetta eru friðsöm mótmæli, þetta eru passifísk friðsöm mótmæli og verða það alltaf, fattarðu. En hann tekur samt upp kylfuna því að það eru hugmyndir það hvernig hlutir eiga að fara. Fattarðu, fólk gefur upp mikið ásetning sinn með því að sýna sína hegðun og hún skráð og hún verður analyseruð ekki bara af okkur, heldur að fólki hundruðum ára fram í tíma. Þetta sagan að skrifast á Íslandi núna og hún dokumenteruð og við stöndum saman sem þjóð. Ég finn það í pottinum í gær. Íslendingar, sama hvort þeir séu með Arnari eða Höllu eða hvar þeir eru, þeir standa saman gegn svona kúgun. Það bara staðan. En það líka, ég veit að búið að senda inn einhverja fyrirspurn kvörtun yfir því að þeir virðast hafa falið númerið sín og neita að gefa þau upp sem að út af fyrir sig brot. Það ekki fyrsta skipti. Nei, en það alltaf að við erum með nöfnin á þeim, bara minna lögregluna á það að við erum að fylgjast með ykkur og við ekki einn og við erum ekki vitleysingar. En það verða mótmæli við næsta ríkisstjórnarfund. Já, því að ríkisstjórnin ennþá samsek. Þau eru búin að vera að skoða málið í 8 mánuði að meðan það verið að tortíma saklausum borgurum í Palestínu. Nú eru 5 dagar í að þau fari í 2 mánaða sumarfrí á fullum launum sem náttúrulega galið að fólki sem siglir þjóðarskútunni getið lyft sér það. Já. En ekki hægt við að það verði reistar upp ykkur grindverk langt í burtu? Þannig var það þú nefndir búsáldabyltinguna og þeir munið eftir þessu að 17. júní hátíðahöldin einhvern tímann, þá var búið að girða í Austurvöll þannig að fólk gat staðið upp við Hótelborg held ég og hort á. Það var mjög langt í burtu sko. Og það hefur líka verið svona við ráðherrabústaðinn og það svolítið tilhneiging af því að það verður bara reist grindverk. Við erum vön grindverkum, þau hafa alltaf verið mjög langt í burtu sko, finnst mér og já, við bara getum alveg unni með það sko. En það kalla fólk bara herra sko. Já. En ég maður lýðræðis og ég maður nýsköpunar og það að lögreglan opinbera sig og ef hún gerir þetta þá heldur hún áfram að opinbera sig. Ef hún ræðist á okkur þá heldur hún áfram að opinbera sig. Við fögnum því að lögreglan opinbera sig. Ég vildi að það væri ekkert til að opinbera en það bara ekki staðan. Ég vil ekki að ég sé að eyða minni orku endalaust í einhverja svona basic kröfur mannréttindi og fá síðan piparúða í andlitið. Ég væri til í að fá að vera að gera eitthvað allt annað heldur en þetta. Og ég trúi á samfélagi þar sem ég get kosið, þar sem ég með stjórnarskrá sem smíðuð fyrir fólkið. Við gerum það öll. Það verið að gaslýsa okkur, viðtala eftir viðtali, verið að forgangsraða þar sem að gerendur eru teknir í eitthvað svona drottningaviðtal strax eftir árás. Þú veist, einu aðilar sem heyri okkur einhverjir ungir útvarpsgerðarmenn hjá RÚV og síðan núna þú til þess að reyna að fá raunverulega mynd á söguna þrátt fyrir það að samfélagsmiðlar logi. Ég heyrði eitthvað í fréttunum svona þennan dag, þá heyrði ég þess viðtal við Sölku og ég heyrði einhverja raddir mótmælenda í fréttunum yfir daginn, en finnst ykkur það var svo bara horfið og það sé eiginlega frásögn lögreglunnar sem að lifir? Já, ég meina við sendum strax þessar upplýsingar að það væri baktir og það væri hægt að fara í gegnum annað sund, þannig að þessi fullering sem að strax að það hefði orðið, segjum svo að það sé algjör panik og ráðherra bara í logandi kvelli verða að komast þarna í burtu á einhverjum ástæðum á réttum tíma, þetta voru einhverja 5 mínútur sem að búið að tefja þá þegar það var byrjað að spreyja saklaust fólki í andlitið með efnavopni en já að það þurft aldrei að fara þarna í gegn og af hverju ákvæður að fara þarna í gegn en fjölmiðlar veitir þessu enga athygli. Nei. Herru, við skulum reyna að fjalla frekar mynda við rauðaborðið en ég veit að þeir eru upptekinn og þakka ykkur fyrir í bili, Gúsæ, Krista,
Daniel, Lukka, Pétur og Bergþóra. Hver þakkir. Takk fyrir. Takk. En við setjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja samfélagið sem að breytast hratt. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að ræða elítur og valdastéttir og kannski kvennhattur. Þetta svona umræða sem var í kosningabaráttunni og tilefni til þess að halda hérna áfram. Og til þess að ræða út frá þessu hingað komin góður hópar fólki. Hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir sem heimspekingur, Björn B. Björnsson sem kvikmyndagerðarmaður, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri Vísbendingar og Magnea Marinósdóttir sem alþjóðastjórnmálafræðingur. Allt velkomin. Takk. Hérna, það eitthvað við þessa umræðu þarna elíturnar og svolítið líka kvennhatur í samfélaginu, inngróið kvennhatur í samfélaginu, sem svona eitthvað sem við sem samfélagi að halda áfram þótt að kosningarnar séu búnar. Það er ekki saman á þínana, þetta var áhugaverð umræða. Algjörlega, þetta var rosalega áhugaverð umræða. Og margt við það, hún svolítið svona hrá og óljós hvernig hugtökin eru og hljómaði svolítið eins og væri komið tími til þess að samfélagi fara að ræða Já, ekki? Jú, akkurat. Mér fannst kannski mér fannst þetta svona einmitt bara tækifæri til þess einhvern veginn að eiga gagnrýna umræðu sem kom þarna upp, Og í raun og veru, mér finnst það, ég meina náttúrulega heimspengurinn í mér vill alltaf fara að skilgreina hugtök og skoða söguna, en mér finnst það ekkert eitthvað endilega, það mikilvægasta. Ég held að sé kannski bara svona, það var eitthvað þarna við smæðina á Íslandi, vinasambönd og starfsframa og samkeppni, og hvernig þetta blandast saman og hvernig við einhvern veginn svona kannski erum alltaf svolítið að akseptera það. Eða við erum einhvern veginn svona búin að gangast við því einhvern veginn að það séu klíkur og svona séu hlutirnir gerastir á eyrinu og allt það. En svo kannski var þetta svolítið eins og, kannski bomban var náttúrulega greinin hennar Auðar svolítið og bomban var svolítið bara svona, heyrðu, það er eitthvað hérna, í loftinu. Þetta er ekki normal. Já, og þessi samtvinning svona persónulega hagsmuna og svona almenna viðhorfa. Akkurat. Að maður þarf eiginlega að vita, hver fékk laun hjá hverjum og hver tengist hverjum til þess að skilja hvað fólk var að segja. Einmitt, já, akkurat. Og það var einhvern veginn svona, mér fannst þessi svona vilji til þess einhvern veginn að reyna ávarpa það sem að í loftinu, það er erfitt að tala Mér fannst hann alveg ótrúlega áhugaverður og eitthvað sem mér fannst gaman að taka þátt í, líka vegna þess að ég fann strax, ég postaði þess á Facebook og ég fann bara í þorði varla að posta þess á Facebook og þá var ég einhvern veginn bara, af hverju þú ekki að posta þess á Facebook? Hvað þessi kennd í mér sem bara svona, þú einhvern veginn ekki alveg að gagnrýna, Katrín Jakobs sem í raun og veru varða þetta einhvern veginn það að... Þess að gerðu það fengur líka svolítið svona úlfahjörðu eftir sér. Já, einmitt, akkurat. Eins og Auður Jóns, hún fekk úlfahjörðu eftir sér. Akkurat, og það var rosa svona einhvern veginn, það sem að mér fannst líka svolítið svona, kannski skrítið var, hvenar eitthvað gagnrýni, hvenar eitthvað árás og það var alveg greinilegt að það fór svolítið eftir í hvaða liði fólk var og ég var að reyna að taka skref aftur og bak út af því að ég var ekkert eitthvað ótrúlega heit fyrir því hver yrði forseti mest var ég bara svolítið að pæla hvað í gangi í umræðinni og þá einhvern veginn var það svolítið svona að maður væri ekki að gagnrýna heldur væri maður í einhverjum árásum eða að stuðningsfólki fengi eitthvað sig og já, það fannst mér svolítið skrítið. Það var þessi tilfinning líka, fannst mér að það væri tvöfaldur standard, þar að segja að það ekki gildi ekki sömu reglur alla. Sumir meiga en aðrir meiga ekki. Og það var nú til dæmis þessi umræða, talandi forsetakosningarnar, í tengslum við þetta að sumir væri að kjósa taktist, af því ég hafði nú skrifað einhverja greinar það. Og þá var það orðið múðalega ljótt að menn væri að kjósa taktist og fylgismenn Katrínar
voru ægilega reiðir yfir því að fólk ætlaði sko ekki að nota kosningaréttin sinn á heiðarlegan hátt heldur fara að kjósa taktist. En á sama tíma var verið að dreifa myndbandi. Það var óheiðarlegt að kjósa taktist. Já, og á sama hátt var verið að dreifa myndbandi sko með Ragnari Kjartansinni þar sem að fyrir síðustu kosningar þar sem að hann segir við kjósendur við verðum að kjósa Katrínu til að koma í veg fyrir að Bjarni Ben veri forsætisráðherra. Þá var það allt í lagi og allir hafa auðvitað í stjórnmálabaráttu í gegnum tíðina, það snýst alltaf kjóstu flokkin minn, annars taka þau völdin og það er að segja kjósiði taktist. Núna var þetta orðið eitthvað ljótt orð allt í einu og það er nú vísu mjög góð grein og vísi þetta mál sem að Magnús Davíð Nordal skrifar, þar sem hann jarðaði nú svolítið þessu umræðu. Það er að segja við eigum öll bara eitt atkvæði, við erum tilfinningaverur, við hugsum líka lógist og það er enginn sem að kaus held ég til dæmis talandi kosningarnar að Höllu Tómasdóttur sem ekki gat hugsað sér að kjósa hana, þeir kausu bara einhvern annan. Ég held að sko sveiflan og kjörstag hafi verið þannig að það er 10% kjósenda sem að mættu á kjörstað og lítur svo á að kosningin væri þær tvær. Þá var 10% kjósenda sem höfðu hugsað sér að kjósa annan og lítur svo á að kosningina væri fyrst og fremst að hvort þú vill Katrínu eða Höllu og kusu Höllu. Vegna þess að Katrín var eiginlega komst ekki lengra í fylgi sko. Nei, Katrín var auðvitað komin undir þak, það er alveg rétt, en svo var þetta athyglisverða, þessi síðasta könnun sem var tekin sem sagt daginn fyrir kjördag og þeir birtu ekki, en Ólafur sagði frá í kosningasjónvarpinu kvöldið, þar var hún komið fram úr og það er sem sagt tekið daginn fyrir kjördag, en það mátti ekki segja frá því. En eitt í þessu sem var áhugavert fyrir utan svona umfjöllunefnið og hugtökin og fleira, ég meina hvort að elíta eigi að vera skilgreint hugtak, ég meina hatur er svo sem ekki sjálflega skilgreint hugtak og ekki hugrekki eða ekki að kjósa taktist eða neitt sko, ég meina við getum alveg haldið upp umræðu með óljósum hugtökum, en það var þetta með hvað sömuleyti var þetta svona svolítið sársökafullt að manni fannst eins og þessi pínulitla intelligensía sem við höfum hérna í smáþorpinu væri að rífa sig á hól af átökum. Já, það er eiginlega, sko, fyrsta lagi, tilfinningar eru staðrendir. Sko, bara gleyma því aldrei. Og þessi gamla Eyjabakka umræða og Kárahnjúka umræða að tilfinningarök væri eitthvað verri rök en önnur rök, þú veist, það er búið að afsa þannig að það fyrir áratugum í útlöndum, en Íslandingar detta stundum inn í svona gömul handritað rifrildi og endurspila sem er alveg svakalegt. Hitt sem er magnað við þetta afhjúpar í raun og veru tvennt, þetta er á 2 stigum. Annars vegar framboð Katrínar, þegar hún ákveður að fara fram, að þá sko afhjúpast svolítið það sem var kraumandi undir og var kannski bara við umræðu hér við þetta borð en ekki í eigum að kalla RÚV elítufjölmiðlin sem sagt og birtist í því að Katrín meira segja var eini frambjóðandi sem vildi ekki koma hingað sem er nú alveg sko sérstætt rannsóknarefni en líka hvernig RÚV vísar aldrei í samstöðuna og valla í heimildina en alltaf að vísi mokkan ef við höfum að kalla hann sem hinn elítufjölmiðlun. Mokkin er umverið svo lítið lesin, ef maður sleppir MBL, þetta blaði mokkin, það sem eins og leiðararnir og það dóttir í, það fer ekki inn á MBL. Það er eiginlega áleika lesið og heimildin í dag og til dæmis miklu minna lesið heldur en þegar ég var á pressun í gamla daga, þú maður það, að þá voru við bara einhver jaðarmiðl, þannig að mokkin er alveg fáránlegur jaðarmiðl í þessu samfélagi. Já, en stýrir kemur líka ljósið þessu kosningum, hann hefur engin áhrif. Nei, en stýrir samt stundum sko því sem er eins og við ræddum hérna fyrir kosningarnar að sko þegar ég var hérna með Halldór Geirharðs, þú veist það er einhvern veginn það sem er að koma út úr geymslunni hjá hádegismóunum er einhvern veginn að stýra umræðunni hvað sé verið að spurja frambjóðandur en ég ætlaði ekki út í þann þátt heldur annars vegar sko að halda það að við það að fara fram og segja af sér sem er aðeins betra en Ólafur Ragnar gerði að vera ekki á launum sem þingmaður í kosningabaráttunni og þá sé maður bara laus við allt sem að gerðist á. Þú veist, sænski kóngurinn hélt alveg episkan blaðamannafund þegar hann fór í svona veiðar með vinnum sínum og hafi verið að koma fram eitthvað hann að einhver bók komin út hans bakgrunn að þá bara var aðalskilabáðan hans á blaðamannafund, já nú vendar við blað, þú veist, nú er bara þetta er búið og það er komið ný auð síða og verið ekki að
garfa í þessu, af því að náttúrulega kosningar eiga alltaf að snúast einhvers konar uppgjör og standa reikningsskil gjörða sinna, þó að það sé kosning í eitthvað annað heldur en maður var í. Ég meina, maður getur ekki klætt sig úr þeim jakka og það var fyrra stíð sem afhjúpaði. Þarna fékk forsætisráðherrann fyrrverandi endurgjöf á störf sín síðustliðin 7 ár af vissuleyti og síðan heitt lagið í þessu að sem þetta afhjúpar þegar kosningabaráttunni byrju og sérstaklega, ég held að það sé algjör vendipunktur, grein Auðar, þó að einmitt meginstrumsmiðlanir eða elítumiðlanir vildu ekki almennilega vísa í pistil Auðar og vel heimildan, heldur voru alltaf að tala þetta aðeins víðara, mér finnst það þarf að greina þetta er svona tilfinningi mín, en sá pistil og hann er mjög vel unnin, og ég sérstaklega varfærnislega unnin. Hún er eiginlega, hún tyggur þetta og stappar þetta mjög vel fyrir elítuna til þess að hún geti átt að segja þessu. En viðbröð, það er hitt lagið í þessari afhjúpun sem þetta er, að það eru viðbröðin úr hvað sem að maður vil kalla það herbúðum eða kosningaskrifstofu eða elítunni í kringum eða bara vínum, þú veist, en þar afhjúpaðist náttúrulega og var mjög vel gert í lestarþættinu sem að þú varst og Berglundur Rós var með pistil eiginlega sem viðbröð við grein Auðar og þá er þetta farið að vera rosalega persónulegt en viðbröðin sem komu síðan með grein Jóns Ólafs og eiginlega öll umræðan fór yfir í þetta og eiginlega pólariserast eða skautaðist ennþá meira. Mér fannst þetta vera orðið eins og Bush, annarkvort ertu með okkur eða ertu mót okkur, eða ertu mót okkur þá ertu hryðurkamaður, það mátt ekki ræða gaggrínið að því og þá fór ég að velta fyrir mér var þetta kannski bara til að reyna að skilja þetta, ég veit ekki, þetta er tilgáð, var þetta bara einhvern veginn leið Katrínar út úr ómögulegri stöðu í þessu stjórnarsamstarfi, af því að ég held að þeir sem að fylgdust með svona stjórnmálumræðinni hafi séð að þetta gat ekki verið þægilegt fyrir hana út frá öllum bakgrunninum og þá er þetta kannski bara eina leiðin út og þá vilja vinirnir náttúrulega að útleiðin leiði til einhverjar góðrar niðurstöðu en svo bara komst þjóðin að þeirri niðurstöðu að það væri ekki Þetta kom út í svona sálfræði að Katrín hafi ekki fundið neina leið út úr stjórnmálunum nema að verða forseti og hún hlýtur að jafna sér svolítið á því að lífið er stórt og mikið og margbreytilegt og henni mun örugglega fallast vel. Ég er bara að reyna að skilja viðbrögð, af hverju viðbrögðin frá þessum aðrum urðu svona rosalega heiftarleg við þessum pistli Auðar sem var bara orða það sem rosalega margir hugsuðu og fannst en það mátti ekki tala Þess vegna eru viðbrögðin yfirleitt ef að eitthvað skrifar eitthvað svona og orðar það sem að margir eru að hugsa þá eru viðbrögðin sterk ef þetta er eitthvað della þá eru viðbrögðin yfirleitt engin en ástæðan fyrir að það er svona mikil viðbrögð er að það er eitthvað sannleikur í þessu sem að verður að kveða niður í hvelli. Já, nákvæmlega. Hvernig? Já, en það er okkur máli. Ég ætla nú bara að byrja því að óska nýkjörnum forseta til hamingju og taka líka undir það eða segja bara ég mér er hreinlega létt að þessari blessuðu kosningabaráttu er búin. Hún var hún alltaf íþyngjandi og svona yfirþyrmandi og allt kring og auðvitað ég er alveg sammála því að það er bara svo margt sem held ég þurfa aðeins að rannsókna meðal annars hlutir fjölmiðla eins og þú ert búin að koma inn á. Nú var bara síðasta birta grein þar sem að var auðvitað sérstaklega tekið eftir því hvernig RÚV og Mogginn gengu hart gegn þeim frambjóðanda sem náttúrulega talin var mesta ógnunin við Katrínu eða fyrir forsætisráðherra til að byrja með Höllu Hrund
og svo náttúrulega tók maður líka eftir greinin sem kom í viðskiptablaðinu svona á síðustu vikunni sem að snýra alltaf af fjármálum Höllu Tómasar og svona pínleitin svo verið að reyna að gera það tortryggilegt þó það væri ekki að mínu mati en mér fannst einmitt grein Auðar, hún var svona tilraun til afhjúpunar, tala svona það sem að allir einhvern veginn vita svona innst inni en ekki sýnilegt. Og svo viðbröðin, þá var þetta svona eins og svona myndarændi eins og þegar ekki sæskrifslega kemur svona upp úr sjónum og á opinbera sig og þannig eru allir ángarnir. Og þetta var náttúrulega, sko, ef við erum að tala valdastéttir, þarna eru stjórnmálafræði prófessor sem að situr ofan í hérna, Birgir Hermanns, þarna auðvitað Jón Ólafs sem situr ofan í hérna, Kjartan Ragnarsson og þeir standa þarna allir upp og fara í raun og veru að gagnrýna hana og svo þetta síðasta útspil eins og Jóns Ólafsson með kvenfyrirlitninguna. Mér finnst sko samhengið þetta skipta máli, það vita allir að konur hafa oft átt undir gífulega mikið högg að sækja þó við séum fremst í kynjajafnrétti og þvíumlíkt að þá sann sem áður að þá verða konu oft fyrir miklu meira aðkasti og það svona tvöfalt siðgæði þegar kemur að konum og köllum í stjórnmálum. En eins og með hana, aðdragandinn að náttúrulega forsetaframboði fyrir forsætisráðherra var það að hún átti sjálf mikið persónuleg fylgis að gæta. Hennar fylgi fór upp í 56% þegar fylgi ríkisstjórnar að dala jafnt og þétt og þegar sko fylgi hennar eigin flokks var hruni, síðustu tölu var 4,4%. Það gefur ekki til kynna mikla kvenfyrirlitningu. Þvert á móti, þú veist, hún metin sem valda manneskja og þá hún komin í þessa valdastétt og stjórnmálastétt þar sem að fólk virðist standa mjög vel saman og það svona ákveðin samtrygging í gangi og þau styðja og þetta kom svo bersýnilega ljós, þetta kom fram í stuðningi svo margra fyrrum ráðherra, fyrrum þingmanna og þvíumlíkt. Reyndar Magni að það mátti alveg sjá í þessum traust spurningum til ráðherrunum, það mátti sjá alveg glögglega að sko pólitíska inneign Katrínar var við það að renna út. Já, og hún komið með meiri andstöðu heldur en sko meira vantraust heldur en traust og hún var í allt annari stöðu heldur en hún var kannski fyrir 3 árum eða 6 árum. Nákvæmlega, og mér langar að benda á það að það svo erfitt sko, þú veist, þegar málefnaleg gagnrýni á það að forsætisráðherra segi af sér embætti forsætisráðherra eftir 7 ára í setu og eftir 17 ára þingi og svo er samanburðin ekki tengið fram. Ég meina þegar Ólafur Ragnar fer fram, þá hann búinn að vera þingmaður í 5 ár, hafði ekki verið sem ráðherra í 5 ár og sá sem var undir honum vitnaði til í mangi, þá hann búinn að vera þingmaður í einhver 10 ár og málið það þá þetta einu komið með forseta sem á hugsalega að staðfesta eða synja lög sem að hann hefur sjálfur átt aðkomu að og það, mér fannst í raun og veru framboð hennar, ef við erum að tala eitthvað koma upp á yfirborði, annarkvort með greinaskrifum eða því að hvernig fólk fer að tjá sig sem viðbrögð við greinaskrifum, að þá fengum við líka, eins og ég segi, endurgjöfina. Þú veist, það er miklu meira vantraust í samfélaginu, sko gagnvart stjórnvöldum heldur en kannski fólk áttaði sig á og við erum að tala núna sem forsetaembættið að setja saman ríkisstjórn og vera sameiningatál, en núna eftir að málskotsrétturinn var nýttur fyrst að þá var mjög tíðrætt að forsetinn yrði að vera einhver einstaklingur sem fólk geti treyst að myndi svona verja, þú veist, land og þjóð gagnvart einhverjum svona sérhagsmuna valdastétt. En þetta var einhvern veginn orðið valdastéttin, almenningur, traust, vantraust og þvíumlíkt fannst mér og það var kannski einmitt nákvæmlega vanmat að þegar hún fyrir forsætisráðið fer fram, hún kannski læti bara reyna á þetta, en það er líka mjög merkilegt að hennar fylgi hækkaði ekkert þrátt fyrir mesta auglýsingakostnað og meiri þess að auglýsingu sem var á milli umferða á RÚV daginn fyrir kjördag sem er líka spurning þú veist, reglur, siðareglur og hversu langt þú getur gengið í því að reyna að tryggja þér aðkvæði fólk svona rétt fyrir kjördag. Já, ég var svolítið viss að sjá hana, en að því að Magniða nefnir kvenhattur og kvenfylgningu, hvort að konur hafi séð öðruvísi dæmdar en kallanir,
ætti það ekki þá alveg eins við Höllu Hrund sem að fekk svolítið svona trakteringar að hún hefði nú verið í einhverju vitleysu þarna út í Argentínu og annars að vita alveg hvað hann var að gera og væri að borga vinkonum sínum einhver laun og ég meina það vantaði ekki svona, það ekki vandi að skýra það með svona léttu svona kvendissi. Halla Tómasar eitthvað þvælast með honum Branson Já. Ég meina hverju sáuð þið einhvern var eitthvað meira kvennhatur í því hvernig Katrín var gagnrýnd heldur en hinir vegna þess að það voru konur sem að fengu þau samanlagt 75%? 73% held ég. Það er í 3 eftir sætunum. Já, mér fannst þetta í raun að vera svona þú veist ég er ekki alveg búin að ná að fanga, hvað mér finnst þessar kosningar svona út frá femínískri greiningu, en mér fannst samt einhvern veginn eins og þetta væri mögulega fyrstu kosningarnar þar sem að fólk var ekkert að spá svo mikið í kyngerfi. Það var einhvern veginn bara, það var ekkert rosa mikil umræða það voru bara konur í fyrstu 3 sætunum og það var enginn sem var einu sem segja vei, heldur var bara svona já, þetta eru bara flott fólk sem að, eru öll frambærileg í þetta embætti, þannig að ég var einhvern veginn svona, ég var ekkert ég var ekki eins og búin að hugsa þetta þegar að þessi umræða kom kvenfreltingu og ég var einhvern veginn svona meira fannst mér líka ef það var einhver, maður sá eitthvað svona kannski skrítið akkurat í hvernig fjölmiðlarnir voru einhvern veginn að reyna að draga niður suma frambjóðendunar. Mér fannst það líka svolítið bara gagnvart Ásdísi Rán. Þú veist að hún mætti manneskja sem að gerir út á kynþokka sem er bara sem er hefðbundið bara hluti af svona kvenleika og við erum líka búin að vera að berjast fyrir að meiga það einhvern veginn og þá var einhvern veginn eins og það gerði mann að einhvern veginn verri kandidat sem ég bara svona af hverju er það? Ég held að hún hefði nú rétt þann hlut aldrei vel í já, akkurat, mér fannst það bara frábært það var svo margt einhvern veginn svona sem kom í gegn sem að var bara, já, akkurat En Steinunn Ólína sem tekur að sér að vera einn harði gagnrýnandi og það kannski er frekar svona kalla hlutverk ef að konu gerir þetta þá verða að skassi eða Akkurat, mér fannst það mitt svolítið hún hefði orðið líka fyrir svona hvern það var kannski líka mitt spurning með hana maður var alltaf svolítið að velta fyrir sér hvað er það sem gera verkum að einhver nær 10% pluss og einhver dettur í hennan 1% og það var svolítið, ég náði ekki alveg af hverju Steinunn Ólína datt í þetta 1%. Það skilur ekki flex ófex einhvern veginn í þessu. Kannski mega konur ekki vera með svona. En hún hafði náttúrulega eitt erindi, hún sagði það, hún stóð sér rosalega vel í því og það var að hún ætlaði að koma í veg fyrir að fyrir forsætisráðherra myndi vera kosin og hún var mjög góð í því að taka sér svona dagskrárgerðarvald í raun og veru og koma umræðan jákvæð farveg. Kannski sanngjarnt að segja því hún segir sjálf þetta var, hún nefndi einhver tíman fyrir áður hún bauði sig fram að ef Katrín myndi bjóða sig fram þá myndi hún gera það. Síðan gerðist það í þeirri röð að Steinunn Ólína bauði sig fram áður en Katrín gerði það. Þannig, og hún sjálf bar þetta af sér og sagði mitt erindi er ekki þetta þannig við mögum ekki nú að henni því nasir ef að það væri ekki henni erindi að hennar sög en hún var sannarlega barnið sem sagði keisarin er ekki neini það var hennar hlutur eins og með Auði Jóns sem orðar það sem að margir voru að hugsa það sem að Steinunn gerði meðal þessa 12 var að hleypa í gegnum sig gagnrýninni á Katrínu og þetta er svona ísbrjótshlutverk held ég og svolítið eins og Helga gerði held ég líka fyrir Höllu Hrund þetta var svolítið flott svona tvíeiki nokkuð það voru 2 embættismenn og önnur kom aðeins á undan og brot og sagði frá því hvernig hún hafði orðið sem embættismaður fyrir árásum úr ríkisstjórn Katrínar og Bjarna eða hvernig sem var orðað það og Halla Hrund var náttúrulega í þeim hópi líka með og Steinunn Ólína annar af 2 leikurum og hún tekur allt brimið á sig og Jón Gnarr síðan
þannig er að reyna að greinda, það þannig 1-2% sko undanfararnir og svo koma 10% hérna eftir. Undanfararnir uppsker aldrei. Nei. Eitt í varða tölum hérna kvenhatur og kvenfyrirlitningu. Það er með líka áhugavert að hérna, að því að þú segir þetta sem fyrstu kostinga þannig að þú varst bara ekki að velta því fyrir þér. Lættir að hafa verið að velta því fyrir þér ef það verið tilefni til þess kannski. En kannski erum við komið svona langt ef við möttum orðað þannig. Og það sást líka á því að hérna, það var ekki bara konur að bjóða sig fram til þess að verða fyrirmynd, heldur var komið í ljós að það er ekki nóg og það var meðast hérna, greinar Guðrúnar Jónsdóttur fyrrverandi talskonu Stígamóta og Sóleyjar Tómasdóttur dótturinnar verað mjög sterkar inn í það að það eru svona marga konur frammi og þá er líka fyrir að velta fyrir sig býtu hvers konar hérna, hvaða erindi hefuru, hvers konar feminist hvað hefur raunverulega gert fyrir konur af því það er kannski ekki nóg að vera fyrirmynd og það er kannski erfitt fyrir Katrínu Jakobsdóttur að vera raunverulega erindið sitt að hún skulle vera forsætisráðherra er sigur fyrir konur, að hún sé forseti sigur fyrir konur, það er svolítið flókið að vera sko eiginlega sigurinn sjálfur. Já, mér finnst þetta svona, sko það sem ég kem allavega í feminískri greiningu er alltaf bara einhvern veginn að reyna að hugsa náttúrulega valdið, miðjuna og jaðarinn og mér fannst þetta bara svona almennt ef ég hugsa sko, þú veist þá þarf maður ekkert endilega að tala konur og kalla, heldur bara jafnrétti og ef ég horfði á þessu kosningar að það var sem miklu meira einhvern veginn blasa við að þetta voru góðborgarakostningar og þú veist, ég bara saknaði þess að sjá, þú veist, nýjan Íslending innflytjanda og mér fannst einhvern veginn feminíska greiningin, hún kom í miklu meira, þú veist, ég skrifaði undir hjá Agnieszku sem er pólsk að uppruna. Ég talaði henni að það var að vonast þess að hún myndi ná fram, menn myndi út af þessu svona að segja. Akkurat, þú veist, þetta því ég var einhvern veginn bara, þú veist, ég vil fá þannig rödd í þetta, en það var ekki þannig rödd. En það kannski snýr líka því sem hefur orðið mikil umræð sem er forréttindafeminismi. Það eru auðvitað vissulega konur í okkar samfélagi og ég meina víðar sem náttúrulega eru mjög vel menntaðar, þú veist, hafa mikla reynslu, mjög frambarlegar. Þannig að þú veist, kyn er orðið sko afgangsstærð, myndi maður segja, eða kynferði og auðvitað, þú veist, í gegnum söguna hefur auðvitað komið upp alls konar tvískilningur þegar kemur að kynfyrir fólk. Ég meina, ég man bara eftir kostningunum eða þið viti, í tengslum við hrunið þegar menn voru að safna í kostningasjóð og það voru mótmæli fyrir framann til dæmis hjá Steinunni Valdísi sem hafði nú náð að safna vel í sinn sjóð en hins vegar þá var ekki gerð greinumur því og hún fór fyrst í borgarstjórnarkostningur og svo í því alþingiskostningur, þetta var samanlagt. Ég er ekki að verja þetta beinlinni, svo þau eru líka að spila samkvæmt reikreglunum og ef að reikreglunar eru að þú þarft að safna í digra sjóði til þess að geta átt möguleiki kostningum, þá fer þú ekki að fórna kannski einhverju persónlega fyrir það, en þá þarf þetta bara að breyta reglunum. En það er svona verið að gera svo oft kröfur á konur sem ekki verið að gera kalla þegar ég að vera betri, þegar ég að vera sína að hafa betra siðferði og þínlíkt. En ef það er slæmt siðferði almennt og ef það þarf peninga almennt, hvað ætlar þú þá að gera því? Þá reynir auðvitað að breyta reglunum, og það er alveg þekkt, en ég held að þetta í þessu tilviki eins og núna með eins og fyrir forsætisráðherra og kvenfyrirlitningu, þá held ég að bara eigi hreinlega ekki við og það er líka brúta samhenginu sem var fyrir kostningarnar. Ég man eftir kona sagði þegar hún var að lýsa sig yfir að henni fannst þetta mjög smart af henni að þjónu kona að gera eitthvað sem er svona óvanalegt, að brjóta í blað, forsætisráðherra stígur upp og segja ég vil vera forsæti og allir bara að dedúa sig að þjónu kona. En ef þetta verið kall, þá er þetta bara sjálfsagt. Mín tilfinning en mér fannst eiginlega ekkert í þessari kosningabaráttu snúast eiginlega kyn. Ég bara segi það, þú veist, við vorum með konur í efstu sætum, þú veist, og það var enginn að kippa sér upp fyrir það og ég held að, og það var ekki það að þetta útspil frá Jóni að það væri verið að sækja Katrínu út af því að við færum verð með sem sagt konur en kallar sem hefði verið í stjórnmálum, var einhver svona tilraun sem að passaði heldur ekkert inn í umræðuna og var bara svolítið slegin út af borðinu eða allavega fekk hann mjög bátt fyrir það. Þetta snerist miklu meir hinn þáttinn sem vorum að ræða sem var valdið og elítan. Það að segja, það sem að fólk horfði á í þessari baráttu var að það teiknaðist upp. Morgunblaðið ræðst á Höllu Hrund eins og þú nefnir bara. Og RÚV líka. Já, og RÚV líka. Hann birti mjög skemmtilegt skjáskotan Hallgrímur Helgason með 20 fréttum af það sem var að ráðast á hana. Skæðarsamstæðnum. Já, og kosningabaráttan að byrja. Og svo er Kristján Júlíusson farin að grilla pulsur fyrir hann á Akureyri
fleiri og svo eru leiddir fram hérna alls konar máttarstólpar, Kári og allir og við horfum bara á þetta kom úr öllum áttum að bara þetta og við vitum alveg hvaðan samanlagt þetta kemur. Þetta bara valdastéttin í landinu og svo sáum við náttúrulega teymið á bakviðana sem að var fyrrverandi kosningarstjóri Sjálfstæðisflokksins Friðjón og útringi verinn þar sem sko hringt aðalega í Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn. Við sjáum hvernig þetta endar. Þetta endar á því að stærstu hópandi sem kjósan eru Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn, aðrir flokkar valla kjósana samkvæmt greiningunni. Þegar forsetinn okkar sko með jafna greiningu, hún fær jafn mikið fylgi í öllum stjórnmálaflokkum. Hún í 22%. Það bara flöt lína, mjög sérstakt. Það var líka eitt sem ég langaði að segja sko út af þessum þetta með siðferðið, þú veist, þessi, og ég meina ég tek undir það að það sett meiri krafa á konur svona út frá siðferði, en ég held að það sem sé í gangi hér sé líka það innan vinstrisins mikil siðferðiskrafa. Ég veit ekki alveg hvernig þetta innan hægrisins, ég ætla ekki að fullera það neitt, en það mikil siðferðiskrafa. Við formann Sjálfstæðisflokksins myndum að ætla að það væri aðeins léttara þar. Já, ég ætla ekki að fullera það neitt, en það eru mikla siðferðiskröfur innan vinstrisins og mér finnst einhvern veginn þetta með sko að hún Katrín fór fram og þessi atburðarás frá því að hún segir af sig forsætisráðherra yfir því að hún fer í þetta framboð vera svolítið svona þetta uppgjör eða þessi svona búið að vera krauma undir niðri þessi bara núningur, þessi siðferðislega og pólitíski núningur innan vinstrisins yfir hvað Vinstri grænir hafa verið að gera síðustu ár og sérstaklega núna, þú veist, ég upplega sérstaklega núna eftir að þau fóru aftur í þessa stjórn eftir 21 kosningarnar, þú veist, og bara og einhvern veginn, og hann hvað heitir hann, sem að varð Jón Gunnarsson var dómsmálaráðherra. Mér fannst það bara vera, þú veist, þetta fór svona niður og bara út af því að, þú veist, þetta svo viðkvæmt andrúmsloft núna með fjölmenninguna. Og kannski líka í sambandi við eitt sem var mjög ábyrrandi í málsvörn einhvern veginn fyrir forsætisráðherra. Þú veist, það var alltaf verið að tala sko, hún var svo góð sáttasemjari og málamiðlari og svo töluðu aðrir svik. Og vegna þess að fylgi náttúrulega flokksins endurspeglar það að það búið að snúa baki við helstu stefnu málum Vinstri grænna. Og hélt ríkisstjórnin saman en slátraði flokknum við það. Já, nákvæmlega. Og þannig að það er náttúrulega búið að vera rosalega mikil umræða það. Og svo náttúrulega líka þetta að nú hefur það gerst sko að Sigríður Andersen braut af sér í starfi þegar hún notaði valsi til að skipa 3 dómara sem að síðan fór alla leið til Evrópudómstóls og sem úrskurðar málinu og bakar Íslandi og íslensku skattborgurum skaðabótaskyldu og svo hún og semst fyrir forsætisráðherra hún alltaf svarið alla ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Svo það náttúrulega Bjarni Ben sem loksins eftir mjög mikinn þrýsting skýrslur ríkisendurskoðendur og skýrslur einhver annar stofnana verður að segja af sér að fjármálaráðherra verður utanríkisráðherra og tekur svo við sem forsætisráðherra og þú veist talandi siðferði í stjórnmálum og þannig að það er líka smá uppgjör við þetta. Er þetta uppgjör gagnvart því að halda stefnu sinni eða vera með málamiðlanir og Katrín var tákmynd þess að vera málamiðlun. Það betra að fá 5% árangur heldur engan. Þannig að það eiginlega réttlæti ekki fyrir að vera og þau kannski meta þau að fengið 30% árangur eða eitthvað en ég menn það misjöndi hvernig fólk horfir á það. Og það það sem er uppgjörið við pólitískum feril hennar. Er það hvort að það verið rétt ákvörðun fyrir VG að fara leið málamiðlunar og fá þó eitthvað í staðin fyrir að vera öflugur flokkur í stjórnarandstöðu og hafa þá kannski áhrif á samfélagið því það getur verið dýrt fyrir umræðin í samfélaginu að gera málamiðlanir þannig að stjórnarandstaðan raunverulega hverfur. Ég ætla að drífa orða þetta við raunaborðið og sagði að hún hefði klofið vinstrið. Hún hefði bara eyðilagt stöðu vinstrisins og möguleika vinstrisins til þess að ná völdum á Íslandi með því að fara í þetta stjórnarsamstarf. Mér finnst það líka bara einhvern veginn, þú veist, það eitthvað við það að Vinstri grænir sig í stjórn sem gera verkum að það ekki nóg til að mótmæla og vera almennlega reiður. Ég held einhvern veginn til dæmis ef að þeir hefðu ekki endurnýjað þessa stjórn að þá hefði verið bara miklu meiri reiði, meiri mótmæli og þá hefði kannski verið hægt bara svona eins og Panama-mótmælin 2016 eða 2009 mótmælin. Sem skiluðu engu.
sem samt sem áður, þú veist, mótmældakrafturinn, þú veist, hann hefði mögulega breytt jafn miklu þessu 5% Vinstri græna. Eða meir en vissi það. Þessi svo samtöku hernaðar anstæðingar sem í lamasessi út af veruvafki í ríkisstjórn. Já, það einhvern veginn svona, það búið að vera, það eitthvað skrítið. En ég var eiginlega búin að spá því ef að fyrir forsætisráðherra hefði unnið forsetakosningarnar og það á 25% fylgi sem hefði geta gerst, að það hefði orðið mótmæli. Já, það er einhverju leyti léttir inn hjá sumum okkar. Út af því að það er svo mikið ólga í svona samfélaginu og þetta eru svona ákveðin fólk svona því misbýður og því misbýður líka að einhverjum finnst eiga tilkall einhvern veginn til valsins en entitlement er svo gott orð á ensku finnst það betri en tilkall en það er einhvern veginn svona og allir bara ganga fram og taka bara næsta embætti og vera allt í einu út af því að þú er svo góðu sáttasemir og málamiðlari og þvílíkt og það er svo margt alveglegt búið að gerast og ég held að almenningur landinu upplifir mikið valdaleysi og ef að og þá hefði völdin nú algjörlega verið tekin af þeim valdalausu ef að valdastéttin innan gæsalappa og þeir sem tilheyra henni, hvort sem það er í fræðasamfélaginu eða menningarsamfélaginu eða stjórnmálastéttinni, þá einhvern veginn þá hefði þetta orðið til þannig, valdastéttin versus dálítið valdalaus almenningur vegna þess að þrátt fyrir mótmæli, þrátt fyrir rannsóknarskýrslur, þrátt fyrir alls konar uppgjör og þrátt fyrir alls konar handfömm sem hefur komið í ljós, þú veist, ég meina pabbi, þú veist, forsætisráðherra, hann keypti og fekk að halda bréfunum í Íslandsbanka og veist, það er ekki eins og lög til þess að taka tilbaka það sem við fengið með ólögmætum hætti og svona er þetta. Já, og sko ég held að það var einhvað mjög symbolist í því að lögreglan skildi vera að gasa mótmælendur með piparúða daginn fyrir kosningar og búið að innleiða rafmagnsbyssur handa þeim sem er búið að finna eitthvað nýtt orð á að því að má ekki kalla rafmagnsbyssur þetta er, þú veist, ég fekk bara svona tilfinningu ég kom hérna heim frá Berlín þar sem ég hafi tekið þátt í bara fyrir tilviljun eftir ráðstefnu svona Climate Mars, hérna svona mótmælagöngu í Berlín upp á Brandenburgarhliðinu með fullt af hópum gegn loftslagsvánni og bara fullt af lögreglum sem voru að passa að halda bílunum frá mótmælendum. En hér kem ég heim og lögreglan er að passa að ráðherrabílinn geti kert nógu snemma á fund og gasar á einhverja mótmælendur sem er í friðsamlegum mótmælum og er það ekki stjórnarskrárvarinn réttur að fá mótmæla og mannrétt, þú veist, þannig að þetta varð einhvern veginn, þetta birtist mér alveg sem svona, vá, hvað er skringilegt ástandi. Það er skringilegt og líka, það var umræðið mitt þetta í morgun útvarpinu með þessa valdbeitingu sem að lögreglan segist hafa haft heimildir til þess að gera, en þú veist, piparsprey og ég var nú bjóði Palestínu sjálf, maður sér hvernig ísraelski herinn gengur fram gegn mótmælendum. Ég sá fólki svona bara, þú veist, grátandi með píparspreyi, ég sagði, hvert erum við komin? Er ekki nóg að draga fólk? Ég meina, ef að manneskja liggur á götunni, þá koma 2 sterkir lögregluþjónar og bara lyfta þér upp, sikkur munn og fjallaði þig. Þú veist, það er ekki flokknari það. Og það þarf ekki að beita, táragasi, það þarf ekki að beita píparúða eða neinum öðrum meðlum heldur en bara að taka fólki burtu. Ég ætla, þegar við erum að tala svona hvernig þetta leit út svona frá vinstrinu uppgjörðu Katrínu. En að því þú nefndir útringivers Sjálfstæðisflokksins. Mínar heimildir segja það að Halla Tómasdóttir hafi notið útringivers Guðlaugs Þórs að nefnilega í Valhöll eru 2 útringiver og þar eru linnlaus átök. Og að sömuleyti hafi þetta líka verið uppgjör á milli Valhallar sem er stýrt af Bjarna Benediktssyni sem að stefndi Katrínu Jakobsdóttur og síðan liðs Guðlaugs Þórs sem stöddu Höllu Tómasar. Ég hef ekki heyrt þessa skýringu. Ég hvet ykkur til þess að kíkja inn á Facebook hjá svona hægri mönnum því að umræðin eftir kosningarnar þar er æði skemmtilegt. Mjög sérstætt er að þarna eiga að vera 2 útringiver en þetta stuðning Sjálfstæðisflokksins höfum við náttúrulega alls konar heimildur kannski nú besta heimildin grein Jón Steinars Gunnlaugssonar á Vísi, þar sem hann segir við erum búin að leggja allan flokkin undir þessa konu en hún er vinstrimanneskja, við erum með Morgunblaðið að vinna fyrir hana, við erum með allan flokkin að vinna fyrir hana, þannig það er nú maður úr Instafing sem bara sagði þetta hreint út en svo er líka kannski skemmtilegt þú veist, eins og ég segi, ég var nú að benda á þann að þegar að skoðað er hverjir kusu þar að segja úr hvaða flokkum kusu hvert frambjóðanda, þá eru ekki fleiri sjálfstæðismenn en nú neinum öðrum flokki sem að kusu Höllu
en það voru allir miklu fleiri sjálfstæðismenn sem kussu Katrínu. Þannig að sko sjálfstæðisflokkurinn í stórum stíl var sannarlega þar en ekki hjá Höllu T. En var þá, lendi Katrín í því að verða einhvern veginn í innanflokksdeilum sjálfstæðisflokksins og þetta snýst, þessar forsetakosningar snerust í raun og veru það að koma sko sjálfstæðisflokknum út úr þessu stjórnarsamstarfi á sem flottastan hátt með því að gera Bjarna forsætisráðherra. Hann gat farið og fengið mynd af sér með Zelenski, hann var einhvern veginn að klára utanríkisráðherradílinn líka og þetta allt undirbúningu bara fyrir þingkosningar. Ég bara velti fyrir mér. Og svo eru aukaatriði svona hver af þessum konum hann að fengja að verða forseti. Svo náttúrulega spáð núna að það verði jáfnvel kosninga mitt fyrr og þegar Katrín farin úr forsætisætinu, ég meina Guðmundur Ingi náttúrulega orðin formaður en þú veist, hvað gerist núna bara á næstu Ég á því að hann vilji vera áfram formaður. Því að það allir að tala að Svandís geti bara tekið þetta. Við vorum umræðan það í gær. Ég á þeirri línu að Guðmundur Ingi vill vera áfram formaður og ég efast að Svandís leggi í það átak að þurfa að reisa VG upp með þeim hætti sem að fólk að spá því að sé gert. Ég bara skýtur sér inn að því að allir að ganga því sem vísu að eitthvað fara að gerast. Að þá fer ég í mótþróakast og kemur aðra kenningu. Ég held að sko tilfinningi sem hér var nefnd að segja að fólk vildi ekki að stjórnmála elitan fengi líka forsetaembætti og ég held að hún hafi bara ráðið úrslitum í þessum kosningum eins og oft áður. Það að segja að það verður aldrei gerst að stjórnmála elitan hafi líka fengið að eiga öryggisventilinn og það liggur í hlutarins eðli að hún öryggisventil á stjórnmálin og það á auðvitað ekki að vera sami aðilinn á báðum stöðum. Nefn Ólafur Ragnar náttúrulega. Þá vil ég koma að þess að við vorum að tala upp að sem elitan. Af því að elitan hefur notuð það bara svona intelligensju hugmyndina hana að hún hefur eiginlega valið forsetan eða samþykkt forsetan alla tíð. Ég meina, hún valdi Kristján Eldjárn, hún valdi Vigdísi, hún sætti sig við Óla Ragnar og hún sætti sig við Guðna. Núna hún með forseta sem hún sætti sig ekki við. Og kannski var synd hennar að búa til bandalag við Valhöll, að það leiddi til þess að hún gerði sig áhrifalausa að hver væri forseti og maður sér í viðbröðunum eftir kjörið að það er það sem verið að gagnrýna Höllu, nýkjörinn forseta, fyrir að hún bara stendur ekki báðum fótum í íslenskri menningu, hún þekkir ekki íslendingasögunar og hefur ekki lesið Laxness og kann ekki lingóið sem að við í intelligensjunni höfðum fyrir að læra til þess að geta verið málsmetandi fólki í þessu samfélagi. Svo kemur bara einhver ruddin sagði peningabödda frá Ameríku og tekur þetta. Mér finnst nefnilega áhugavert sko með stjættabreytuna. Við vorum að tala kyn. En mér finnst dálítið áberandi að til að mynda bæði Halla Hrund og Halla Tómasar leggja dálítið mikið upp úr því að þær komi á svona látlausum bakgrunni, þú veist, pappina Höllu var munaðalega strákur, pappina Pípari, mamma þjóðskaþjálfari, þú veist, Halla bjó í blokk og svo náttúrulega Katrín líka bara, já, hún býr í blokk og hún fyrir hjóli vinnuna, þú veist, svona smá samkeppni að vera svona alþýðlegastur og en samt auðvitað mikilvæg borgarlega ætt eins og flesti vita. Já, og Katrín sá ráðherra sem borgar hæðstu fjármagnstekjuskattinn og þvílíkt og bara að hafa húsmær já, auðvitað og en svo það þetta að núna einmitt þá akkurat eins og ég heyrði nú bara einmitt menningarsnauð einmitt svona peningabutta sem sko líka mjög niðrandi og talandi kvenfyrirlitningu, þetta kvenfyrirlitning og þetta að eins og ég heyrði í gær hún vitið þið hvert Egill Skallagrímsson í hvað eigi hann syndi? Ég ætla rétt að vona það. En hún fjallar prófunu og hún sagði að hann hefði syndi Grímsi, það er Drangey. Grettir fyrirgeðið. Þannig að sjáu þið, ég ruglaðist mér og þannig ég algjörlega búin að afhjúpa mig sem menningarsnauð og vitlausa. Og svo var það líka vitlausa átt. Og getur við klippta það? Spurningin var vitlausa. Og svo fólk bara að grípa þetta og grípa andan á loft og bara, hún ætlar að vera forsett, eða þú veist, hún er að forsett. Þetta er klassísku íslensku intelligensju sem að hefur haft þetta embætti en núna mistuðu það. Mér fannst þetta svolítið svona, þú veist, akkurat, það búið að vera svolítið svona mikið menningafólk og svona svolítið hugvísindafólk, sko, og ég hugsaði þetta einhvern veginn svona... Your kind of people. Já, ég raun og veru, sko, ég alveg léleg svona sem íslensk menningarkona, ég tala vitlausa íslensku og ég veit ekki hvað, en í öllu falli, þú veist, að þá, ég
sko, út af því hún var alltaf að tala sjálfshjálparbók, fólk var að hneykslast á því hún hefði nefnt sjálfshjálparbók sem upp á bókina og ég var líka þarna einhvers staðar, af hverju er fólk svona mikið á móti sjálfshjálparbókum? Sjálfshjálparbækur eru á mörgu leyti svona, einhverju leyti svona megin heimspeki, þetta bara svona heimspeki reglur, svona normatívar siðferðisreglur sem að fólk alltaf að leita sér að og það bara koma rosalega oft í samtímanum, þá kemur þetta fram í sjálfshjálparbókum og þú veist, þetta er bara, þetta er litteratúr sem á. En Anna, við í intelligensinu viljum að þú leitir að þér í bókasöfnum og eitthvað slíkt, ekki á einhverjum flugstöðum að lesa einhverja sjálfshjálparbók. En það er áhugavert að sjá erlendu fjölmiðluna vegna þess að eins og þið munið þegar Jóhanna Sigurðardóttir, þá vorum við alveg að tala um fyrsta konana gegn embætti forsætisráðherra, en erlendis var rosalega mikið lögð áhersla á að hún væri hinsegin, fyrsta gay og svo eins núna, það er eiginlega bara í öllum erlendu fjölmiðlum að kona úr fjármálalífinu á Íslandi sé orðin forseti og það er kannski almennt eru forsetar sem sagt ekki úr þessum geira og hún náttúrulega er með mjög víðtæka reynslu og víða en þetta er náttúrulega hennar svona bakgrunn. En Björn, þú varst að segja það að intelligensin hefði mist þetta vald sitt með því að veðja á rangan hest. Já, ég held að hún hafi gert það. Það er alveg. Þannig hún valdi bara vitlaust. Já, þeir voru vitlaust. Valdi frambjóðanda sem gat aldrei verið forseti. Já, ég held hún hefði nú getað það ef að fólk hefði ekki saminast Höllu og Halla hefði ekki komið þannig fram að fólk var til í að saminast hana. Ég held nú lengi fram hana að þetta yrði Hallar hund sem að myndi vera eiginlega sú sem gæti unni Katrínu en það reyndist vera Halla Tómasdóttir og ég held að hún verði fínn forseti. Það er alveg rétt að hún kemur ekki beint úr intelligensinni en ég held að þegar frá líður, þetta á þetta eftir að koma í ljós, að þá ég hef alveg mikla trú á þessari konu satt að segja. Ég kaus hana fyrir 8 árum og ég kaus hana aftur núna með ánægju og við skulum bara sjá, við eigum öll eftir að sjá, við vitum í raun ekkert hvernig hún verður, en við verðum að gefa henni það tækifæri. Já, ég setti upp smá, ekki slæðu, Rónan Klótró dóttur minni, en ég held að sé tvennt þannig mikilvægt, sko, í Bloomberg er það Investor, Tómasdóttir, og ég alveg, já, býtu, ég heyrði ekkert það í hérna kosningabaráttunni, hvar hefur hún fjárfest, en svo hitt, sko, ég held að þessi rétt. Hvar hefur hún fjárfest? Já, ég veit það ekki, en kannski bara hefur fjölmiðlanir ekki spurt það, en kannski það bara túlkun Bloomberg sagði að hún hafi stofnað auði kapital. Nei, en hún setti peninga í eitthvað fyrirtæki, það var rætt þetta í viðskiptaplan, ég man ekki hvað það er og svo er hún bara með einhverja fjármuni í eigna umsýslu eins og svona silent partner í þessu fyrirtæki. En þetta er sko labelið sem Bloomberg setur á okkar nýja forseta, Investor, Tómasdóttir, og svo er hún businesswoman í öðrum og það er svona leiðtóa þjálfunin, hvort sem það er sjálfsjálfsbók ekki, en ég held að það hafi alveg vantað líka greininguna á þessu sem ég hef séð í fjölmiðlunum þessar 2 daga eða frá því að kosningun lauk, að hún vann unga fólki og ég veit ekki hvort það eru börnin hennar 2 sem eru hann kringum 20 að ég er ekki komin á TikTok en sko TikTok og samfélagsmiðla hérna herrferðin hennar held ég að sé jável meira vægi en sem þið eru að greina út frá sko yfirtölunum. Það er sko miklu meira vægi og þetta var mælt auðvitað, það er að segja hvaða hópar voru að kjósa og hérna það var alltaf skemmtilegt talandi sko intelligensinu því að ég sá Guðmundur Andri postaði hann hafði nú auðvitað stutt Katrínu svona eins og margir úr þeim hópi og hann sagði í posti svo segja dætur mínar að Halla Tómasdóttir hafi verið með ægilega góða herferð á TikTok. Þannig að við mistum alveg af þessu. En ef við horfum á píramídan fyrir djöðu sem að sýnir sem sagt aldursgreiningu kjósenda, þá er sko unga fólkið, þá er súlan hér hjá Höllu Tómas og elsta fólkið er lægst. Hjá Katrín er það öfugt. Það var eiginlega ekkert ungu fólki og þá segi ég hver á að velja forsetann fyrir okkur ef ekki unga fólki. Og þau gerðu þetta á þess að við vissum af því að þetta gerðist á TikTok. En ekki í Morgunblaðinu og annar staðar. Vegna þess að þegar við sjáum svona mikla kjörsókn, það var mjög mikil kjörsókn með forsetakosningar, þá er það að unga fólki mætur að kjósa og það er Halla og það kom til að kjósa hana. Og þú ert á TikTok. Já, ég sem sagt fór að skoða þetta þegar ég heyrði þetta og hérna sko fyrsta myndbandi sem að vakti einhverja athygli var svolítið svona menntaskólalegt, þú veist, að einhverjum strákum að hrinda einhverju stelpu sem var ekkert það besta sko, og svo skoðaði ég allt TikTokið, þá greinilegt sko dóttur hennar er alveg, þú veist, onnið þarna TikTok og gerði það bara rosalega vel, hún bara algjörlega kunni inn á þessa menningu
og þú veist, það var fallegt, maður fekk að fylgjast með Höllu, maður sá þær svolítið, ég fannst það bara, mér þótti einhvern veginn vænt það þegar ég sá TikTokið og það voru velgerð myndbönd og þau algjörlega einhvern veginn lásu inn í þessa menningu mjög vel. Og eitthvað gænsinn ólæs á TikTok. Já, og þetta TikTok líka bara... Og milli, við erum svona miðaldra. Já, og ólæs á stöðu ungs fólk sem hafa komið kannanum að því líður illa, þá ekki séns á að komast inn á húsnæðismarkað nema þegar ég foreldrar sem kaupa íbúð. Þannig að þarna held ég bara, þetta svona tilgátur mínar eftir þetta, en ég fatt að þegar ég sá hana þarna með þessum börnum, já, ég var ekkert búin að hugsa aldur barnanna, en hann skiptir eiginlega jafn miklu máli heldur. Hún sagði nú sjálf frá því, Halla Tómasdóttir, að í kosningabaráttunni hefði verið unga fólk í kringum hana, sem bara börnina, og hún sagði við létum þau bara fá stórt herbyggi, sér deild og þið bara gerið þetta, krakka mínir, eins og þið viljið gera þetta. Þau voru rétt hjá Hlemm og voru bara með sína bara eigin baráttu, en svo líka talandi fólk af veljendum uppruna, það var náttúrulega Halla Tómasa sem kom fyrst með fund og svo fylgdu aðrir í kjölfarið, en það var líka kona af veljendum uppruna, Jasmina sem flótti kona frá Bosníu sem kom því til leiðar og hvatt hann til þess að gera þetta og út af því að þeir eru margir meiri íslenska ríkisborgararétt og geta þalandi kosið og þetta náttúrulega orðið 20% þjóðarinnar og það var einhvern veginn engin að huga þessum hóp. Halla var svo eina sem fór í moskuna í Reykjavík og þú veist og ég heyrði einmitt frá öllum í kringum manninn minn að þar að leiðandi þá ætluðu allir að kjósa Höllu Tómasar. Því að þú veist það líka bara einu frambjóðandi sem fyrir moskuna, það alveg eitthvað og vill samtal við fólk af veljendum eins og þau gerðu fyrst. Það skiptir máli, þetta líka þetta samanlíkatákn, þetta þarf líka að vera fyrir alla sem búa hérna, eða okkur öll, alveg óhauð uppruna og öllu. Og mér vantar bara síðan greiningun á því, 20% þjóðarinnar fætt í öðru landi, en hvert prómillið af þeim sem hefur kosningarétt í svona kosningum? Þau þurfa að hafa íslenska ríkisborgararétt. Það er mjög fáir. 20 og eitthvað á ári. Já, en þú getur sótt meira en það samt. Þú getur sótt og svo það Alþingi. Ok. Gott, en ég vantar þessar tölur bara fyrir greinu, en þetta mjög mikilvæg punktur. Varðandi þetta að Halla kallaði sig umbreytingaforseta og hennar erindi var svolítið að það var eitthvað að í íslensku samfélagi sem við þurftum að lækna. Það var síður hjá hinum sem voru efst nema að Jón Gnarr sagði að það veri bara alltaf mikið að leiðundum en hann hins vegar vildi leysa það á einhvern svona, ég veit ekki hvað að kalla það, næstu í svona eins og andlegu sviði. Hann átti samt fannst mér hátindina því að kom hann frá útlöndum og horfði á laugardeginum á hana kosningasjónvarpið bara til að, ég var ennþá held ég eins og mjög stór hluti bara, hvað á maður að velja, en hann átti lykilsetninguna þar með út frá þessu með íslenskuna, ég ætla að reyna að muna hvernig hún var nákvæmlega, að ekki bara þetta með leiðindin heldur, áhyggjur af íslenskunni snúast það að hún notuð til þess að segja ekki neitt og það í raun og veru kjarnin á vanda elítunar og hvort sem það stjórnmálaelítan eða jafnvel intelligensía. Það sem ég ætlaði með að koma að Halla var hún var að tala um að það var eitthvað að í samfélaginu, við þurfum að bregðast fyrir því, það veri klofningur á milli kynslóða og hún kallaði sig umbreytingaforseta sem að þýði það að við þurfum að gera eitthvað og hún náttúrulega kapitalisti en hún að gagnrýna kapitalisman og átti mjög gott samtal við hana það við Rauðaborðið og hún telur að kapitalismin hafi verið undanfarið 30-40 ári á bara kolvillri leið og við verðum að setja þarna inn einhverju önnur sjónamið heldur en bara að hagnað eigandana og eitthvað meira, þannig hún er alltaf að gagnrýna samfélagi hvert við stödd og ekki bara hér heldur bara á Vesturlöndum almennt. Erindi Katrínar var ekki að vera eitthvað að í íslensku samfélagi. Nei, en hún nefnilega eins og Halla Tómasar, hún vísar í raun og veru til þess óbeint að mínu mati að það sé ekki búið að eiga sér eitthvað raunverulegt uppgjörstað og breyting eftir hrunið. Svona alltaf vísa þessi gildi sem kom frá sem þjóðfundi sem var haldir eftir fundin. Hún talar, og eins og mér finnst það frábært þegar hún talar munin, lágmarkslaun og lífvænleg laun sem getur lifað á. Og eins og þetta er svo normaliserað að vera fátækur eins og í Bandaríkjunum og vera working poor, vinnandi fátækur sem þýðir þú ert í 2 eða 3 vinnu til þess að láta enda ná saman, hefur engan tíma til að sinna börnunum þínum
og svo framvegis. Og þetta eru auknu mæli að verða hér, auki misskipting, fólk sem á mjög erfitt með að ná saman og líka það vantar ofta að setja hlutin í samhengi eins og það er alltaf að vera að tala um húsnæðismarkaðinn en það er í mörgum löndum meðalans held ég í Berlín þú verður að búa í íbúðinni sem þú átt hérna á fólk, 5 íbúðir er með það allir í Airbnb eða einhverju útlegu og er að nota fasteignamarkaðinn sem öryggistu leiðina til að fjárfesta peninginniðin út af verið með krónuna og krónuhagkerfi og hlutabæramarkaðurinn er lélegur og allt þetta og það er svo margt svona sem að mér fannst hún í raun að veru og líka við nánari umhugsun vera að vísa í að við ættum ennþá eftir að fara alltaf í þetta sem verður byggt á gildum. En hjá Katrínu var raunverulega ekkert að. Það var ekkert erindi. Hvað hafði hún fram að færa? Ekki neitt. Eina sem hún sagði að mér langar að vera forseti til að gera gagn og hún var að koma úr valdamesta embætti landsins. En mér fannst gott líka fyrir því hjá Höllu T. sem sagt að í síðasta þættinum þá sagði hún hreint út að við hefðum ekki átt að kaupa vopn hún var að móti því, hún var eini forsetaframbjóðandi sem sagði þetta. Hún sagði líka verið þjóðarmorð á Gaza. Hún talaði nefnilega tæpitungulaust þarna undir lokin og málið það Ásþór auðvitað talaði líka um þetta og hann fór lengur og talaði um landráð og utanríkisráðherra þegar kom fram og sagði Ísland stundar ekki vopnakaup en þetta er náttúrulega bara fyrirsláttur vegna þess að þetta eru sjóðir sem fara til vopnakaupa og núna finnst mér líka eins og þetta að hún, hvers konar ríki vill Ísland vera, ég meina viðbrögðin við því sem hefur verið að gerast í Gaza, þau náttúrulega eru þau eitthvað í takt við það sem að svona kannski almenningur vill í landinu og við sem friðelskandi þjóð og allt þetta, þannig að hún kom inn á sem mál og það sem vann með henni undir lokin að síðustu vikuna var akkurat þetta, hún var mjög skýr, hún Halla Hrund þegar að koma eins og Landsvirkjun og eitthvað slíkt, en mjög híkandi, tvístegandi og þegar að koma öðrum málum undir lokin og það vann ekki með henni hjá ef að þetta er matikar að Halla vill umbreytingar og lítur svo á að það sé eitthvað að í samfélaginu sem við verðum að fara að vinna í og laga. Katrín er fyrst og fremst að tala um hvað sé gott og hvað hún hefur gert og að hún sé góð einstaklingur til þess að gegna þessu embætti. Hlutverk intelligensjunar í samfélagi er yfirleitt einhver staða til hliðar við valdið, til þess að gagnrýna valdið, er það ekki? Við horfum á það, til dæmis, við getum hort á hrun intelligensjunar í Bandaríkjunum í Íraksstríðinu, þar sem hún bara hvarf og studdi stjórnvöld í Íraksstríðinu, þar sem við sjáum hvað gerist í samfélagum þegar intelligensjan bregst. Vorum við kannski að horfa á eitthvað svoleiðis, að bara intelligensjan hún var bara í algjörlega vitlausum vagni í þessum kosningum. Hún bara var að svíkja hlutverk sitt. Já, hefur hún ekki gert það mér lengi áður líka? Ég held mitt mér finnst þetta að vera svolítið þú veist eins og þegar hruni gerðist, þú veist þá var ég 24 ára og þá var maður mitt bara svona, þetta var alltaf þetta sem maður fékk, bara intelligensjan, hún brást og svona gagnrýnin sem ætti að koma úr háskólasamfélaginu, þú veist, hún var ekki nógu mikið til staðar. Og svo er maður kannski svolítið svona, þú veist, svo er endalaust fjársvelti, fólk hefur mikinn afkomu, kvíða, ég tala fyrir sjálfa mig aðalega, en þú veist, ég finn það einhvern veginn út af því að þú veist, ég bara nenni ekki að vera í akademíu nema að ég geti verið með mína gagnrýnu rödd, að þú veist, maður er ofta einhvern veginn svona og það er jafnvel svolítið eins og maður eigi ekki að vera þessi típa. Þú veist, og þetta er ekki hefðin, er ekki þessi típa. Bara við liðinu. Já, þú veist, og svona stuðningsliðinu og styðja valdhafana og þá færðu kannski styrki, peninga eða skýrsluskrif. Þurfum við ekki bara siðabót í íslenska intelligensju eftir þessar kosningar? Ég held að stór hluti af þessu sé hvað við erum fá og smá. Það er að segja, intelligensjan tók sér enga greiningu eða stöðu, þetta voru bara vinir og kunningjar forsætisráðherra. Hún var menntamálaráðherra muniði og hefur verið forsætisráðherra. Hún kemur líka úr háskólasamfélaginu og allt fólk sem er í intelligensjunni þekkir Katrínu Jakobsdóttur bara persónulega og það er auðvitað í kosningum hefur fólk eðlilega tilhneigingu til að styðja manneskjunum sem hún þekkir vel og ert ekkert að greina pólitíkinu og fara í það og þar held ég að íslenska intelligensjan hafi eiginlega ekki greint eða spáð neitt í hlutina, það bara við þekkjum Katrínu og mætum í boði til hennar. Og hún einmitt hrópaði hann í fyrri kosningaþættinum á RÚV, samt jafnasta þjóðfélagi heimi eða samfélagi heimi. Sem er setningi Bjarnar Benediktsson. Já, og bara sem er svona, þú veist, alveg eins og svo ég vísaði þessi vísbendingar að það er greint þar eftir Lilju
launamun kynjana sem minnstur á Íslandi. En sko, það kannski ekki nóg að vera búin að ná honum niður í 4% og við stefnum að ná honum í 0. Heldur, það eru aðrir þættir sem skipta máli eins og ég fattaði bara þegar ég varð afi að það bara eins ástand eins og fyrir 25 árum að það hana ár eftir að fæðingarorlofið búið sem hægt að hrósa sér af að hafa lengt fæðingarorlofið og hækka greiðslurnar en bara leikskólinn byrjar ekki fyrir 2 ára eftir 2 ára þannig að það ennþá hana bara gap upp á ár þar sem fólk á bara að vera þannig að þetta ekki komið eitthvað gott jafnréttisástand á þessu sviði. Nei og svo bara auðvitað hefðbundna kvennastéttir og leiðréttinga og bannmat á eldri borgar og öryrkja segja þau, forsvarsmenn þeirra eins og Helgi P. í nýju blaði sem var dreift að staðan sé miklu verri hjá þessu fólki heldur en fyrir 7 árum og Katrín fer fram og fær mestan stuðning hjá elsta fólkinu. En þetta sko þetta birtingarmynd sko hins skakka hins skakka íslensku samfélagi sem að tengist mjög mikið elitunni, intelligensjunni og eiginlega bara þessum eineltiskultúr að þú mátt ekki gagnrýna, ef þú ert að gagnrýna þá ertu sko óvinnur og við marginaliserum þig, setjum þig burt út og svo sér ekki að trubla hérna í meginströms. Ég skrifaði einu sinni grein sem hét sýldar velgengni og akkurat fjalladaldi þú veist, hvernig hlutirnir eru matreitir af þeim sem eru við völd eins og ég held ég hafi tekið sérstaklega fram þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra eftir hrun og sagði skuldastaða heimilina hefði batnað mjög mikið og það var bara eðlilegt vegna þess að það var allt fólki sem var búið að vera í 110% leiðinni og bara lengja í snurinu og svo var það heimt og misti eignir sínar og ég held að sko það voru svona 15% á leigumarkaði og þetta fór upp í 25% og auðvitað lagaði skuldastaða heimilina út af þessu öll þessi heimili eru gjaldþrota. Við fátökum áttu ekki skulda. Já og svo náttúrulega fóru inn í íbúðalánasjóð og svo allt í einu voru einhver aðstofamenn, einhver ráðherra sem voru orðnir eigendur og þeir voru komið, þú veist, hagnaðardrifin húsaleigufélög og fleira og það svo margt svona, þú veist, það hvernig þessi svona sýndar velgengni, sýndar velmegun svona sem svo mikið á yfirbörðinu og þú veist, ég veit ekki, það svona sko viðbótarpunkturinn við þetta síðan sko að þegar ég kom með þessa gagnrýni í heitapottunum eitthvað svona eða í þeim sem eru ennþá vinir mínir úr valdaelítinu eða háskóla intelligensíunni Þú vísaði bara að vera einn í kaldapottunum en allavega hvar sem ég gerði það kannski ég bara að þetta sé nú ekki svo frábæra árangur þá að dregið fram, sko hún náði nú inn skólamáltíðum og ég alveg bara, í kjarasamningsdeilu þar sem var verkalýðshreyfingin að berjast og sko börnin mín fengu fría skólamáltíð í Skandinavíu fyrir 20 árum og eigum við bara að vera rosalega ánað að ná því núna. Já, þetta samt sko, þetta sem við verðum að lýsa áðan sko, þetta hvort þú farir og standir við kröfuðinnar og hafið þannig áhrif á samfélagið eða hvort þú farir í málamiðluna og sættir þig kannski við 0,3% árangur sem eru skólamáltíðir og eitthvað svona, þannig að þetta bara ólík sjónarmið þetta spurning taktík og hún sannarlega málsvari þess að fara út í kompromi við auðvaldið. Hún í ríkisstjórn með Valöll og telur það vera bestu leiðina og það hennar ákvörður og líklega þeirra sem styðja hana á meðan að það eru kannski aðrir sem að telja að þú komist aldrei að nála því að geta breytt samfélaginu ef þú ert alltaf þarna megin sko. En þú ætlar að skjóta inn. Já, ég ætla kannski bara að segja að mér finnst samt líka svolítið með þessa svona intelligensi og þetta þau sem eiga að gagnrýna valdið að það líka svolítið þessi svona stemning að það gagnrýna allir Bjarna Ben, Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn og það frekar auðvelt. Þú veist, ef þú hefur einhver gildi eins og jöfnu þá ekki erfitt að gagnrýna þessa flokka og og það svona oft eins og að þetta sé nýtt til þess að veigra sér að gagnrýna einhvern eins og Katrín og Jak og því erfiða gagnrýnin á þau sem að vilja umbreyta samfélaginu, vilja meiri jöfnuð og þetta svona, þú veist, þetta svolítið spurning finnst mér kannski þægindi og óþægindi, það óþægilegt að gagnrýna fólk og ég finn þetta bara eins og úr femínísku baráttunni síðustu 10 ár, það búið að vera ótrúlega mikið af innri gagnrýni, þú veist, sem sést ekki, þú veist, í opinberri umræðu. Þó meira eða ekki undanfarið heldur en áður?
Já, það var alveg, þetta kemur bara í bylgjum, sko, bara ótrúlega mikið innri gagnrýni og vegna þess að femínísk stefna gagnrýni stefna, þá bara meikar sens að vera með mikið innri gagnrýni og vinstri stefna líka gagnrýni stefna. Þú veist, við viljum betra samfélag. En það svolítið stundum eins og það vanti svona að fara í óþægindin og bara vera einhvern veginn, koma með gagnrýni og reyna einhvern veginn að taka samtalið, sko. Og það hafi svolítið vantað akkurat á þessa ríkisstjórn sem búin að vera frá einmitt ýmsum sem að hafa kannski aðeins meira plattform heldur. En þetta líka umræðihefðin og þar sem að auðvitað, ef það svona málefnilegur ágreiningur, að fólk verður persónlegt og verður fjandsamlegt jafnvel í þín garð fyrir að vera ekki sammála og ég veit ekki, ég held að það sé nú sumar þjóðir sem eru með betri umræðihefð, bara eins og Bretar til dæmis og það sem meira hægt að vera, fara í harðar umræður án þess að verði bara einhver vinslit og svo náttúrulega þessi smæð og ég meina ástæðan fyrir því að fólk segir ekki hugsin bara vegna þess að það hefur afleiðingar og þú veist, annars myndur tala og frjálst vegna þess og þó það sé kannski ekki augljóst að hafa afleiðingar að þú veist, og þú kannski í raun og veru veist aldrei að því, þetta bara eins og þegar árið 2000 kom og búið ekki alls konar ráðstafanir, við vissum ekkert hvort að eitthvað hefði gerst eða ekki út af því að þetta var allt svona bak við tjöldin og veist, þannig að fólk bara tekur þá bara kannski finnst þú mikið í húfi, vill ekki taka áhættuna, ákveður bara þegja frekar en að segja eitthvað eða tala þvert hugsin og að þessu leitinu til finnst mér þetta alvarlegt sko, og mér finnst gott að auðvitað Auður kom fram með þessa grein, ég menn hún var mikið hampa fyrir hugrekki og þú veist út af því að þetta svona undirliggjandi, fólk óttastlegið og finnst óþægilegt að geta verið bara það eiginlega sko það sem mest ógnveikjandi við þetta, ef maður fer ef við komumst út úr þessum kosningum og förum aðeins að horfa fram á veginn sko, þó ég hafi mikla trú á, eða allavega í byrjun á að leiðtoga hæfileikar MBA eða MEM eða hvaða gráða það var sem hún var með nýja fórstinn okkar í að leið okkur og unga fólkið og alla einhvern veginn og þá sem vilja ennþá gera prunið og ég held að nú að háskólanir þurfi ennþá að fara aðeins í gegnum það en sko það sem ógnveikjandi fram á veginn út af þessu í raunum verið það að sko að Auður fær á sig svo svakalega gagnrýni fyrir þessa grein þú veist að það eins og sko það finnst mér eiginlega festa í sessi, það má ekki vera með gagnrýna umræðu í Íslandi. Við kunnum alla gagnrýna hugsun og gagnrýna umræðu á ekki upp á borðið allavega í elítu. En gengur þetta þá gegn líka bara svona hvernig góðsögn við séum stéttlu samfélag, þú veist að það sé ekki valdaþræðir, það sé ekki spilling, ég meina, ég fór að sjá einhvern veginn Íslandi utanfrá þegar ég var að vinna í Bosníu sem var 2010 var alltaf að tala spillingu þar. Ég sagði, þetta nú bara eins og Íslandi. Þó ég lærði stjórnmálafræði og allt svona, þá var ég alltaf blind á eigin svona land og svo náttúrulega þegar að Transparency International kemur og segir það verið að breyta mælingum á spillingu út á spillingur frændikli á Íslandi, þú veist nepotism og út af því að við vorum alltaf minnst spilta ríki heimi og þýli, þannig að það svona margt sem að eins og fólk vill ekki fara í eitthvað svona vill ekki fara samkomulag í Íslandu samfélagum að það sé ekki til auðvald, það sé ekki til elíta og samtryggingabandalag líka samkomulag að það sé eiginlega ekki til valda þræðir og ég held að það hafi afhjúpast þetta sem ég var að segja í byrjun með sem þetta afhjúpað að nú mátti gera upp aðeins þessi 7 ár þessar ríkisstjórnar að ég held að þau þar uppi í stjórnsýslunni stjórnmálaelítinu og interlenginsunni hafi bara ekki fattað að á þessum árum þessara ríkisstjórnar náttúrulega út frá einhverju byrjun þannig en við einblíðum á það og eins og við margóftur rætt hér við þetta borð en ekki í RÚV og elítumilunum að þá bara búin að verða gliðnun en meðaltölin eru fín og við lítum út fyrir að jafnasta samfélag eins og við lítum út fyrir að vera minnst spilta samfélag en svo bara þannig undir, heyrðu það bara sko þriðjungurinn sem þarf að fara að fá matarmiða eins og í Bandaríkjunum sína sig. Þú nefndir vinstrið, það líka eitt sko og ef við horfum bara á okkar heimsluta, það talandi uppgjör við hrunið og eitthvað fleira,
þá eins og sko vinstrinu sé ekki að takast að endurnýja sig eftir hrun. Það leit á tímabili út með Corbyn og félögum og Bernie Sanders og svona, það væri að gerast. En síðan hefur einhver hluti vinstrisins, líklega kratanir, náð svona völdum og við sjáum það til dæmis í verkamannaflokknum þar sem að Keir Starmer sem verður líklega næsti forsætisráðherra Bretlands, gengur bara milli bols og höfuðs á róttækari sósíalistum inn í flokknum og bara rekur það burtu og það bara sláturtíð. Og sumuleyti hefur það verið það sama í VG, það hefur náttúrulega verið flótti frá VG eiginlega bara frá hruni. Það eru stórir hópar sem að fóru í hrunstjórninni og það eru bara eiginlega á hverju ári, ég bjóð til eitthvað svona lista yfir þetta og kom mér á óvart, ég bara googlaði, segir sig úr VG og það bara, listin bara, og það bara linnulaust fer fólk og þetta dæmi sem oft gerist í eiginlega saga íslenska vinstrisins. Það að þú ert með eitthvað flokk og svo færir forystannan til hægri þangað til að þeir sem eru vinstri sinnar eru ólíft í flokknum og þeir yfirgefa hann og þá þeir alltaf sakar að vera að kljúfa flokkin þegar það raunverulega sko forysta sem alltaf að gera það og það það sem að gerast í verkamannaflokknum og það sem víða og við sjáum í Þýskalandi vinstri splundrað í Svíþjóð og Finnlandi og Danmörku og meira sem í Noregi til dæmis öryggismálin að fara mjög illa með vinstri þannig að vinstrið mjög víða í bara finnur ekki einhvern veginn taktinn eftir hrun. Hægrið hins vegar virðist vera að gera það. Hægrið notar til dæmis þess að við erum búin að tala hér að benda á elítur og eitthvað fleira, nota svona ákveðna greiningu, ég meina ekki að einhver kannski vill láta það fram á sér djúp, en hún kemur með einhverja rödd til þess að svara eftir nýfrjálshyggju ástandinu og vinnur alla kosningar. Ég meina vinstri á Íslandi, ef við tölum það sem vinstra megin við samfylkinguna, þá þetta gekk þetta ríkisstjórnarsamstarf vinstri grænna við Framsóknar og Sjálfstæðisflokk nú í 7 ár, gekk þetta bara frá því alveg og fekk ekkert fyrir það eins og hér hefur verið rætt, þar að segja pólitíkin, það var gefinn afsláttur á allri pólitíkinni og það staðið með ráðherrum Sjálfstæðisflokksins í öllum þeirra spillingamálum og svo framvegis og þetta á að heita vinstrið okkar og ég held satt að segja að því þetta var ekki gert fyrir neina pólitík þá held ég að persónulegu metnaður Katrínar Jakobsdóttur að fá að verða forsætisráðherra hafi ráðið því miður meiru heldur en að gott var og þetta partur af því sem að gekk alveg frá vinstrinu hér, það bara tvístræðist og lítið orðið eftir á bak við vinstri græn og menn bara farnir eitthvað annað. Þannig að þetta var mjög óheppilegt fyrir vinstri á Íslandi, þessi ríkisstjórnarmyndun því miður. En nú náttúrulega þetta samfylkingin á flugi, ég meina eftir að Kristrún Frosta var kosin formaður og einmitt og svona forgangsraða. Hallgrímur Helgason var hérna, hann sagði ég hræddur að Kristrún verði næsta Katrín. Já, fyrst það nú eiginlega svolítið. Ég held að þetta sko, ég meina þetta að vinstri grænir skildu setja ímyndin og sköpun sína á persónudýrkun og Katrín Jak það sem að drepa þau akkurat núna og meðan við hvernig þetta með samfélkingunum þá ég ansi hrædd að það muni bara gerast eftir 10 ár sko. Sko, ég gæti trúa því að vinstri græni mun ekki ná inn í næstu kosningum. Já, en þetta spurning og það setja, líka bara vegna þess afsakaði ég taki að þér orðið. En ég var að taka þér orðið. Ég átti að afsaka. En fyrir mér allavega gengur vinstri út á kollektíft hópamyndun að það sé margir í hreyfingunni og svona persónudýrkun og að allt einhvern veginn liggi á einni manneskju. Sterki maðurinn. Já, ég meina, mér finnst þetta ekki samnumast hugmyndafræðinni í fyrsta lagi, en svo held ég bara að þetta virka ekki sérstaklega vel fyrir vinstri pólitík og ég held að vinstri grænir muni bara falla af þingi og ég held að ef að þetta gerist með Kristrúnu að hún verði næsti forsætisráður okkar þá muni nákvæmlega sama gerast eftir 10-15 ár. Ég er bara svona vara og því ég veit hvort samfélkingar en það er eitt í þessu að það sem er kannski samt sem áður líkir að baki þessi forgangsröðun. Nú er búið að gefa út auðvitað og í samráði við fólk út allt land og vinnuhópar í tengslum við það. Búið að gefa stefnu í heilbrigðismálum og samgöngumálum og atvinnumálum, vinna í húsnæðismálunum og það er verið að undirbyggja þetta
þú veist, að skoða nákvæmlega alla þessa grunninnviði, hafa stefnu, við koma með lausnir, ekki bara að tala um vandan, þannig að það liggur, og þó að hún sé náttúrulega auðvitað formaðurinn eðlilega, þá alveg rosa mikið af fólki á bakvið þetta allt saman, bara út all land, og það náttúrulega, en það auðvitað alltaf hætta á svona, og foringjaræði á Íslandi hefur alltaf verið rosalega mikið. Davíð Oddsson, hann var nú einhverja birta auglýsinguna hans þegar hann ætlaði að fá sér forsetaembættið og bara mestu reynsluna og allt því innlíkt, og það sem ég finnst kannski líka bara alvarlegt við stjórnmál á Íslandi, það þetta að við erum ekki með fjölskipa stjórnvald, við erum með rosalega mikið ráðherraræði. Þarna hefur þrifist því miður mjög mikil spilling, aðgangssérhagsmunahópa, einstökur ráðherrum, og þetta aðeins búið að breytast núna með samráðsgáttinni, það byrjað skiluru að fara inn í samráð bara við frumvarpsdrög og því líkt, en það samað, og núna finnur maður heyri mjög mikið, en Katrín Jakobs var bara forsætisráðherra, þetta var á ábyrgð þessa ráðherra, og hún eða hann bara ábyrgð þessu, ekki hún, þegar var verið að segja hún bæri ábyrgð á gjörningum ríkisstjórnarinnar, en ég held að við þurfum kannski aðeins, þannig að við þurfum kannski bara aðeins að skoða stjórnkerfi okkar. En Anna var öðrum að kenna. Og Guðrún Hafsteins dómsmálaráðherra hefði þá bara getað skipað Bjarna Benediktsson hæstaréttardómara ef hún hefði viljað, að því að við erum með svona óljós mörk á milli valdsvega, en hann langar kannski frekar að fara til Washington í sendiherrastöðu, eða þú veist, hvað veit maður, en þetta líka komið inn í stjórnsýsluna, þegar við sáum núna við þessi ríkisstjórnar hálfskipti þegar Bjarni Benediktsson tekur við, og það hefði nátt að koma, ef þetta verið ný ríkisstjórn, að koma ný fjármálastefna held ég, en það alls konar svona silt á milli, en hvort þetta var nýtt hvað sem það heitir orðið, nýtt ráðuneyti Bjarna og þú veist, nýr sáttmáli til stjórnarsáttmáli, skiptingi, heyra jafnréttismálin undir hann í forsætisráðuneytinu ennþá sem að gerði, allt þetta var svona að dreifa sig gegn svo hann geti fengið þennan stól til að undirbúa fyrir kosningar, ef að það var ég var að spyrja um vinstrið. Já, það sem ég ætla að segja þar að síðan eru aðstofamenn, þegar ráðuneytisstjórnir orðnir aðstofamenn ráðherra, hálfgerðir og flytjast með þeim og þetta grefur allt undan því og þetta einhverju leiti arfleið út úr þessum stjórnarháttum ríkisstjórnarina sem var vinstri tengingi með þetta, en ég vildi líka taka inn að því þú byrjar að tala um þetta út frá útlöndunum, þetta rosalegt, ég var að koma hana frá Berlín, það var aðstöfnu, þetta rosalegt og það eru Evrópukosningar núna, svona umbyltinga óöryggis Það eru nú græningjarnir sem að spretta upp úr baráttunni gegn kjarnorku 1980, orðnir sturlaðir hernaðar sinnar. Þannig þú veist, ég bara meina að benda á þetta ekki bara hér, þetta allt og verra jáfnvel þar með öfgahægri flokkana. En þú veist, ég held einmitt eins og með þetta foringjaræði og líka bara með í raun að veru markasvæðingu stjórnmála, þú veist, sem bara síðustu áratugir, þú veist, þetta hefur verið svo ótrúlega markasvætt. Ég held að passi ekkert sérstaklega vel við vinstri pólitík. Ég held að það sé svolítið vandamálið. Þessi strætóskýli þarna. Ísland á öfluga forystukonu. Já, einmitt, þú veist, ef að maður meira að hugsa bara að hafa hópinn og það sé lýðræði í hópnum og málefnin, að þú veist, það ekkert svo auðvelt að markasetja þetta í fyrsta lagi. En svo náttúrulega eru líka bara flóknari stéttarbreytur sem maður sér rosalega mikið, eins og með Jeremy Corbyn, þú veist, hann var svo rosalega, þú veist, það var svona fólki svo ég, svona menntað millistétt sem að einhvern veginn ásamdenga pening sem að fílaði hann á meðan að þú veist að það rosalega mikið að fátæku fólki í Bretlandi og það var einhvern veginn ekkert að kaupa hann og þú veist þannig að það bara einhvern veginn gjá á milli stétta. Ég held reyndar að það fólk, hann hefði átt erindi upp í norðurhjörðinni í Englandi. En þeir sem að stýrðu kosningabaráttunni voru unga menntafólkið í borginni sem að taldi að þetta væri sín bylting. Akkurat. Og taldi hún gæti gert byltingu án verkalýðsins sem að alveg stjarnfræðilegt rugl í sósíalískri hreyfingu. Ég bara segja, þú veist, ég kemur þessum hóp og ég sé þetta vandamál og þú veist, þetta einhvern veginn vandamál
þú veist, það einhvern veginn vandamál að fólk kann ekki lengur að vera vinstri sinnað. Sorry, ég segi þetta. Ég bara búin að segja, þú veist, einhvern veginn það að senda barnið sitt í einkaskóla eða einkaleikskóla, það ekki vinstri sinnað, það samt allir sem eru vinstri sinnað að gera þetta. Og þú veist, það svona alls konar svona hluti. Þú veist, einkavæðing bara svo orðin svo stór hlut af sálin okkar að við föttum einhvern veginn ekki að þetta kannski ekki almennilega vinstri sinnað. Já, og þessi blerismi sem var og kannski eimir ennþá af og ég meina eins og til dæmis mjög svo áhugavert eins og jafnastefnu þá náttúrulega skipti borgarskipulag gífurlega miklu máli. Hugmyndin að hafa blanda byggð, einbýlishús, raðhús, blokkir, allir gangi í hverfaskólan og svo aðgangur að menntun og þar félagsleg hreyfanleikinn og þú hittir bara fólk að mismunandi stétt og stöðu og þvíumlíkt. Og nú til dæmis, ég meina á vakt auðvitað samfylkingar og fleiri, þú veist, í borginni þá hafa hverfin orðin meira einsleitt til dæmis. Og og þú veist, og það þarf að vera svo vakandi til þess að þetta fari ekki bara, þetta orðið svo normaliserað eins og segir og það þarf bara að standa vörð og þetta rosalega dýrmætt og mikið verið þjóðagersemi svona jöfnur vegna þess að eins og vorum að tala eins og vinn minn sagði eins og stundum að vaksa fallegustu blómin í versta skítnum og mér að faðir tölfræði sem ég rætti nú eins og við Stefán Einar og normaldreifingu að þetta var Newton og það var og einhverjir svona félagar hans þeir hugsuðu, þú veist, ef þú ert með, þeir komst eiginlega að því ef þú ert með nógu stórt mengi, þá það normaldreift, flest eins og fjölskyldumengi, flestir eru svona bara meðalmenn, svo eru frávik, það eru svona snillingarnir og afreiksfólkið og svo bara þau sem eru reynilega mjög vitlaus og svona þvíumlíkt, og þannig að þú veist aldrei, hvar þú veist, hæfileikarnir liggja bara svo framlega sem út af því allt normaldreift og þess að ná að fara að jafna aðgang að menntun og þeir eru talsmenn þess vegna þess að það ekki bara þau sem eru með selvskeið menni sem að vakna og hann gerði rannsóknir á fólki sem að skilgrensa afbara fólk og þeirra börn, 33 þeirra börn urðu svona framúrskarandi og 9% barnabannana og þá var hann talsmaður þess að jafna aðgang að menntun og þvíumlíkt og þetta, þú veist, þetta bara einhvern veginn skiptir rosalega miklu máli að minna sig á þetta. En við erum komið með svona öfuga normaldreifin kurvu að það er eins og mjög stór svona efri stéttar elita sem hefur það sæmilega gott, þú veist, og opinberi starfsmenn á góðum launum og í klíkunni og business og kosta ríkisjóð. Það er það hefur aðgangað umræðinu, það er bara eins og við erum hér. Og svo hinum einn 20% innflutt vinnuafl sem sér byggja, sér ferðamennina, sér elliheimilinn og talar alla tungumála því við setjum saman krónutölu í íslensku kennslu eins og áður en segjum alltaf þau verða samt að læra. Þú veist þannig að þetta bara, þú veist, ég segi ekki að hún sé orðin öfug en það búið að fletja þessa kurvu einhvern veginn og íbútt á jaðrana. Þetta alveg ótrúlega, þú veist. Þessin held ég að hafa komið eins og óvart og mér finnst þetta að vera svona upplifun eins og fyrir 8 árum, 2016 var sjokkið í kosningum bæði Brexit og Trump og ég held að menn hefur farið þá að gera öðruvísi kannanir en hér eru við einhvern veginn núna við höfum eftir að sjá gögnin en ekki að fatta að samfélagsmiðlarnir og unga fólkið kannski var það sem svingaði nýja forsetanum yfir. Þetta er áhugavert sem við erum að byrja á en við verðum bara að taka það fyrir aftur. Þau eru mjög skemmtilegur hópur að ræða við, kannski bara það ykkur aftur til þess að ræða svona jöfnu. Við verðum að tala í næsta þætti félagshunangi sem auður komið hérna í gær. Það ég googlaði það, ég fekk bara eitthvað efnanlaug og félagsliða félagi. Kannski er þetta nýyrði. Þetta er frábært nýyrði frá skáldinu. Það er ekki félagslegt hunang. Ef eitthvað vildi slá í fólk verður að lesa pistilina Rauðar og hlusta á hana hér á Rauðaborðinu í gær og síðan, ég ætla ekki að koma með harðsöðundu skilgreiningum því ég googlaði þetta fyrir þáttum, ég finnst þetta svo frábært hugtak hjá henni í gær en þetta er held ég svona leiðin sem að listin getur björgað okkur út og frábært þessna þegar þó sé náttúrulega svakalegt að skáld þurfa að fara að vinna fyrir sig sem blaðamenn til að hafa efna á leigunni en frábært þegar að það kemur inn og hræðilegt þegar það er síðan barið niður
með strámanni og persónulegum árástum þegar hún í raun og veru bara að greina samfélagi. Stundum við kalla þetta hérna við rauðaborðið félagslegan galdur sem að prófessor í háskólanum notar sem er kannski það sem við þurfum að hafa augun á því að við ætlum að byggja upp samfélag þá verðum við að byggja það upp frá einhverjum svona raunverulegum félagslegum verðmætum sem límir sem er svo erfitt að sitja á strætóskýli þennan boðskap því miður. Og við verðum að hafa augun á sko hinni raunverulegu lágstétt sem að hér hefur nefnt sem er erlenda vinnuaflið sem að heldur öllu upp og vinnur hér er hvergi representerað og er hvergi að tala neitt. Við fljótum öll hérna núna og höfum það gott. Þannig að það vantar dálítið upp á það. Besta leiðin til að bæta samfélagi er að bæta stöðu þeirra sem standa verst. Það er kjarni sósíalismans sem er mælt fyrir hér. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Nanna, Björn, Ásgeir Brynjar og Magnea. Kæra þakka. Ég sit hins vegar hérna áfram og held áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að reyna að ræða eitthvað annað en forsetakosningarnar en samt ætlum við ekki að sleppa því alveg. Þessi liður við rauðaborðið á samstöðinni kallast Þingið og við ætlum að fara yfir þá staðreynd með nokkrum þingmönnum að annan föstudag eftir 11 daga er áætlað að Þingið taki sér hlé. En eins og þekkt er í þjóðmálaumræðinni þá er fjöldi stórra og umdeildra mála sem er verið að reyna að ýta í gegn og spurning hvað verður. Þessi mál hafa mjög mikið verið til umræðu fyrir kjör forsetans. Þannig að kannski má segja að það sé meira aðhald frá almenningi og stjórnarandstöðinni gagnvart fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar eins og varðar lagareldismál, útlendingafrumvarp og fleira heldur en oft áður. En það verður forvitnilegt að heyra hvað þingmenn hafa það að segja. Og hingað eru komnir Sigmar Guðmundsson, Viðreisn, blessaður og velkominn. Takk. Og Vilhjálmur, ritari Sjálfstæðisflokksins, velkominn. Takk. Og Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata. Ef við byrjum á þér Vilhjálmur, sjáið þið að einhverju leyti ykkar lagafrumvörp í öðru ljósi eftir að hafa hlustað á þjóðina tjá sig til dæmis lagareldisfrumvarpið í tengslum við forsetakosningarnar sem ég var að vitna til? Nei, ég held ekki. Ég held að eldisfrumvarpið hafi nú verið komið með þeim tilgangi inn í þingið og áformum svipa á þjóðina að hafa þarna skýrt regluverk og hafa eftirlitið og skilurinn öll svolítið skýr, en það sem varð umdeilt í því voru þessi varanlegu tími að útgáfa leyfunum sem við höfðum nú meira sér alltaf gert athugasemdir við í sjálfsálunum og var alveg opinbert. Þannig að ég held að tilgangur og markmið stjórnvalda að koma lagareldisfrumvarpið fram var að koma aðeins skýrari og strangari böndum á lagareldið og hafa leikregluna skýrari. Þannig að ég skilja ekki annað í umræðinni kringum forsetakosningarnar en það sé það sem þjóðin vildi, sko. Þú ert samt mjög oft búin að heyra fólk tala að það sé verið að selja undan okkur eða gefa auðlindir Íslands, færa á silfurfati. Já, ég heyr alveg þá umræðu en ég upplifi ekki tilgang og markmið þessara laga vera þess að ýta undir það, heldur miklu frekar að þessi atvinnustarfsemi sem er komin hér og er að skapa hér verðmæti og búa til verðmæti fyrir íslenskt velferðarsamfélag, að hún hafi skýrar en mjög strangar, einar ströngustu kröfur sem að nokkur lagareldi býr við og ég held að það sem að Íslendingar óttast, áhrifin á náttúruna og að fyrirtækin fara eitthvað fram úr sér. Ég held að við séum betur sett með þessi lög kláru heldur en að klára það ekki. Ég held að þau taki á mörgum þeim málum sem að þjóðin hefur áhyggjur af og sérstaklega þegar við erum búin að taka þessa varanlegu úthlutun út. Getur þú farið aðeins með yfir það með okkur áður en þingmenn minnihlutans
hver þessi ljós í umræðinni, hver svona þessi stærstu mál eru sem líklegt að þið náið að gera að laga frumvörpum þessi 11 dagar sem framöndan eru. Það þetta mál, það eru breytingar á útlendingalögum. Hver eru svona stærstu málin önnur? Já, við erum líka með lögreglulög og svo fjármála áætlun sem við erum. Samgönguáætlun eitt og svo líka mjög mikilvægt frumvarpum varðandi almannatryggingar fyrir öryrkja og ég vona að það ná að klárast líka sem yrði mikil kjarabót fyrir öryrkja og bara mikilvæg kerfisbreyting. Þannig að þetta eru svona stóru málin svona sem ég man allan á núna. Og ertu vongur að öll þessi mál fái framgang fyrir annan föstudag? Já, það náttúrulega fullt öðrum málum, en þessi mál hafa flest öll fengið fyrst umræðu þinginu og ágætis meðferð, fengið umsjónal og vinnu í nefndunum. Þannig að það hefur farið mikil vinna og umræða í málin og verið tækifæri til þess. Þannig að ég hef fulla trú á því að þingið geti samanast að klára þessi stóru og mikilvægu mál fyrir þjóðina. Þetta ekkit við ekki gleyma því að við erum að klára þessi mál fyrir samfélagi, fyrir öryrkjana, fyrir þá sem að bíða eftir þessu, sem að bíða eftir samgönguframkvæmdunum sínum, sem að bíða eftir skýrleikanum í fjárheimildunum öllu þessu. Þannig að ég hef fulla trú á því að við í þinginu eftir þá vinnu sem undan gengið getum vel klárað þetta á þessum 11 dögum. Björn Leví, þú hefur hlustað á fólk lýsa þeirri skoðun sinni núna að tilteknir forseta frambjóðendur og listamenn og fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs eins og til dæmis hún Rán Flýring varðandi með myndasöguna í Vísi, varðandi lagareldsfrumvarpið, að þið hafi kannski heyrt að þið Sigmar að svona bara nokkrir einstaklingar hafi verið ígildi allar stjórnar andstöðunar í alls konar svona hreyfingum og mótmælum sem hafa verið ábyrjandi í tengslum við þessar forsetakosningar, þar sem má kannski segja að Íslendingar hafi vald eflst stund og Íslendingar hafa svona verið óvinnu myndi ég telja, óvenju óhræddir við að lýsa skoðunum sínum. Mun þetta, finnur fyrir einhverju bústi og finnur fyrir því að almenningur hafi sendt ykkur í stjórnarandstöðinni einhvers konar ákall síðustu daga? Já, tvímælulega, hvorki stjórn eða stjórnarandstaða í rauninni neitt nema með stuðningi almennings. Við í stjórnarandstöðinni erum ofta að bá svona ýmiskonar kannski tæknilega mál og svo framvegis sem fá kannski ekkert neitt hljómgrunn meðal fjölmiðla eða almennings og þá lítur svo stjórnarandstaða rosalega lítil út, bara út af skorti á athygli þrátt fyrir að málið sé kannski gríðarlega mikilvægt, en kannski það tæknilega flókið og bara þá erfitt að veita og fá þann stuðning úr samfélaginu sem að kannski málið þyrfti. Til dæmis að Vilhjálmur gleymdi að nefna ÍL-sjóðsmálið sem ekkert smáræðismál en kannski erfitt að fá einhvers konar bylgju stuðnings úr samfélaginu með mótmælum og þess áttar. Það tímalaust tilefni til þess. Áframhaldandi sala á Íslandsbanka til dæmis líka eitt af þessum málum sem á að klára núna í þessum þinglokum. Í óþökk þjóðarinnar samkvæmt skoðanakonum. Nákvæmlega, en það stundum erfitt að fá stuðning fyrir slíkum málum því að það verið að leggja þarna niður eða fara fram hjá bankasýslunni sem enginn sammála heldur og þannig að hvernig á maður að vera ósammála þessu en á sama tíma þá svo margt annað sem svona ekki beint kannski í frumvarpinu sem í komandi framkvæmd og þá erfitt að gagnrýna svona samfélagslega séð en við gagnrýnum svona tæknilegum forsendum og þá erfitt að fá samfélagslega stuðningsstundum. Já, en ef við lítum þannig á sem samfélag hvers tíma sé lífræn heild og þetta sé samspil almennings og stjórnvalda, sérð þú fram á harða andstöðu við suma þessum málum sem að nú á að keyra í gegnum þingið? Þó ekki. Þessi mál sem eru nefnd eru risavaxin og taka einfallega tíma til þess að útskýra svona í bara annarri umræðu mála. Samgönguáætlun ekkert smáræðismál sem venjulega rætt mjög mikið fjármálaáætlun líka, þannig að bara að fara efnislega yfir málin ég
furða mig á því að ríkisstjórnin komin svona sent mætt svona sent til vinnurinn með þau þegar 11 dagar eftir. En það ekki aðferð að einmitt keyra það í gegn á skömmum tíma? Jú, þó við höfum einmitt upplifað svo rosalega slæm dæmi slíka vinnu Alþingis. Afleiðingarnar af svona flýti meðferð hafa kostað okkur milljarða í sumum málum. Þegar að til dæmis það var afgreitt hérna málið síðasta málum lagareldi sem var afgreitt hérna einhvern einum degi eða eitthvað slíks, þá komu sérfræðingar fyrir nefndir og sagði það, já, þetta var ekkert mál að gera þetta ef eftirlitið verið að leigja og það væri samtíma svona skoðun á því hvort það væri sleppingar eða gött og alls konar svoleiðis og þetta gæti alveg virkað. En svo var bara engu framfylgt, þannig að jú, það er þetta að fara og segja að verða að gerða hérna strangari kröfur og skýrt regluverk og svo komið næsta dag og talaði hérna þungar byrðar á atvinnulífið og þess aftar og þá ekki eftirlitinu sinnt. Ströngur reglunum ekki framfylgt og þá verður skaðinn. Sigmar, líklegt að þú og þitt fólk í Viðreisn munið reyna að tefja mál kerfisbundi núna? Erum við að tala málþóf eða? Nei, sko, núna þurfum við auðvitað að fara að sjá svolítið, þetta eins og alltaf þau eru alveg ótrúlega mörg málin í þinginu sem að búið að mæla fyrir og inn í nefndum og þar fram eftir götunum og hérna ímist náttúrulega stjórnarfrumvörp eða þingmannamál og mál af öllum toga bara má segja, það er búið að nefna þau nokkur hérna. Við þurfum svolítið að fara að sjá á spilin með það hvað á að fara í gegn og hvað ekki því að við vitum að þetta fer ekki allt í gegn. Tíminn bara ofur einfaldlega og skammur til þess og hérna og svo náttúrulega veruleikinn svolítið sá að þetta snýst auðvitað svolítið mikið það hvernig hérna stjórnarflokkarnir semjum málin sín á milli sko. Mér svona finnst einhvern veginn eins og tíminn núna í þessu hléi sem að var vegna forsetakosningana, hann hafi nú kannski ekki verið nýttur neitt sérstaklega vel. Það átt að vera fundur í allsherjar- og menntamálunefnd í morgun til að mynda það sem átt að taka út útlendingafrumvarpið og voru reynda fleiri mál undir þar. Honum var frestað mjög skyndilega og ég ekki fengið fréttir af því hvers vegna það. Já, en þá, það getur vel verið að það hefur bara verið einhverja skýringar á því sem að kemur þá bara í ljós. Þetta ekkert langur tími sem eftir og Björn bætti hérna við listan hjá Vilhjálmi við mál sem að munu taka mikið plás sem ÍL-sjóður og Íslandsbanki og við svona erum auðvitað líka þegar við erum að horfa á hérna Íslandsbanka velta fyrir okkur sko tímasetningu sölu, hvenær ætla menn að selja þurfi ekki skilyrði á mörkuðum að vera þannig að það fáist nægjanlega mikil verðmæti fyrir hlutin sem að réttlætir þá að fara sér í söluna, þetta sé ekki eitthvað skona brunaútsala. Og hefur þessi ríkisstjórn umboð til að selja Íslandsbanka með Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra önnur spurning? Já, ég meina salan á hlutnum núna eins og við þekkjum síðast fóruð þetta ekki vel og endaði eins og það endaði fyrir Bjarna en hann síðan í millitíðinu orðin forsætisráðherra. Þetta auðvitað bara eitthvað úrlausnarefni fyrir hérna stjórnarflokkana að finna út úr sín á milli hvað alltaf hleypa þessu langt. En það auðvitað eins og Björn að nefna, það auðvitað alls konar svona tæknilega atrið inn í málum sem að þurfa að vera á hreinu mögulega þá til þess að sé hægt að hleypa þeim í gegn. Þau eru mislangt komin þessi mál. Við verðum auðvitað bara svolítið að sjá hvernig úr spilast en ef að menn ætla að taka öll þessi mál sem að við erum að nefna hér og gefa því þá eðlilega rými sem að þarf bæði inn í nefndum að klára þið þar og umræðina þá þarf að halda ansi vel á spilum því að þetta í sjálfs ekkert rosalega margir dagar sem eftir. Nei, Vilhjálmur á því að fjármála áætlun ber á góma, forsendur í ríkisbúskap, það hallar á ógæfu hliðina. Það rætt að Hafró muni leggja til skerðingu á þorski og ýsu. Við vitum að ferðaþjónustan hún geldur fyrir einhverja hluta vegna, þá stefnir í það að það verði færri ferðamenn sem komið til Íslands heldur en fyrir áætlunin gerður ráð fyrir. Að hve miklu leyti eru þið að taka mið af breyttum forsendum í samfélaginu núna í ykkar vinnu? Já, við náttúrulega fylgjast vel með því og kannski þessu efni þá allavega voru líka önnur mál tvö mál allavega sem ég glemdi að nefna áðan og tengist nú vel þessu einmitt hvernig þjóðarskútunni gengur og það einmitt
svolítið hagræðing og aukin skilvirkni í ríkisreksturinn og það sameining stofnana á sviði umhverfis og loftslagsráðherra. Þú spara mikið fé á henni? Já, ekki bara hagræðing heldur það líka bara aukin skilvirkni í kerfinu, að verða öflugri einingar sem að taka ákvörðun leyfisveitingar og annað í orkugeiranum til dæmis og þannig að við séum svolítið að skila meira afköstum með sama og svipuðu starfsfólki og eitthvað hagkvæmari rekstri og svo það líka þingsályktunartillögu og löggjöf vindorkuna sem er mikilvægt að setja því að eins og staðan í dag er svolítið vilt að vestri varandi vindorkuna og einhvern veginn allt fast þannig að þarna er að vera að reyna samanast niður á einhverja leið til þess að séu leikreglur til þess að halda áfram þar. Sem eru minni leikreglur, ekki jafn stífa leikreglur eins og háttar til annan orkubúskap á Íslandi. Það er stuttáutgáfan. Nei, jú, það er verið að færa þetta formulega inn í rammaáætlunina sem annar orkubúskapur að nema þú uppfyllin einhver skilyrði og það nú bara önnur atvinnustarfsemi sem þarf að sæta skipulagsvaldi sveitarfélaga sem að þar verður undir og mér finnst nú persónulega að það kröfur til þess að komast í þessa svokölluðu flýtileið varandi vindorkuna og vera mjög stífar og við erum með það til dæmis dæmum virkjanir sem undir 10 megawatt geta farið fram hjá rammaáætlun og annað slíkt þannig að þetta ekkert í neinum ótakti við annað sem við erum að gera sko. En hvernig skýrir þetta vantraust sem hefur verið mjög áberandi í umræðinni núna að þið í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum með einhverju ógæfu fólki í VG sem einhverja hluta vegna heldur lífi í ykkur sem ríkisstjórn bara sem að vitni til umræðinar hvernig skýrir sko þetta vantraust sem endurspeglast síendurtekið í því að þið eigið bara einhverja vini, það sé eitruð blanda stjórnmál og viðskipta, það sé verið að raða einhverjum á garðan, innanlands og erlendis og vindorkan sé dæmi auðlind sem eigi að úthluta eftir tengslum og venslum hreinni spillingu án langtímahugsunar. Já, ég bara skýri það akkurat það orð sem hún nefndir í þessu innslaginu eða þessum aðrænadaginu með þessari spurningu það einmitt umræðan. Þetta umræðan hefur svolítið farið þarna og við höfum bara svolítið ég hef bara sagt það opinberlega að við sjálfstæðismennum bara voru litlir í okkur eftir bankarinu og ekki bara svara þessu alveg og með okkar skildu. Þú getur ekki skýrt umræðu með umræðu. Nei, og við þurfum bara að mæta miklu betur að segja, við erum bara alltaf að okkar hugsjón það að ef að við byggjum hér upp auðlindanýtingu á Íslandi, skynsama sjálfbæra auðlindanýtingu, þar sem við erum að nýta auðlindin að skapa verðmæti, að það forsenda þess að við getum verið að gera betur fyrir almenning á sviði heilbrigðismála, í almannatryggingum, bæði eldri borgara og öryrkja og við getum verið að byggja hér upp innviði og annað slíkt. Það eina sem okkur gengur til og svo það bara þannig að það var Sjálfstæðisflokkurinn sem setti hér upplýsingalöggjöfin og stjórnsýslulögin og allt það, þannig að það bara gagnsætt og skýra leikreglur hver fær að gera hvað og það ekkert við sem stýrum því, heldur það bara þeir sem að leggja sig fram það að koma sínum verkefnum á framfæri og við eigum að vera þakklátt fyrir fólk sem tilbúið að leggja sína vinnu og sína fjármuni og taka áhættu í að skapa hér auðlindanýtingu og verðmæt störf í landinu. Það náttúrulega tvær hliðar á því, það engin ástæða að þakka fólki sem ekki hefur gott í hyggju og bara að hugsa að hámarka sinn eigin arð og ágóða, jafnvel þannig að bitni á náttúru og auðlindum annara. Þannig að málið náttúrulega flóknara. Já, en ég bara sé ekki af hverju við þurfum alltaf að sjá vondakallin í öllum sem að reyna að gera eitthvað og því við eins og ég nefndi áðan að þá höfum við sjálfsagt áherslu á að sé gagnsæi og sé stjórnsýslulög og það sé upplýsingalöggjöf og séu skýrari leikreglur til þess að fólk getur það bara fylgst með því hvernig þetta og ég nefndi það líka með lagareldið, við vorum bara að segja það að þetta lögleg starfsemi en það þarf að vera skýrt ef þú brýtur lögin og þá færðu sekt og það sé skýra heimildi til eftirlit svona það sem við erum að reyna að gera þarna og það að besta sem gerist fyrir fyrirtækin
það að það sé þessi skýru löggjöf og einhver, að því að það skerðir samkeppnishæfna fyrirtæki ef einn fær að brjóta lögin en ekki hinn og því það nú bara verið að vinna fyrir atvinnulífið líka með því að hafa regluna skýrar og gagnsæjar. Þannig að ég get bara hvergi séð hvernig við erum að búa til eitthvað kerfi þar sem vinir okkar njóta eitthvað betur heldur en aðrir. Þetta bara þeirra hæfustu bjarga sér og við erum að búa til leikreglunar og við viljum að eftir þeim sé farið og erum aldrei að reyna að maka krókin fyrir okkur sjálf og ég bara sé hvergi neginn dæmi það, hafandi starfandi í stjórnmálum alveg frá því á lítill. Björn Leví, atvinnurekendavald, það hefur verið vaxandi þungi það í umræðinni undanfarið að atvinnurekendavald sé orðið og mikið og það sjáist að í stjórnmálunum. Þegar þú hlustar á Vilhjálm núna, finnst þér eitthvað benda til þess að svo sé eða þurfum við að hugsa öll stjórnmál út frá hagsmunum þeirra sem að veita fólki vinnu? Alls ekki, þetta eru almenna hagsmunir og þarna blandast alveg saman, það svo sem alveg rétt, en sko þarna segir Vilhjálmur að við erum að setja leikreglunar og það mestu leyti alveg rétt, en vandinn hefur verið að það síðan ekki farið eftir leikreglunum. Það að því virðist vera til þess að hygla stundum einum umfram annan, að hjálpa til við fákeppni í staðin fyrir að stuðla að samkeppni þá í almannahag. Og þetta sko, þegar allt kemur til alls, þá upplifi ég rosalega mikið vantraust einmitt út af þessum dæmum sem eru borin upp fyrirgefðu, þetta lítur ekki vel út. Og sú gagnrýni alltaf bara slegin út af borðinu með einhverjum svona stóryrðum eða að fólk bara einfallega gerir lítið úr slíkri gagnrýni. Varðandi sölun á Íslandsbanka til dæmis og hagsmunatengslin sem voru þar augljós og komið niðurstaða frá umboðsmanni Alþingis, það bara slegið út á borðinu, bara ósammála þessu og þess að og það þessi skortur á að sko hlusta á gagnrýnina sem að mér finnst orðin svo augljós og fólk sér svo augljóslega að það ekki verið að hlusta á augljósa málefnalega gagnrýni. Henni bara mætt með, þetta bara kvenfyrirlitning eða eitthvað þýmlíkt, þú veist, eins og var í forsetakosningunum. Í staðinn fyrir að pæla kannski í því, þessi gagnrýni sem orðin svona hávær, að hún jafnvel komin upp að háa sig, kannski fótur fyrir henni, kannski ástæðan fyrir því að fólk komið á háa sig í mótmælum, vegna þessa yfirgangs á gagnrýni sem eru undan gengið, sem var hófleg og var málefnaleg, en kannski af því að búa hundsana svo mikið og svo algerlega, svo yfirgengilega, að það eina sem fólk sér í kjölfarið þá bara ennháværi mótmæli af því að fólki líkar ekki þessi yfirgangur. Og það á kannski ekkert við, þú veist, ég sé fullt af fólki innan Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og Vinstri grænna sem að vinna að þessu að heilum hug, tímalaust. En einhverja hluta vegna þá gerist hann ekki. Af því að það þessi hindrun í því að hlusta á málefnalega gagnrýni. Hún stundum slegin út af borðinu undir þeim svona væntingum að ómálefnalega gagnrýni sé að ræða. Það bara ekki hlustað á mann af því að það búist við því að maður sé að koma ómálefnalega gagnrýni. Það erfiðleikin í dag. Einmitt. Sigmar, þín sjónarmiðin í þessu umræðu? Já, ég sko, partur af því sem við erum að tala hérna það að þegar að kerfið okkar byggist upp að miklu leyti í kringum einn og eftir atvikum 2 flokka, eins og verið hefur hér í gegnum áratugina, að þá byggist auðvitað og hleðst upp ákveðið vantraust. Og þegar við erum að tala til dæmis auðlindanýtinguna eins og hefur verið komið hérna aðeins inn á, og þá sáum við að það kom svo bara beint inn í
umræðina þegar við erum að koma úr forsetakjöri helgina, að það voru heilu frambjóðandinn sem að gerðu bara mikið út á þann málflutning og það var sömuleiðis eitt af ein af rökunum fyrir því að svona menn töluðu gegn margir því að það var heppilegt að Katrín yrði forseti, að það auðvitað frumvarp auðlindanýtingu sem að gerast á henni vakt í stjórnmálunum sem hún þá sem handhafi málskotsréttar yfir ef hún hefði náð kjöri til forseta sko. Þetta auðvitað svolítið bara angi af því að hér hafa sömu flokkarnir byggt upp kerfin okkar. Mér fannst þetta til dæmis vera svolítið skýrt bara í þinginu í vetur þegar við vorum að afgreiða búvörulögin. Það var bara búið að ákveða einhverja niðurstöðu þar, vil ég meina, framhjá þinginu og svo kom bara allt í einu eitthvað nýtt inn í það mál sem að breytti eðliðis og það var bara keyrt einhvern veginn í gegn því að menn vildu fara þá leið sko. Það minnir mig á svo það annað sko, síðan það þessi tilhneig og þá komum við aftur að þessu sem vorum að nefna í upphafi. Það þessi tilhneig líka hjá okkur að þegar stór mál að koma rosalega seint inn í þingið, þá verður það bara oft þannig að það verður ekki umræða alls konar hluti sem að þarf að eiga sér stað umræða það fara í gegn alls konar mistök sem hefði kannski verið hægt að stoppa í með lengri og ítarlegri meðferð inn í þinginu og við erum mögulega að detta inn í svoleiðis tímabil núna þar sem einmitt mjög stór mál, gefum okkur ekki tíma til þess að fara nákvæmlega yfir þau og þá verða auðvitað ákveðin slys og líka eftir atvikum möguleiki að lauma ykkur inn í þau sem að kannski ekkert endilega verið að vanda sig mikið við. Nei. En Bjarni nefndi einmitt tímaskortin, hann sko nefndi mikilvægi þess þegar hann var forsætisráðherra að koma mörgum málum í gegn núna á skömmum tíma því að þau þyldu ekki frekari bið og nefndi 4 málaflokka, það var orkan, fjármálin, útlendingamálin og þannig að það eiginlega svona svolítið búið að gefa tónina því að eftir verkleysi ríkisstjórnarinnar sem sumpart hefur væntanlega skýrst af því að stjórnin var mönnuð öðruvísi heldur en hún núna að þá ætliði að spýta ykkar málum í gegn. Ekki satt? Nei, ég held að það sé bara búið að vinna náttúrulega mikinn undirbúning að þessum málum og það bara núna komið fram á vor og þá oft svona uppskeran sko. Eftir búið að vera að vinna allan veturinn og þau eru búin að vera lengi slægjufundur núna. Já, það búið að vera lengi þessi mál í undirbúningi og sum komið áður til þingsins og annað slíkt og það farið að líða seinni hluta kjörtímabilsins og þá bara vissulega eru málin búin að þróast og annað slíkt sko og það var nú talið líka sem eitt af svona kostum þegar þessi ríkisstjórn var fyrst mynduð að málin væru þá búin að fá vissa svona málamiðlunar umræðu áður en þau kæmu til þingsins og jafnvel í meðferðum þingsins út af því hvernig samsetning ríkisstjórnarinnar væri og þannig en ég alveg sammála því og allir flokkarnir voru sammála því þegar Bjarni tilkynni þetta að þetta eru bara málaflokkar sem skiptir máli að klára og takast á við og við verðum bara að átta okkur að því að oft verðum við þingmenn að taka erfiðar og stórar og óvinsalar ákvarðanir og við erum að tala hér risa málaflokka en ég ætla þó að nefna alltaf skýrasta dæmi að því að það sem orðið breytt það að nú orðnir 8 flokkar á þinginu og 3 ríkisstjórn og þá bara verður umræðan aðeins svona teygðari og jafnvel óskilvirkari að og ég hefði viljað ræða efni miklu frekar en formið oft en svona þetta bara og við erum að vinna með það en ein stór ákvörðun sem var tekin hér það var að byggja Hvalfjarðargöng því að 75% af þjóðinni voru á móti því. Það myndi enginn vilja vera án Hvalfjarðarganga í dag en þingið tók þessa erfiðu og stóru ákvörðun gegn þjóðinni þá. Ég efast að við næðum að taka þessa ákvörðun í dag með 3 flokka ríkisstjórn og 8 flokka á þingi, svona umdelda. En mætti ekki alltaf eins nefna líka mjög margar aðrar vondar ákvarðanir gegn meiri hluta fólksins sem reyndust bara dýrar? Jó, og því myndi ég vilja fá miklu meira svona að Alþingi væri miklu meiri málstofa
að tala svolítið hugsunarlega og efnislega málin staðan fyrir að rífast hver sé meiri skúrkur sko. Mér finnst við verðum alltaf langt komin í það sko. Já, mér finnst áhugavert að heyra þetta vegna þess að við vitum það auðvitað í þinginu að það er nú þannig að stjórnarandstaðan er nú svolítið mikið að tala í þingsalnum og það vantar nú oft stjórnarþingmenn þegar að málin koma þangað inn. Mér finnst það að lagast núna síðustu Já, mér finnst, maður saknar þess stundum að því að ég er nefnilega svo hjartanlega sammálaði sem Vilhjálmur er að segja, þingið eru þetta málstofa, það eru þetta þannig í fjölmörgum málum að þegar maður er að hlusta á rök sem að kannski samræmist ekki manns eigin skoðun að það auðvitað getur breytt viðhorfum manns og þannig á auðvitað þingið að vinna. Ég sko, þú varst að nefna þessi mál sem að ríkisstjórnin endurnýjaði heitunum enn og aftur sko. Ég meina við erum með útlendingamálið ennþá inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Það er auðvitað ekki næstu því að mega mikið mál og var síðast þegar við fórum í gegnum útlendingalögin. En það sem er þó að gerast í millitíðinni er að það er búið að breyta framkvæmdinni hvað varðar fólki frá Venezuela sem þýðir það eru miklu færri og miklu minna álag á kerfið þannig að þetta er nú líka svolítið að leysast bara út frá þeim sjónum. Já, það er að sparast þarna gríðarlegi peningar út af því að menn vilja horfa á þetta bara út frá krónum og aurum og við auðvitað vitum það að þetta er búið að vera svolítið dýrt þetta kerfi og allir auðvitað með á því að ríkisfjármáli skipta gríðarlega miklu máli. Síðan þegar kemur á vöxtunum og verðbólgunni þá liggur það líka bara alveg fyrir að eitt af megin verkefnum ríkisstjórnar á hverjum tíma og þingsins á hverjum tíma það er auðvitað að vinna með Seðlabankanum þegar það er verið að vinna það þurfa allir að vera í sömu átt sko og við erum ekki farin að sjá þess neinn sérstök merki ennþá að ríkisfjármálin styðji nægilega vel við það sem að Seðlabankin er að gera og við erum auðvitað að sjá það til dæmis bara núna síðast á hækkaði verðbólgan þótt að það hefði nú ekki verið mikið sko þannig að mér finnst nú einhvern veginn eins og það hefði ekkert alveg verið sýnt á þessi spilið að komið einhver svona sannfærandi svörum þetta sko. Ég held að það sem gerðist síðast þegar að menn endurnýjuðu heitin í enn eitt skiptið að menn fundu sér bara svona einhver mál til þess að leggja áherslu á að því að menn er að fara detta inn í kosningavetur og svo eru menn bara einhvern veginn að reyna að býða verðbólguna og vextin af sér. En það gerist hins vegar ekki að sjálfu sér sko. Það bara gerir það alls ekki sko. Og ég er ekki sammála Vilhjálmi í því að það sé einhver sérstök eftirsjá eftir þeim tíma þegar að voru 4 stórir flokkar sem að einokuðu alla samfélagsumræðina. Samfélagið er bara gerbreytt. Það gerbreyttist íslenska samfélagið og viðhorf þjóðarinnar mörgu leyti í hruninu. Við erum að sjá byltingu með samfélagsmiðlum þar sem allir hafa sína rödd. Það er orðið miklu auðveldar að taka þátt í samfélagsumræðinni og það hefur bara heilmikil áhrif á flokkakerfið hér eins og annar staðar. Þetta er veruleiki sem við þurfum að fóta okkur í. Niðurstaðan hins vegar þarf ekkert endilega að vera svo eins og verið hefur hér að undanförnu að þeir flokkar sem eru mest ósammála komið sér saman það að hanga á völdunum valdanna vegna. Ég ætla að víkja aðeins að umræðu sem var hér við Rauðaborðið í gær og hún var líka held í helgin á undan. Ólafur Harðarsson er í hópi þeirra sem telur að það geti verið lag fyrir Vinstri græna að sprengja þessa ríkisstjórn ekki seinna inn í haust á einhverju prinsippmáli því annars fær eins fyrir Vinstri grænum flokknum eins og fór fyrir Katrínu Jakobsdóttur í þessu forstakjöri að flokkurinn gæti reynilega þurrkast út þótt Katrín mun ekki gera það og þið hljótið að vera svona svolítið á vaktinni gagnvart því að Vinstri grænir gætu verið svona hvarfgjarn hópur að starfa með vegna þess að það er nú þannig með okkur fólkið að við höfum pólitískar hugsjónir en mörg okkar hugsa nú líka svolítið okkar eigin hag á sama tíma og við erum fjölmiðlafólk eða stjórnmálafólk eða hvað stöðum við gegnum. Eru þið með eitthvað eru þið með 2 plön í gangi núna? A-planið að þið starfið rúmt ár í viðbót eða að þið getur sprungið hvenær sem er? Ég held að bara í stjórnmálum og sérstaklega undanfarin ár þarf þetta náttúrulega bara alltaf að vera á tánum og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega bara alltaf, ekkert bara núna, verið tilbúin í kosningar og er með sitt kerfi þannig og hefur aldrei verið hræddur við það þannig að ég held að það hafi komið ljós núna bara þegar þessar þurfti að endurnýja ríkisstjórnin
og umræðan þá að flokkarnir vildu, stjórnarandstöðuflokkarnir vildu ekki til ríkisstjórn, þeir vildu miklu frekar fara í kosningar einhvern tímann í haust. Mér fannst það ekki góður möguleiki út af því að þá hefði allt þessi mál sem varum að ræða hér, útlendingamálin, vextir og verðbólga, ríkisfjármálin, orkumálin og almannatrygginga frumvarpi og allt þetta er allt tafist heilt ár eða jafnvel heilt kjörtímabil. Og það var bara ekki valmöguleiki í mínum huga. Og svo það þá, ég hef bara ekki ég get ekki búist við neinu öðru þó að sé allt mögulegt í pólitík heldur en að Vinstri græn klári það verkefni sem þau tóku að sér með okkur fyrir 7 árum, að það var að reyna að koma einhvern stöðuleika í stjórnmáli. Það voru búin að vera snemmtækar kosningar, það var búin að vera svona vist upplausn í stjórnmálunum eftir bankahrunið og annað slíkt, og þannig að til þess að takast á við einmitt ríkisfjármálin og ná svolítið utanum stjórnkerfi landsins, að þá þurfti að fá einhvern stöðleika í stjórnmálin, og það hefur tekist núna að vera með þetta samstarfi í rúm 7 ár. En þau vörðu þess og ég held að það sé bara mikið undir varandi traust, þetta snýst ekki bara atkvæðamagni, ef þú ætlar að hafa einhver áhrif og ná að koma þínu stefnumálum og hafa áhrif eins og sem þú ert væntanlega að reyna að gera með að taka þátt í stjórnmálum. Ég hugsa að Vinstri grænir munu hugsa það vel áður en þau hlaupa bara út úr samstarfi. Það getur haft áhrif fyrir þau, ekkert bara við þess núverandi stjórnarflokka heldur en aðra. Þau sögðu líka við eigin flokksmenn forystann það skipti máli hverjir stjórna og birtu stórar andlitsmyndir af Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra sem nú horfin af velli. Heldur að það eitt út af fyrir sig nafni breyti miklu eða einhverju? Já, hlýtur svo sem að hafa einhver áhrif því að það búið að segja ýmislegt sem að síðan bara ekki staðið við, þetta klassíska það að koma með einhver stöðuleika í stjórnmálin, þó að það sé ekki kosningar núna svona óreglulega eins og voru áður, þá ekki meiri stöðuleiki. Þetta ríkisstjórnarsamstarfi ennþá byggt í rauninni á svona gömlu gildum stjórnmálana svona taka máli í gíslingu og rífast sem sagt það að hleypa málum inn í þingsal út af því að það sé einhver mótileikur þar á móti, að segja Sjálfstæðisflokkurinn tekur mál Framsóknar og VG bara við erum með höldum föst utan þau, VG og Framsókn gera það sama og svo fara í svona byltingaskipti. Þetta mál fer út hjá okkur, þá fáið þið með þetta mál út frá ykkur og frá. Þegar voru þinglok fyrir nokkru síðan, þá festust inn í þinglokasamningunum lögin, fjarskiptalögin sem átti að fara í svona útboð og þróun á 5G og við vorum alveg fyrir ekki nauðsynlegt að klára þetta svo það tefjist ekki einmitt hálft árið eitthvað þýmlíkt og það var hlaupið upp til handa og fóta, jú, við erum að redda þessu en niðurstaðan var svo að það fór ekki út af því að ef að það mál hefði farið út að þá hefði allir hinir þurft að fá líka mál út á móti. Þetta þessi grunnur að því hvernig málamiðlanir eru búnar til sem vandinn. Þær eru settar ekki í lýðræðislegt samhengi heldur í þetta meirihluta samstarfssamhengi. Það sem að búið að taka í rauninni taka lýðræðið í ákveðna gíslingu. Það sagt, hérna eru þessi 3 flokkar með meirihluta atkvæður almennum kosningum og það vissulega ákveðið lögmæti á bakvið það. En það þýðir ekki að hvert eitt og einasta mál sem að kemur til þingsins sé með annarkvort meirihluta nema út af því að það gerðir einhverju bitlingar eða út af því að mál sem að fá ekki afgreiðslu sé ekki með meirihluta samþykki. Það er að segja sum mál sem fær í gegnum þingið eins og til dæmis þungunarrófsmálið, það fór í gegnum þingið þrátt fyrir að ríkisstjórnin var ekki sammála það. Ef það hefði bara verið ríkisstjórnaratkvæðin sem að þar hefði ráðið og stjórnarandstaðan bara setið hjá, þá hefði málið ekki farið í gegn. Það var stjórnarandstaðan sem að fékk í rauninni að kjósa það mál líka og það mál var samþykkt út af stuðningi stjórnarandstöðu flokka. Ég veit ekki hvort það ættum að gera meira af svoleiðis, víkka aðeins lýðræðið út frá þessu meirihluta samstarfi. Ég held að það sé aldrei nauðsyn að fara í svoleiðis aðgerðir. Þá kannski getur þið fengið aðeins meiri svona stöðuleika í stjórnmálin. Sigmar, mig langar að spyrja þig, þú varst náttúrulega fjölmiðlamaður til áratuga áður en þú fórst á þing.
Ef þú verður í mínum sporum, þá myndir þú kannski spyrja viðmælendur þína í þingmannahópi hvort ríkisstjórn sem með 30% stuðning einungis og komin með forsætisráðherra sem óvinsælasti og á mörgum flestum álitin spiltasti maður samtímans í heimi stjórnmálamanna, hefur hún minna umboð til að gera stóra breytingar á samfélaginu, til þess að leggja fram frumvörp, sérstaklega af því það farið að líða á líftíma þessara stjórnar og þetta búið að vera alls konar. Já, sko, það sem eru þetta núna að við erum að detta inn í síðasta þingveturinn á kjörtímabilinu og það sem að gerist nú gjarnan þá að þingmenn og flokkar fara að tala fastar inn í baklandi sitt, undirbúa kosningarnar. Við stöndum fyrir þetta og þetta kannski gildir meira stjórnarflokkana heldur stjórnarandstöðuflokkana vegna þess að þeir eru auðvitað völdu sér hlutverkið að ná málamiðlum ákveðin mála meðan að stjórnarandstaðan getur svona kannski þessi stjórnarandstöðuflokkar völdu sér ekki að vinna saman, bara svo ég nefni það nú sem dæmi, sko. Það hvernig staðan í könnunum og það hvernig gengið hefur það sem af þessu kjörtímabili, það í sjálfu sér hefur ríkisstjórnin auðvitað umboð til þess að starfa á meðan hún með þingmeirihluta út fyrir út kjörtímabilið. En þetta verður alltaf erfiðara og erfiðara eftir því sem að undirstöðurnar eru veikari. Og ég held til dæmis að áhrifin af þessum forsetakosningunum gætu verið einhver til að mynda þau að það verði erfiðara fyrir VG að hugsa sér til hreyfings úr þessu samstarfi, hafandi séð það hvernig fór fyrir formannum þeirra í kosningunum núna. Það verður ekki einfalt, ofur einfaldlega vegna þess að ég held að menn hafi séð svolítið þar að það var ansi mikið af fólki á vinstri vangnum sem að einhver tíman hefðu kannski getað hugsað sér að kjósa VG, sem að töluðu mjög harkalega gegn því að Katrín yrði forseti komandi þá beint úr forsætisráðherra stólnum. Þannig að þetta verður bara svona mjög áhugaverður vetur. Sko, þetta með Katrínu við borðsendan, þetta var alveg heilmikið identity fyrir VG. Alveg heilmikið. Þetta var eiginlega algjör grunnforsenda þess að VG gæti farið í þetta stjórnarsamstarf. Nú það farið. Það fór hins vegar vegna þess að Katrín ætlaði sér að gera annað og menn ætluðu að styðja hana til þess, sko. Hvað VG gerir í framhaldinu veit ég ekki, en ég veit að staða allra stjórnarflokkana alveg pínu þröng út frá fylgi í skoðanakönnunum. Svo það auðvitað líka, við tölum bara í allri sanngirni að auðvitað það líka þannig að ráðherraflokkana auðvitað með alls konar málin í ráðuneytunum sem þeim þykir væntum og langar að koma í gegn og allt þetta og það kannski vinnur á móti. En ég hef nú lúmskan grunum að þegar við erum búin að vera svolítið í villta vestrinu það sem af þessu kjörtímabili, að næsti vetur verði jafnvel enn skrautlegri, sko, vegna þess að við komumst aldrei fram hjá þessari staðreynd að þessi flokkar eru alveg ótrúlega ósammála algjör grundvallaratriði og þeir eru ótrúlega ósammála þau úrlausnarefni sem þeir eru sjálfur að setja á oddinn og við sáum þannig bara best á því að það var nýbúið að samþykja einhverja glæsilega stefnu, sameiginlega stefnu þessara flokka í útlendingamálum og svo allt í einu þurfti að fara að vinna þau upp á nýtt þegar að stólaskiptin urðu í framhaldi þess að Katrín fór í forsetaframboði, sko. Þannig að þetta auðvitað bara þannig að þó að ríkisstjórnin styðjist við sterkan þingmeirihluta þá auðvitað eitthvað ástand úti í samfélaginu sem getur auðvitað haft áhrif á það mikil. Hvernig mál teiknast upp á síðustu metrunum. Og þrátt fyrir hennan stóra og sterka þingmeirihluta sem að framsóknirinn bjóð til eftir síðustu kosningar að þá ekki búið að ná að leysa þessi stóru ágreiningsmál sem að við höfum verið að glíma við alveg frá hruni. Þannig að stöðuleikin, það skortir enn lausn til þess að ná þeim stöðuleika. Þessi ríkisstjórn hefur ekki verið svar við því og eins og með útlendingamálið til dæmis að fólki sem kom frá Venezuela það kostaði raunin ekkert. Það kom bara hérna inn og fór að vinna. En svo þegar ákvörðinu var tekin að það breyttar aðstæður og þau verða þá bara að fara aftur, það kostaði af því að þau var einfallega bara bannað að vinna leið og svo ákvörðum var tekin í stæðan fyrir að leyfa þeim að vinna bara þangað til að þau þurfti að fara heim. Og þar var kostnaður, þetta er bara slæm ákvörðun.
En áður en ég slepp ykkur, ég ætla líka aðeins að ræða við þig Grindavík svona rétt í blálókin á þessari samræðu. En áður en ég slepp ykkur, við höfum kannski einhverja 12 mínútur eftir, þá sko Sigmar, þú varst að segja að áhrifin á þessum forsetakosningum, þau væru í rauninni, þau næðu út fyrir kosninguna sjálfa, en það ekki? Jú, það kemur ekkert óvart að það er því. Já, og sko þetta er ofboðslega áhugaverð stað að fylgjast með umræðunum jafnt síðustu daga kosningana og eins þennan skamma tíma sem liðin er eftir að kjörið liggur fyrir. Við erum í bullandi vandræðum með merkimiða, við erum í bullandi vandræðum með hægri og vinstri, hópar sem að hafa haft eignarhald ákveðnum kimum samfélagsins, svo sem menningarlífi, þeir eru mjög ringlaðir, vita ekkert hvað þeir eiga að gera. Þetta er þessi stöðuleiki. Sko, mér langar bara til þess að ef þau væru til í að deila með mér svona hugsunum ykkar aðeins, bara að segja nokkur orð sko þennan usla sem er komin upp í íslensku samfélagi og til hvers hann mun leiða upp. Áttarðu á því til hvers ég er að vísa, Vilhjálmur? Já, veist, ég held bara að þessar forsetakosningar hefur verið dæmi það að þjóðin er alveg vel fær að mynda sér skoðun og taka þátt í umræðunni. Það er góð þáttaka í þessu kjöri, þannig að þegar þetta var ekki alveg svart og hvít, einhver augljós kandidat sem kjósa eitthvað, það fór bara þjóðin að pæla í þessu og taka þátt í umræðunni og mér fannst það bara frábært og þetta var bara skemmtilegt að fylgjast með hvernig kynslóðirnar allar tóku þátt í umræðinni og fóru að mynda sér skoðun og taka sína sjálfstæðu skoðun á því hvort það ætla að kjósa eftir persóninni eða eftir pólitík eða eftir hverð það var. Tínir menn á mokkanum sögðu þarna á kosninganótt í viðtali að þeirra mestu vonbrigði í baráttunni væru að hægri menn hefðu fylgt sér á bak við Katrínu Jakobsdóttur. Hvernig er þér með það? Já, mér finnst, ég skil ekki alltaf að segja eins og að hægri menn og sjálfstæðismenn hefðu verið sá sem að voru bak við Katrínu Jakobsdóttur. Já, 45% ykkar kusuna. Já, það voru mjög margir sem að kusu hana en það voru líka rosalega margir og flestir í kringum mig sem kusu Höllu og annað slíkt, þannig að það var bara fullt af hægrimöndum en það held ég að Halla hafi örugglega verið hægri sinnaðasti forsetaframbjóðandinn. Heldur það? Ég er alveg viss sannfærður það. Á hverju byggir það? Á hverju byggir það? Ég byggir það bara á því hvernig hún talaði bæði síðasta forsetaframboði og svo núna og líka bara úr hvaða umhverfi hún kemur og hvernig hún hefur verið að starfa þar og annað slíkt. Þannig að og ég fann það miklu meira að sjálfstæðismennir sem að skildi ekki af hverju væri einhver sjálfstæðismenn að kjósa Katrínu að þeir ætliðu að kjósa Höllu sko. Og þannig að þeir fundu sér nú flestir held ég skjól þá annars vegar í Höllu þeir sem að kjósa ekki Katrínu. Þannig að og líka á fleiri stöðum við sáum nú Geir Haarde fylgdi sem bak við Höllu Hrund og fleiri og það var nú stór partur af kosningateimi úr sjálfstæðisflokknum sem var á bak við Baldur og þannig að þetta var út út. En það var Halla Tómasar sem að iðulega dró inn í umræðuna misskiptinguna, fátæktin og allt það. Finnst þér það mjög hægralegt? Já, það er bara mjög hægralegt, en það eru við flokkuð stétt með stétt og það þarf að hafa hér öflugt atvinnu og viðskiptalíf sem Halla kemur úr til þess að vinna bug á fátækt og misskiptingu. Ertu þá sammála Höllu að misskiptingin í íslensku samfélagi er gríðalegt pólitískt vandamál sem að þú að hluta til berða ábyrgð á sem þingmaður í ríkisstjórn Íslands? Nei, þetta er bara viðvarandi verkefni sem hver stjórnvöld og hver þjóð þarf alltaf að glíma við. Og ég er bara stoltur af því að núna á 80 ára afmæli lýðveldisins og 95 ára afmæli sjálfstæðisflokksins sem hefur verið meiri part hér við völd, að við erum það land í heiminu sem er með mesta jafnrétti, minnsta meðskiptingu og erum komin það langt í jafnréttismálum að við fórum hér ekki með heilar forsetakosningar á þess að tala mikið hvort það sé kallega kona og það er samt 3 konur sem er efstar og okkur finnst ekki tiltökum mál. Ég er bara stoltur af því að minn flokkur, hægri flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi frá lýðveldisstofnun og hefur skilað þessu frábæra samfélagi, en ég ger ekki lítið úr því að við erum ennþá með áskoranir og við þurfum ennþá að vanda okkur í að byggja hér upp öflugt samfélag
og því að það hefur verið að tala svona niður hér til ríkisstjórnarsamstarfsins og þetta sé allt í kalda koli, þessi ólíku flokkar, þeir eru þó allavega búnir að koma hér með fjárlög sem að Seðlabanki og fjármálastefnu sem að Seðlabankin ekki að kvart undan og ekki nota sem ástæð þess að fresta vaxta ákvörðunin sinni. Það eru komin í 4 ára kjarasamningar á almennum vinnumarkaði. Við kláruðum hér rammaáætlun sem að þinginu hefur ekki tekist áður og við erum búin að koma fram með risastórt kerfisbreytingamál fyrir öryrkjana sem er búið að vera umdeilt í langan tíma og svona geti ég haldið lengi áfram á sama tíma. Og verðbólgan er farin að standa í stað og minnka meira segja. Á sama tíma höfum við á þessum tíma tekist á við 2 stríð í heiminum, heimsfaraldur og stærstu náttúruhamfarir sem hafa skeikið íslensku þjóð núna á seinni tímum. Og ég fæ 1 orð í lokin hjá þér það meira. En en Björn Leví, þessi usli, þessi hugtaka usli og þessi, hvernig búið að hræra í öllum pottum og vinstri hægri og menningar baklandið, ég sá einhver stærstu og verstu, bara ljótustu ummæli eftir úrslit kosningana frá fólki sem að ég hef aldrei heyrt eða séð halla nokkru orði á nokkurn mann. Hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessu? Hvað lestu út úr þessu? Já, mér finnst áhugavert hvernig samfélagsumræðan svona í kjölfar samfélagsmiðla hefur haft áhrif á pólitíkina og svona sem eldri maður á vettvangi internetsins þá hefur maður einmitt séð svona gagnrýni mjög lengi. Nú erum bara komin rauninni alveg inn í pólitíkina og við kunnum ekki á hana ennþá. Það verða alltaf svona þessi tröll í samfélagsumræðinni hér og þar sem að áður bara fengu ekkert pláss. Þau voru lítið til staðar í pólitískri umræði. Núna er hún aðgengileg öllum og okkur svona við freistumst til þess að grípa þau rauninni tiltala fáu dæmi og alhæfa út frá þeim einhvern ákveðin hóp gagnrýnda eða þess háttar. Og það gerir það að verkum að málefnaleg gagnrýni sem er inn á milli og stundum með alveg stórum orðum drukknar og það er erfitt að gera greinarmun á því hverjir eru bara að rugla í umræðinni, stundum viljandi og óviljandi, það er bara eins og gengur að gerist og síðan málefnalegu umræðinni sem er svona með mistór orð þátt á bakvið. Og úr verður að því að mér finnst allavega hefur orðið ákveðið skeytingarleysi stjórnvalda gagnvart gagnrýni. Leiðir hjá sér málefnalega gagnrýni, finnur hana jafnvel ekki og mögulega einmitt út af þessari ómálefnalegu gagnrýni sem að jafnvel er viljandi, svona tröllaumræðan sem slík. Og við upplifum svona í kjölfar á því bara ákveðið drama vegna þess að málefnalega gagnrýnin fær ekki hljómgrunn, fær ekki viðurkenningu stjórnvalda að þar sé verið að bera á borð raunverulegar áhyggjur. Og það er svona kjarnin að því sem að held ég við lendum í þessum forsetakosningum í rauninni, ég vona að það sé svona ákveðið svona wake up call í rauninni, að þarna er málefnaleg alvöru gagnrýni sem þarf að hlusta á. Sigmar, etikettur, stuðningur þingmanna fyrrverandi ráðherra valdamikils fólks við tiltekna frambjóðendur. Ef það er einhver lærdómur sem maður tekur út úr frambúði Katrínar Jakobsdóttur er það að allar þessar yfirlýsingar valdamikils fólks hafi verið kostdauðans gagnvart hennar frambúði. Já, það var auðvitað þannig, auðvitað er þannig að það er alveg rétt hjá Vilhjálmi að það var örugglega þannig að margir sjálfstæðismenn kusu eitthvað annað heldur en Katrínu en svona manni fannst einhvern veginn að stuðningur svona áhrifafólks í sjálfstæðisflokknum við Katrínu hafi verið umtalsverður líka í Framsókn. Já, hann var svo áberandi. Það auðvitað gerir síðan í leiðinni Katrínu erfitt fyrir vinstra megin. Það segir sig auðvitað bara alveg sjálft ég veit ekki nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur ég ímynda mér það að við séum flest talning þegar eru þetta margir frambjóðendur að við séum með augastað á einhverju 2-3
og svo er þetta bara svona malla í hausnum á mér. Ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað ég skipti oft skoðun á frambjóðendum í þessu öllu saman, sko. Þetta var bara malla í hausnum á manni allan tíman. En þetta bandalag frá hægri til vinstri sem við sjáum í landsmálunum í pólitíkinni sem að teygði sig yfir í forsetakosningarnar, það beið bara svolítið skipbrot. Þetta er raunveruleg ein af raunverulegum ástæðum þess að Katrínu gekk ekki betur en henni gekk. Það er þetta samkrull og ég held að áhrifin af því verði kannski aðeins meiri heldur að við sjáum í dag. En örstutt eiga þingmenn að halda sér til hlés í opinberu stuðningi við, af því að sko nú þið fengur svolítið þingfundarhlé. Það hefur alltaf verið gert. Nema forsetakosningar hefði venjulega verið seinna. Fyrir forsetakosningar sem ætlað er það ekki til þess að hafa smá fjarlæga þarna á milli. Og svo sjáum við suma þingmenn djöflast alveg fara mikinn og meðan aðrir grjótaldakjafti og þessi grjótaldakjafti þeir kannski gera það af ástæðu en vantar etikettur, vantar einhvern samfélagsáttmála Nei, það er ekki hægt að taka það af frambjóðandi til forseta eða af þingmönnum eða ráðherrum eða háttsettu fólki annars staðar í stjórnkjörinu að það geti tekið þátt í forsetakosningum bara óhindrað, sko. Hins vegar var það þannig einu sinni að stjórnmálamenn héldu sig bara mjög mikið til hlés og annað, sko. Nú eru menn farnir að gefa sig upp margir hverjir og ég kaust nú að gera það ekki, mér fannst bara breyta prófílmynd og ég ger engar athugasemdir við það að stjórnmálamenn taki þátt í þessu eins og hver annar. Ég er sjálfur pínu servitum með þetta, mér fannst það svona bara betur við hæfi að halda með til hlés en það verður bara hver og einn að meta þetta fyrir sig. Þetta er líka bara verið eins og þér og mér að það er ekki fyrir en á loka deginu sem að gerir upp sinn hug og þeir voru augljóslega talti margir sem að voru í þeim spór. Já, þetta eru allt öðruvísi heldur en þingkosningarnar. Þetta er svo mikið persónukjör og þetta mallaði bara í kollinum á okkur mörgum lengi, sko. Ég held að þetta hafi verið þannig, sko, ég man nú bara svona í fljótu bara eftir einum þingmanni sem skoraði mjög skýrt á Katrínu og studdi hana mjög skýrt opinberlega og það var nú formaður Sigmars Þorgerður Katrín. Það voru mjög skiptar skoðanir forsetaframbjóðendur innan okkar. Hún var það er svona sá kjörni fulltrúi sem ég bara eini sem ég man eftir að beitt sér eitthvað sterkt í þessu og mér fannst meira þess að Vinstri grænir Ásgerður Flósadóttir hjá Flokki Fólksins og studdi Höllu Hrund með yfirlýsingum Já, þannig að annars man ég meira sem fannst mér Vinstri grænir vera mjög hóvar í stuðningi við Katrínu og bara sögðu vonandi gengur henni vel en ég segi bara eins og Sigmar að auðvitað mega þingmenn sem aðrir hafa hér lýðræðislega skoðun á þessu og beita sér eins og þeir vilja en ég ákvað að gera það ekki í þessu. Ég skil ykkur. Heyrðu, tímir okkar er þrotinn en svona rétt í lokin það er ennþá eldgos, þú ert brottfluttur Grindvíkingur en þú verður alltaf Grindvíkingur í hjartaðinu, hefur sagt okkur. Það er ekkert langt síðan ég tók viðtal við 3 mjög ósátta Grindvíkinga sem enn búa í bænum og þeir fundu svona ýmsuðu margt til foráttu og voru meðal annars að ræða það að það hefði verið samið allt og snemma við íbúan í Grindavík uppkaup fasteigna að þolendur í áföllum þeir væri ekki jafnvægi til að taka svona stórar ákvarðanir. Mér langar bara aðeins til þess að fá til þess að bregðast við því í lokin. Já, ég held að bara sem betur fer var Grindvíkingum boðið nógu snemma þessi möguleiki að selja eignina sínar og það var einmitt sem sagt gefið svo í meðförum þingsins með þetta að leiðarljósi að við ætlum ekki að láta fólkið setja ómikla press á fólkið, ekki láta það ana út í neitt því sína var nú fresturinn til þess að selja fasteignina sína alveg til 31. desember og enn og nú erum við að fara að framlengja og erum mælt fyrir því í dag sérstaklega húsnæðisstuðningin eða leigustuðningin til sama tímamarks og þannig að ég bara tel þetta hefur verið gríðarlega mikilvæg lausn fyrir fólk að fá einhverja vissu og ró að geta búið til nýja núllpunkt og þessir endurteknu atburðir hafa einmitt sýnt það. Þannig að nú hefur fólk val það að bara taka þessu rólega og sjá hvað gerist og vera í leiguhúsnæði, fá stuðning til þess. En það getur alltaf tekið ákvörðun að selja vilja það. Þannig ég held að sú framkvæmd, einstaka framkvæmd hafi heppnast algjörlega frábærlega, löggjöfin og úrræðið. Jú, það komu upp hnökrar upp að hvað tók langan tíma og annað, en auðvitað þetta
voru þetta 13 íbúða einingar, þannig að þetta eru mismunandi aðstæður, mismunandi skoðanir og allt það, en það varð að taka þessa stóra ákvörðun. Núna held ég að skipti mestu máli er það að svara svolítið þeim sem eftir sitja, sem eiga aðra eign eða áttu eigninu sín í félagi og annað slíkt, hvað verður þau og þau fyrirtæki sem að geta ekki hjálpa sér sjálf út af því að lóðin sem að húsið þeirra stendur á ónýtt og húsið jafnvel laskað og það fá ekki að koma ferðamenn inn í bæinn og annað slíkt, það þarf einhvern veginn að svara þeim. En ég ætla líka þó að segja það að það töluvert mikið af fyrirtækjum sem með töluvert stórt hlutfall af starfsfólki fyrirtækinni Grindavík í vinnu hjá sér og verðmætasköpuninni, að þau geta starfað þarna og Grindavík sem atvinnusvæði, ennú bara eitt öflugasta atvinnusvæði landsins og býr við mjög góðar aðstæður því framalega sem varnargarðarnir halda, að þá er þetta bara svolítið eins og að fá eitt gos, er eins og að fá bara rauða viðvörun eða ofsaveður, brotna rafmagni fer í smá tíma. Það er ekki öll sund lokuð. Það er bara alls ekki öll sund lokuð. Við búum ennþá bara 15 mínútur frá spítala og lögreglu og stóru íbúðabyggð og öllu því. Kæra þakkir Vilhjálmur Árnason, Björn Leví Gunnarsson og Sigmar Guðmundsson. Heiður að fá ykkur hér að rauðaborðinu í þinginu. Áhorfendur, við verðum væntanlega með þátt í næstu viku á mánudaginn, en þá er að líkindum miðað við dagskrá Alþingis síðasta þingvika Alþingis fyrir hlé. En vonandi hafa þessar umræður verið upplýsandi að einhverju leyti, að minnsta kosti. Takk fyrir að horfa. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum aðeins fjallað kynjaþing sem var hérna fyrir nokkru síðan og ætlum að gera meira af því. Það var margt áhugavert sem að þar var á dagskrá og við ætlum að reyna að fleyta þeirri umræðu að rauðaborðinu. Og nú er komið að ofbeldi sem að kvennaathvarfið fjallaði á kynjaþingi og hingað eru komnar Linda Dröfn Gunnarsdóttir sem er framkvæmdastýra kvennaathvarfsins og Ingveldur Ragnarsdóttir sem er ráðgjafi og vaktstýra í kvennaathvarfinu. Ofbeldi og kvennabaráttan, mann finnst það að hafa verið svona litað kvennabaráttuna ansin ekki. Hvað er kvennaathvarfið gamalt? 40 ára, 82, 42. Ég tala hérna við svona rauðsokku-kynslóðina og jáfnvel kynslóðina sem er svona aðeins og eftir henni það að það var ekkert rætt ofbeldi fyrst og þeim fannst það eiginlega undarlegt þegar voru að horfa tilbaka að það hafi ekki verið. Það var náttúrulega svolítið merkileg sú saga. En undanfarið þá hefur baráttan gegn ofbeldi verið mjög áberandi í kvennabaráttunni. Já, umræðan hefur orðið miklu meira áberandi náttúrulega og sko upplýsingar og upplýsingaflæðið orðið miklu meira og svona meðvitund hverjar eru birtingamyndirnar sem eru náttúrulega geta verið ansi flóknar í ofbeldi í nánu sambandi til dæmis. Samt sem áður lækka ekki tölurnar. Það er alltaf jafn mikil aðsókn í kvennaathvarfið og ef eitthvað er þá hækka tölurnar og þetta hluta til náttúrulega því að konur leita sér frekar aðstóðar en við sjáum engin merki það, hvorki hjá okkur nýja lögreglunni og bráðamóttökum að ofbeldi í nánu sambandi sé nokkuð á niðurleið. Það er ekki bara eins og stundum við tala að sé aukin vitund og það er svona leiti fleiri sér aðstóðar eða ræði frekar það, heldur hérna ofbeldið konstant. Já, þetta er faraldur. Já. En vaxandi þá? Já, við viljum allavega, það er alltaf svolítið erfitt að rýna í tölur, sérstaklega því að það er svo mikið af málum sem kom ekki upp. En já, hann er allavega ekki minkandi og það er bakslag í þessum málaflokki eins og mörgum öðrum, í svona tengdum þessum. Já, manni sýnist það í svona ákveðinu orðræðu á meðal kalla, kannski svona frekar yngri kalla, að það er byrjað að tala konur með svona hætti sem að maður hafði ekki heyrt lengi. Algjörlega. Það er bara staðreynd til þig. Það er þannig og við finnum líka bara
þegar við erum mikið með fræðslu í menntaskólum og vinnustöðum og annars þar og þar erum við að tala kynbundið ofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum og það svona að koma upp spurningar og vangaveltur sem voru ekki áður eins og þetta eitthvað kynbundið ofbeldi og eitthvað konur frekar að verða fyrir ofbeldi en karlar og svona þessar efasemdir og að mega ekki tala konur sérstaklega, það bara að tala alltaf allir verða fyrir ofbeldi sem að vissulega rétt en tölurnar segja okkur statt og stöðugt að þetta eru í langflestum tilfellum þolendur konur og eiginlega alltaf gerendur karlar. Og má heldur gerendur í öllum málum eiginlega alltaf karlar. Já, karlar beita karlaofbeldi og karlar beita konurofbeldi. Ofbeldi tengist valdajafnvægi, bæði ykkur sem við getum mælt og svo líka ykkur svona menningarlegur hugmyndum, eða ekki? Jú, það má kannski líka bara segja að þú veist að ofbeldi í nánu sambandi snýst að flestuleiti að halda öðrum aðilanum niðri, að aðilinn hafi öll völd í því sambandi í það minnsta þannig að þannig kannski kom líka svona okkar aðkoma því sem varðar margir voru hissa á því eins og Linda hefur rætt áður að kvennaathvarf tengist kvennaverkfalli en einmitt má alveg ræða það hversu auðvelt fyrir konur að ná sínu fram á atvinnumarkaði til dæmis eða atvinnuþáttöku kvenna, hversu auðvelt hún þegar þú ert kannski algjörlega undir skipuð heima fyrir og hefur ekkert að segja þitt líf heima fyrir eða óskup lítið hversu auðvelt að vera þáttakandi á atvinnumarkaði og vera þá meta þig til jafns við aðra. Það einmitt það sem kom fram í ykkar málstofu af því að þú nefndir þessu kvennaverkfalli þar sem að kannski var fókusinn á launamun stöðu út í samfélaginu og svo að því ég var að tala áðan að umræðan ofbeldi hefur verið áberandi líklega þessa öld og kannski rúmlega það en þá það oft umræða sem svona persónulega reynsla áhrif á einstaklingin en þið voruð að draga saman eða tengja saman að kynbundið ofbeldi getur líka skýrt launamun og aðstöðumun út í samfélaginu. Þetta svona... Algjörlega, þetta bara, við verðum bara að vitna því hvernig þetta kerfisbundið heldur konum niðri og eins og Inga kemur inn á að þetta þú ert ekki að vinna þig upp á vinnumarkaði þegar þú ert fyrir ofbeldi heima hjá þér andlegu og fjárhagslegu og hefur jafnvel ekki fjármálin á þínum snærum og annað. Þannig að þetta var svona til þess að við fundum einmitt fyrir því að sumir voru hissa á þessu og fannst mikið hægt að skerpa á þessu hvernig þetta tengist allt saman að jafnrétti mun ekki nást fyrir að við vinnum bug á þessum faraldri sem kynbundið ofbeldi og svo í hina áttina líka að við náum ekki niður kynbundna ofbeldi fyrir að við förum að tala meira jafnrétti og þetta kemur alltaf sömu rótinni og rótin sem þetta ójafnrétti og þessi við náum ekki að rétta þetta einhvern veginn af og þetta ítti einnig við okkur náttúrulega höfum verið að halda mjög við utan tölfræði öll þessu 42 ár þannig að við erum með góða mynd af því að þetta eru konur úr öllum stéttum samfélagsins og með allan bakgrunn sem þú getur ímyndaðir bara eins og almennt þýðið frá Hagstofunni og sama með gerendur þetta hver sem og svo var þarna gerð rannsókn hjá Háskóla Íslands áfallasögu kvenna og svo núna HR að skoða áföll hjá þjóðinni og það mjög áhugavert að sjá stór auki hlutfall kvenna sem eru öryrkjar sem hafa verið þolendur í ofbeldi í nánu sambandi og einnig var mjög áhugavert að sjá í rannsókninni hjá HR þessari nýju sem verið að kynna núna að alveg jafnt á öll kyn að þá það kynbundið og kynferðisofbeldi sem að veldur helst áfallastreituröskun í mun meiri mæli heldur en öll önnur áföll. Þannig að hvort sem það missir eða skilnaður eða náttúruhamfarir þessi áföll eru þau sem sitja lengst virðist vera í sálinni. Það eru verstu hamfarirnar sem ganga yfir þjóðina. Það virðist vera, já. Og virðist vera að einkenni áfallastreituröskunar séu alvarlegust hjá þeim sem verða fyrir
ofbeldi í nánu sambandi. Já. Er það vegna þess að áfallið stærra eða vegna þess að leiðinni til að vinna úr því eru lagari? Kannski vegna þess að það erfiðar að ræða það. Ég get rætt að ég hafi orðið fyrir áfall út af náttúruhamförum og allir eru til í að taka þátt í þeirra umræðu en ef ég ræði ofbeldi sem ég orðið fyrir þá á fólk oft í erfiðleikum með það og ekki alveg gefið að ég geti getur það verið ástæðan eða áfallið meira? Það sé ekki bara samblanda af þessu öllu saman. Jú, þú veist, auðvitað það að þú átt erfitt með og erfitt með að opna þig að hafa orðið fyrir ofbeldi heima hjá þér, þar sem þú átt að vera hvað öruggust. En líka vegna þess að ofbeldið getur bara verið svo alvarlegt og svo daðið yfir í svo langan tíma og heimilisofbeldi náttúrulega ekki, eða ofbeldi í nánu sambandi ekki eitt einstakt atvik hér og þar. Þetta ferli sem að stendur yfir oft í mjög langan tíma, áratugi jafnvel og það eitt og sér og kannski ekki hlið þar á og það eitt og sér eykur alvarleika afleiðingana, finnst mér einhvern veginn vera svona og líklega flóknara tilfinningalega kannski lítur ekki á að fjalli sig að bregðast manni eða gís. Nei, það rétt. Já, það sko ofbeldi í nánu sambandi svo margslungið. Það svo allt öðru vísi af því að eins og Ingveldur kemur inn á þetta manneskjan sem þér nánust og þetta manneskja sem að þú búin að vinna traust þitt og þú átt jafnvel börn með og annað og ofbeldishringurinn sem svo hann kallaður bara mjög flókin sem að skiptast á skín og skúrir og stundum bara mikil ást og samhugur. Þetta ekki alltaf einhver endalust volæði, þetta líka kannski góðu faðir og yndislegar stundir og svo líka má ekki gleyma að þetta sá aðili sem veit þig svo margt og þú ert að deila með þessari mannesku þínum dýpstu leyndamálum. Þannig að aðilinn með mjög mikið af efni við að vinna úr til þess að vinna gegn þér. Hann fer beint í kjarnan þinn leið að hann fer af stað. Þú lýsir því svona næstu svona skipulögðum árásum. Já. Leyniþjónustastörfum og árásir og... Sko við förum í gegnum ferlið að þá virðist það alltaf bara nánast undantekningarlaust vera eins. Að þetta mjög svona systematískt sem þetta gerist á þess að maður sé að segja endilega allir gerendur séu búin að hugsa það fyrirfram ég ætla að beita minn maka ofbeldi að þá virðist þetta þegar áhallar og það verður óöryggi eða gremja eða óánægja að þá virðist þetta vera einhvers konar hringur sem fer af stað og maður getur næstu í spáð fyrir hvað gerist næst eða skrifa bara handbók gerandans af því að það byrjar þessi einangrun að einangraði frá þínum nánustu og svona þessi skot og hægt og svo svona verið að grúma eins og talaður á milli, það er opbúrslega mikil ást og sett upp á mikinn stall og svo gengur þetta lengra þannig að það eiga til dæmis langflestar sameiginlegt að vera mjög einangraðar frá sínum vinum og fjölskyldu og það var annað sem kom fram í þessari rannsókn hjá að hversu mikilvægt vægur félagslegu stuðningur til þess að ná sér upp úr áföllum að ég man ekki alveg hvernig töluna voru ég man ekki heldur en það sem að kannski bara ef maður hugsar það þá það svona ákveðin svona bara common sense þegar hortir til þess að ef þú átt ekki aðila til að leita til að þá erfitt að flýja ofbeldi ef þú átt ekki félagslegan stuðning í vinum eða fjölskyldu af því að mögulega bara búið einangra þig þar frá þeim að þá erfitt að leita til einhvers og mörgum finnast mjög stór skref að leita til kvennaathvarfs og flestar konur sem til okkar leita að fyrsta spurningin eða fyrsta sem það segja ég held ég nú ekki heima hérna en þannig að því að þú veist þetta getur verið ástand sem hefur varað mjög lengi og þetta orðið mjög svona venjubundið, þetta orðið mjög hefbundi ástand í huga konunar sem verður fyrir ofbeldinu. Þannig að nei, ég man ekki tölurnar og það það sem við erum náttúrulega að skoða núna hvernig... Leita til ykkar til þess að rjúfa þennan hring eða þetta ástand ætti að horfa á það frekar heldur en að endilega koma í sárum eftir árásir.
og getur komið þangað bara hvenær sem er. Já, bara hvenær sem er og það þarf að lækka þröskuldin. Það geta komið til okkar í viðtöl á þess að vera komið í dvöl, bara til þess að ná að spegla og fá að heyra. Oft eru það náttúrulega búnar að reyna að fara oft frá geranda sínum. Það talaði að það taki 6-7 skipti að komast, þar fara oft tilbaka af því þetta er flókið og þess þá heldur það oft búin að brenna baki sér margar brýr, margir búin að gefast upp og styðja við þær og annað. Þannig að þá er það bara svo mikilvægt að koma og fá að spegla hjá ráðgjafa hjá okkur bara í viðtali hvernig staðan er. Af því að eins og að segja, þær segja ofta að það er ekki að vera þarna en það er nú oftast raunin að þær eru að nákvæmlega réttum stað þegar þær koma. Og svo má heldur ekki gleyma að þegar konur eru komnar út af heimilinu, kannski komnar í dvöl í kvennaathvarf, að þá er oft mjög erfitt fyrir þær að stunda sína vinnu áfram. Fyrsta lagi náttúrulega búa ekki allar konur sem verða fyrir ofbeldi á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri, þar sem kvennaathvarf hefur starfsemi. Og í öðru lagi vegna þess að þú veist, það er sá staður sem að ofbeldismaður þeirra hefur aðganga, þar hann þekkir vinnu rútínunu þeirra og svo framvegis. Það eru oft komna með börnin og það er erfitt að fara með börnin í leikskólan eða eitthvað slíkt og það getur bara orðið mjög flókið og það er náttúrulega mjög flókið að stunda sína vinnu þegar þú átt endalaust á að hefur þarft að hafa áhyggjur af því að hann hafi möguleika á því að ná til þín þegar þú ert í vinnunni. Og hvað gerur þá? Tilkynur þið veika eða? Það er raun og veru, þú veist, margar konur sem koma til okkar í dvöl, já, þurfa að ganga á veikindar rétt sinn. Það er þannig og það kannski þá erum við aftur komin að þessari tengingu hversu áhugavert eða ömurlegt, hvernig sem við viljum orða það er að sjá hversu margar konur sem eru öryrkjar eiga sögu ofbeldi í nánu sambandi, mögulega er þarna einhver tengslar á milli. Algjörlega. Það er líka bara áhugavert að sjá svo náttúrulega þetta stofnana ofbeldi sem tekur oft við þegar þeir eru að reyna að komast út úr ofbeldinu heima fyrir. Það er náttúrulega bara skilnaðarferli á Íslandi er hræðilega langt og það eru bundnar í fjárhagslegum fjötrum þar inni. Kerfið getur verið afskaplega þungt og erfitt gegn þessum konum. Þannig að það er mikill vilji alls staðar að reyna að finna út úr þessum málum en þetta gengur hægt og er flókið. Stofnanaofbeldi, hvað getur aðeins útskiptað nánar hvernig það birtist? Stofnanaofbeldi getur verið til dæmis ef þú sækir skilnað vegna ofbeldis að það breytir því ekki að þú þarft að fara í gegnum langt og mikið ferli og þú ert hvött til þess að fara til dæmis í sáttameðferð. Þar sem er verið að reyna að finna út úr forræðismálum og annað, þá meðan í mörgum öðrum löndum þá þarf þú ekki að fara slíka leið þegar þú ert að fara úr ofbeldi. Þannig að þú ert að halda áfram oft samskiptum við þinn geranda ef þú ætlar að reyna að forðast það að fara fyrir dómstóla þar að segja, því það er einhvern veginn eina lausnin. Sýslumaður hefur ekki vald til þess að veita skilnað ef að báðir aðilar eru ekki sáttur í skilnaðin. Þá endar þú bara í dómstólum. Þannig að þeirra eina verkfæri er að reyna að setja fólk í sáttameðferð sem er náttúrulega hræðilegt. Þú ert með konu sem er í miklum ótta og er bara vön að segja já við því sem á móti kemur. Eins er bara á meðan skilnaðarferli sem tekur nú oft, getur tekið 2-4 ár, að þá er kona ennþá föst með alla sínar eignir og annað að þeir eru oft mjög klókir í fjárhagslegu ofbeldi, búin að skrifa hlutina hingað og þangað og koma í þannig fyrir að þær hafa ekkert lausafé en í annað. Þær hafa minni réttindi í félagsþjónustunni, þær geta ekki sótt sér félagsíbúð til dæmis fyrir að komna með skilnað í gegn. Þannig að þær eru eitthvað svona ómöguleg heitum þarna í kannski nokkur ár til að komast út á markaðinn og finna sér húsnæði og annað og við reyndum að koma mót við þetta, við byggðum þarna svona það sem við kallum búsetubrú sem eru 17 íbúðir sem við leigjum út til kvenna eftir að hafa verið hjá okkur og geta verið þar í 1 ár og það var algjör breyting náttúrulega fyrir þær að geta keypt sér þennan tíma. Það geta náttúrulega ekki allar konur farið þangað sem farið í gegn hjá okkur. Nei, og svo náttúrulega líka 1 ár dugir heldur ekki til oft til að ljúka skilnaði.
En þetta hljómar svona þó að kvennaðkarið sé 42 ára og svo umræða á Íslandi, að þá sé þetta ekki viðurkennt gagnvart á vinnumarkaðunum. Það er ekki hægt að hringja inn og segja að ég er að gangi í gegnum þetta ástand og heldur ekki í stofnunum samfélagsins. Nei, við höfum náttúrulega verið að hvetja til þess að það hefur gerst í öðrum löndum, svona til dæmis stór fyrirtæki og annað hafa tekið það til að vera með sérstakann veikindarétt fyrir konur sem að láta vita að þær eru að fara úr ofbeldi. Það hafa verið þannig verkefni í nokkrum Evrópulöndum og gengið mjög vel og þetta er eitthvað sem við myndum vilja sjá, að þær fái svona þennan tíma til þess að koma sér út úr þessu og halda svo áfram sinni vinnu. Og með stofnanir og annað þá náttúrulega já, við erum að sinna ótrúlega mikilvægu verkefni sem er að grípa þessar konur og vera með vaktsíma allan sólarhringinn og fullan rekstur á athvarfi en það er ennþá þannig að það er orðið þannig núna að helmingur okkar rekstrartekjum kemur frá almenningi. Þannig að við erum rekin að helming á móts við ríki og sveitarfélög á góðvild almennings sem er náttúrulega yndislegt en samt mjög ótryggt. Já, það getur verið hættulegt fyrir félagsamtök að gera svona þjónustusamninga við ríki. Vegna þess að ríki borgar alltaf bara brota því sem þarf til þess. Já. Og þá eru láta söfnunar bauka ganga mýsum hætti bara til þess að halda uppi raunverulega sjálfsæðri og opinberri þjónustu. Já, það er alveg rétt. Það er eiginlega varla hægt að mæla með því fyrir nokkurt félagsamtök að fara þessa leið, að fara að gera samninga við ríkið þjónustu. Nei, en svo er maður samt, þú veist. Já, ég veit það freistast allir, sko, alveg saman að segja það, það freistast allir til þess að gera það, að það er vissulega leið til þess að komast eitthvað lengra, en það þýðir að það er endalaus fjárhagsleg þrautaganga. Já, þetta er alltaf, og við erum núna að safna fyrir 9 athvarfi, ætlum að byggja nýtt athvarf, þegar þetta er sprungið og svarar ekki þörfum allra. Þannig að við þurfum vissulega að leita til þjóðarinnar þar og í söfnunum og annað til að byggja það. En heimilisofbeldi, það er kynbundið en það er líka annað kynbundið ofbeldi sem er ekki heimilisofbeldi. Og það var í umræðinni allavega fyrir svona 4-5 árum í MeToo-bylgjunni og þá kom það fram í svona ýmis konar uppgjörum í ýmsum svona hópum. Þá fannst mér það koma fram svolítið að það sem að valda ójafnvægi var meira, því meira var ofbeldið. Og ég held að það hafi verið ótrúlega sláandi skýrsla sem kom ofbeldi gagnvart innfluttum láglaunakonum þar sem að þær eru í umhverfi þar sem að þær eru mjög lágt settar og maður fekk svona tilfinningur að það væri þannig. Þegar þið eru að lýsa heimilisofbeldi þá er það bara alls ekki þannig, þá er það bara jafnt yfir allt. En það má heldur kannski ekki gleyma því að ég myndi segja svona það sem mér hefur þótt eða þykir oft mest sláandi að þegar ég tala við konur af erlendum uppruna sem eru komna til okkar vegna ofbeldis í nánu sambandi þegar það lýsa upplifun sinni á atvinnumarkaði þá er það ekki sama á reynsla og ég hef af atvinnumarkaði. Það sem þær tala jafnvel að verða fyrir kynferðislegri áreitni af hálfu samstarfsfólks eða yfirmanna og svo framvegis. Þannig að upplifun þeirra inn á heimilinu, þar sem það oft búa með íslenskum körlum, er ofbeldi og af ýmsum toga og svo er upplifun þeirra atvinnumarkaði ekki endilega betri. Það verður bara að segjast alveg eins og er og ég held að það hafi einmitt komið svo vel fram í MeToo þar sem það tala alls konar hluti eins og að vera bóðni peningar fyrir kynferðislega greiða eða eitthvað slíkt, þú veist, og ég held að við kannumst öll við þessar sögur, þannig að má heldur ekki gleyma því að þær konur sem að standa mjög höllum fæti verða fyrir ofbeldi víða, ekki bara inn á heimili sínu. Það var einmitt það sem ég var eiginlega að því að það mér fannst að koma fram í MeToo að því meira sem valda ójafnvægi því meira er ofbeldi. Það er konan, ég veit ekki hvað að kalla útsettari fyrir ofbeldi þegar þið nöfnum faraldur hugtökur længsvæðinni. Og við sjáum þetta bara ofbeldismenn sækjast meira í að komast nálægt þeim. Já, það er bara þannig að við sjáum bara eins og það er komið núna konurnar frá Úkraínu og annað, þú veist að það er setið það eru ofbeldismenn sem að setja þessar konur, þær eru í veikri stöðu
eru jafnvel ekki með úrræði, húsnæðisúrræði eða vinnu. Þannig að þeim er boðið húsnæði eða vinna og svo er ofbeldi í gegnum það. Þannig að þetta eru hópar sem ég er svolítið hrædd að muni jafnvel aukast. Svona konur að reyna að fóta sig, koma hér einar með börnin og annað og það er bara það er setið þessar konur. Það er bara þannig. Og náttúrulega ofbeldi á leigumarkaði, ofbeldi sem konur verða fyrir í tengslu við það að ástandi á leigumarkaðinum eins og það að það er erfitt að neita húsnæði eða neita því að leigja einhvers staðar eða eitthvað slíkt sama hvernig leigusalinn nánast er. Og er þetta verjast leigusala sem hefur eiginlega í hendi sér hvort að þú sért á götunni? Já, með þú og börnin jafnvel. Það er alveg þannig og við bara, og eins með vinnumarkaðin og konur erlendum uppruna, við sjáum bara oft meiri hörku. Þú veist, við höfum séð ítrykku dæmi það núna að konur missa vinnu þegar það er tilkynna ofbeldið. Jafnvel ef að gerandinn er á sama vinnustað eða vinnustaðurinn er umhugað að gerandinn sé ekki að mæta á svæðið og annað, þannig að þær eru reknar þegar það er láta vita að þær eru að flýja ofbeldi. Þannig að ég sé þetta ekki gerast með konur sem eru íslenskar. Síður varðar. Og svolítið svona bíræfni hlutir eins og að konur skrifi undir að þiggja ekki laun í uppsagnarfresti eða eitthvað slíkt sem að sem er bara launaþjófnaður. Já. Það er bara skrifa undir ýmislegt. Já. En þannig er samfélagið, það sem er gríðalegt valdaójafnvægi og það sem er mikið valdaójafnvægi, þar er yfirleitt ofbeldi. En að því að þú sagðir að væri eiginlega, þetta væri óbreytt yfir tíman, óbreytt yfir stéttir, engin munur á stöðu þolanda eða gerenda. Er það þá þannig að þetta valdaójafnvægi bara það sem að kall og kona eru saman á heimili, að það er þetta valdaójafnvægi og það breytir engu hvort að konan sé tvöfaldur doktor á frábæru launum með sterkar stöð út í samfélaginu, að leið og komið inn á heimilið, að þá er þetta valdaójafnvægi komið sem að kallar á ofbeldi. Já, það er bara þannig og náttúrulega er það oft sýnilegra þetta sem að ójafnvægi er meira, sérstaklega bara því að þær stíga síður fram. Skömmin er oft svo svakalega mikil hjá þessum konum sem eru í efri stéttum þjóðfélagsins. Það stíga síður fram. Það stíga síður fram. Ég hefði haldið að væri að konurnar sem að segjum að væri innflytjendur í sambandi við íslenskan karl og íslenski karlinn væri eiginlega tengingin út í samfélagið, að þær væru ólíklegri til þess að finna leiðina til hjálpar en einar allra best settu konurnar að þær ættu að kunna þetta. Skömmin er svo svakaleg. Þú ert kannski stjórnar heilu fyrirtæki og ert með allt þetta á hreinu og það er rosalega erfitt að alltaf stíga fram og segja að það er allt í steik á öðrum sviðum í lífinu. Þannig að það er oft, þetta er kannski ekki alveg svona svart og hvítt og einfalt, auðvitað líka oft mjög flókið fyrir konur að erlendum uppruna að stíga fram. En við finnum það að það er eiga mjög erfitt með að sækja sér aðstóð og vegna út af skömminni og við sjáum líka hjá þessum konum að því betur sem þeim gengur því meira verður ofbeldið. Þannig að það er eins og að sé einhvers konar afbrýðisemi eða slíkt, þannig að ef það er launahækkun þó svo að því það gefur meira fé inn á heimilið að þá er refsingin stærri. Þannig að það eru farin að fela jafnvel velgengnina eða bara hafninni. Þannig að þetta er svona þeim er haldið mjög systematískt niðri og við vitum alveg konur bara með mjög góð laun sem eru launin renna bara beint inn á reikning karlsins og þær eru ekki með neinn fjármála, þær fá skammtaðan pening en er á sama tíma með fullt af fólki í vinnu hjá sér, skilurðu. Þetta er mjög snúið að skoða og þess vegna höfum við talað svolítið mikið að horfa á rótina og við vorum fögnuðum mjög þessari ráðstöfnu sem Stígamót var með, sem var svona gerenda ráðstöfnan sem að við tókum fókusinn af því hvernig við hlúum endalaust að þolendum sem við þurfum vissulega að gera en þurfum að skoða af hverju heldur þetta áfram, af hverju ný kynslóð af ungum drengjum að koma upp sem eru mjög vel upplýstir, oft aldnir upp af miklum kvenskoðrungum að beita ofbeldi. Þannig að við þurfum að skoða rótina og þess vegna fengum við hann á Kolbrúnu til dæmis með okkur í málstofuna sem er með jafnréttisskólann og hefur verið að einbeita sér að börnunum og skoða hvernig við komum fram við strákan okkar og hvernig samfélagi þeir eru að alast upp í og krísuna sem þeir eru margir í og hvernig við fáum kallkynnið með okkur í þessa baráttu. Hvernig fáum við þá til þess að koma og rjúka út á göturnar og vera með okkur.
Þannig að ég held að við þurfum að halda fókusnum þar á rótinni að þessu öllu saman því að við finnum ekki útskýringarnar í bara því að þetta séu konur að erlendum uppruna, það sé peningalegt valdaójafnvægi, það eitthvað miklu dýpra og stærra á bak við þetta. En þú spyrðu og þá bara sendi ég spurninguna tilbaka. Hvernig stendur á því að drengir sem eru aldir upp að kvenskúrungum ganga inn í þetta hlutverk? Já, það náttúrulega þessi endalausar samræða uppeldi og svo umhverfi og hvað hefur meira áhrif. Það var áhugavert sem kom fram hjá Kolbrúnu í þessari málstofu að þó svo að við séum mjög meðvituð að koma eins fram við stúlkur og drengi þá hafa rannsóknir sýnt að við tölum minna við strákana, tölum miklu meira við stúlkur, við lesum minna fyrir drengi. Við erum ennþá að kippa okkur upp við það að stúlka líti út fyrir en ekki drengurinn. Það ennþá einhvern veginn rótgróið eitthvað í uppeldinu áfram og svo erum við með samfélagið og þetta mikla bakslag sem í rauninni í umræðu konur og tónlist og bíómyndir og tölvuleikir. 40% drengja hámhorfa á klám og 30% drengja horfa á klám á hverjum degi. Þannig að það og drengja þá að tala hvaða aldurshóp? Hún að tala unglingsdrengi. Hún að tala drengi á grunnskóla. 14-15 ára eða eitthvað svo. Það luti í grunnskóla. Takk og gamli eins og 13 til 16. Það þarf ekki að leita neitt rosalega langt til þess að finna alls konar svona uppsprettur af vandamálum. Þetta, þegar þú tala tónlist, kveikmyndir og okkur það eru gríð og klámið. Þetta er náttúrulega bara gríðarlegur markaðir. Og ég veit ekki þú við séum tónlist og svona, ég meina við bara sjáum, við getum bara séð rauða dreigilinn á einhverju, hvernig konur klæða sig, það sem eru eiginlega í sölumönsku sinni. Þetta náttúrulega bara þetta svo stór hluti af okkar menningakúltúr. Hvað er það að gera í þessu? Það góð spurning. Við ætlum að leysa það bara hér. Ég var samt að bíða eftir einhverju menningabildingu. Við getum ekki farið lengra þessa leið. Þetta lítur að fara að hætta. Maður treystir á að þetta fari í hringi. Þetta hljóta að fara að spyrna sér í botnin. Kannski það mistökin með því að það gerist automatískt. Kannski þarf að gera bara eitthvað. Bara hafna þessu. Og það er náttúrulega líka þessi veröld sem börnin okkar búa við, þú veist, sem að við erum ekki með aðgang að og þá er ég að tala í gegnum símanu þetta. Það er þú veist, því það er eitt, þú veist, að vera alveg börn og þú ert að leggja áherslu á þín gildi og það sem þér þykir mikilvægt og svo framvegis og svo veist ekki alveg hvað þú hafa aðgangað í símanum og það er bara mjög sláandi oft. Og ég held að það sé og auðvitað náttúrulega bara úlingar eru hjarðdýr og hætti ekki að vera það og við vorum það líka bara á annan máta. Mamma veist ekki allt sem ég var ekki. Nei, örugglega sem betur fer. Þannig að og ég held að það sé það sem við þurfum auðvitað náttúrulega sem samfélag að hugsa og ekki síst kannski að hugsa hvaða efni það sem að þau að hafa svona mikinn aðgang að. Klám eitt, ég minna við erum nýbúin að fara í gegnum með úlingum að ræða Andrew Tate og þau áhrif sem hann hafði á bara á íslenska úlinga sem eru alast upp með mörgum sterkum konum. En er það ekki svolítið svona skrimslavæðing eins og oft notaði í þessari umræðu að benda á eitthvað svona nokkra þeir séu skaðvaldurinn? En það eins og þú lýstir þessu, þú ert bara að lýsa bara sjúklegu ástandi bara í kultúrum okkar. Svona típur eru náttúrulega bara einhver skilgetið afkvæmi þetta er bara afkvæmi að því og bara svona byltingamynd. Ég hendi honum, ég get alveg lofa ykkur að það kemur bara einhver nýr. Já, sem það og gerir, en ég held að aðalmáli sé líka bara þegar við erum einhvern veginn í samtalinu við börnin okkar, þá er oft einfaldara að raungera það auðvitað í einhverju mannesku hvort sem það er rétt eða ekki en það er svo aðferð sem við einhvern veginn höfum haft en ef einhver kemur með betri aðferð þá held ég að við værum flest búin að grípa hana. Kannski ef við bara horfumst við að þetta er faraldur og þá verðum við að bregðast við því og það er eitthvað djúpstætt vandamál í kultúrum okkar bæði hvernig við umgöngumst hvort annað þegar þú lýsa því að þetta fara alltaf í sömu straumana í samskiptin
og þau séu þekkt að þá það náttúrulega bara því að ofbeldið maðurinn fer í svona þær hvað ég segja, svona rásir sem að við líklega þekkjum öll bara út frá sko, hvernig félagssamskipti eru sem að við lærum líklega bara 4, 5 og 6 ára og erum orðin fullnum að í einhverju slíku sko. Við kunnum að útiloka og við kunnum að einangra og við kunnum það bara, þetta er bara hluti að því vera hópdýr sko, líklega. Algjörlega, og maður fekk svona pínu það var pínur hugsa eftir sko kvennaverkfallið af því að okkur fannst það vera svona kannski skref í hina áttina að svona undirstrika allt þetta og fá þennan mikla samhljóm með þessu, þetta var náttúrulega 10.000 kvenna og karla sem komið þarna saman að tala ofbeldið sem faraldur og hvernig það heldur okkur niðri systematist og annað og það er mjög sláandi tölur hversu mikill fjöldi kvenna verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi og annað og maður pínur svona sjokkaraður á eftir og það var til dæmis eitt af málstofunum var kvennaverkfall og hvað gerist svo og maður varð pínur sjokkaraður eftir að hafa farið svona hátt upp á deginum sjálfum á umræðinu svo eftir að hefði ekki verið meiri að fólk var ekki meira slegið yfir tölunum sem komu fram og við erum orðin pínu dofin fyrir því að sé verið að beita nær því aðra hverju stúlku ofbeldi og svo einhvern veginn fór umræðan meira og minna út í sko orðanotkun og hvort það mætti segja fokk feðraveldi og ekki og allt þetta og þetta var svo mikið svona maður varð pínu svektur að umræðan skildi ekki ná meira flugi en þetta svona kennir okkur að maður það bara hafa augun á boltanum og maður má ekki hætta að tala þetta að maður svona vonar að svona aukinn skilningur á því hvað að þetta ofbeldi ekki eins og þú talar í byrjun, þetta ekki einkamál, þetta ekki mál nokkura, þetta faraldur sem að hafa áhrif á alla þætti í samfélaginu. Það eins og þetta hafi ekki kannski svona leið í svona baráttu fyrst skiljum við áfalli sem einstaklingur verður fyrir þetta sé einkanlegt mál og svo heldur það áfram og svo kemur að því að einstaklingur varð fyrir sko félagslegum vanda sem að við berum öll ábyrgð á og við þurfum að vinna í því ég veit ekki hvað þetta kom í því en þú ert að lýsa sko kvennaverkfallinu þá ertu svolítið að lýsa því að þið hafið unnið daginn en tapað raunverulega sko skilgreiningunni af því að það sem að eftirfylgdi var ég mann eftir þessar umræðu hann að fokkfeðraveldið og eitthvað fleira en svo það kannski líka þannig að dagurinn að við vorum með umræðu í kringum kvennaverkfallið og vorum svolítið að spurja sko hvað var þessi dagur og það eru náttúrulega óljós svör eflaust hafa margir komið þarna á Austurvöll og verið að fagna árangrinum en aðrir komu þarna til þess að móta gröfur fyrir næsta áfanga og það ekki alveg ljóst hvað var og svo það náttúrulega með eina stóra dag og hver það sem að tekur við andanum sem að þar verður til og heldur áfram að móta hann í einstökum þannig að þið gerið það og það alls konar hópar sem að gera það en það svona það ekki til yfirstjórn kvennarhreyfingarinnar sem að stýrir það ekki herraðsfundur sem ákveður næstu skref. Nei, við ættum kannski að vera duglegri við að gera svona konur þurfa bara að vera duglegri við það. En við höfum það sem var fallegt við kvennaverkfallið var að við þetta var mjög þvert á bæði þú veist á hinn ýmsu félög og stofnanir sem komu saman til þess að skipuleggja þetta og við höfum alveg haldið þeim þræði og mikill vilji til þess að halda öllu inni algjörlega, jú og það var svona skjálfti í aðdragandunum hvort það tækist en það tókst það gerði það sko og algjörlega þvert á einhverjar pólitískar skoðanir eða hvaðan við komum eða annað þá var þetta og við náðum að móta þessar kröfur kvennaverkfalls sem að allir voru samstiga og þar eru við komnar alveg með ansi gott plagg til þess að svona
hafa að leiðarljósi og við höfum alveg haldið áfram, bæði höldum við áfram samtalinu, þannig að stundum tökum við okkur saman og erum að svara sameiginlega og gefa frá okkur sameiginlegar einhvers konar ákvarðanir og annað, en einnig erum við bara mjög fókuseraðir í að hver og ein taki þær kröfur sem að eiga við þeirra samtök og haldið þeim á lofti, eins og við með að ráða niðurlögum sem faraldri sem að kynbundið ofbeldið sko. Akkurat. Það er svona ýmsar tjaldbúðir og þeir eru einn tjaldbúðin. En þá er spurningin hvort að torgið, þar sem að allir koma saman og taka upp kröfur hvoran annar. Já, algjörlega. Það var kvennaverkfallið. Það var kvennaverkfallið, sko. Það vantar ekki kannski eitthvað farveg sem heldur því áfram síðan á milli kvennaverkfalla. Jú, það alveg spurning. Sem eins og kynjaþingið var. Já, eins og kynjaþingið og það hefur verið svona það var pæling eigum við að byrja að skipuleggja 2025 af því það var náttúrulega 50 ára afmæli en svo í rauninni var ákveðið að gera það ekki af því við höfum svona tilfinningu fyrir því að kvennaverkfall á ekki að vera fyrirfram löngu skipulagður viðburður, heldur þetta baráttudagur sem að einhvern veginn á að poppa upp af því við finnum að það þörf á því. Sprett upp úr baráttu dagsins. Miklu meira, sko. Ekki verða einhver uppstilningadagur. Nei, ekki verða einhver svona 17. júní, sko. Þú veist, það má alls ekki gerast, sko. Þannig að við erum svona einbeittar í því að halda þeim fókus, en svo náttúrulega það er líka bara í þessari polariseringu sem að og fólk mjög fljótt að verða reitt og fara í vörn og skipta sér í lið og það bara mjög mikilvægt að þó svo við séum að tala feðraveldi og kynbundið ofbeldi þá sko lykillinn að þessari baráttu að fá öll kyn með í þessa baráttu að fólk detti ekki í einhverja vörn þó að tölurnar halli á þeirra kyn að þá einmitt myndum að vilja sjá eins og karlmenn sko rísa upp í sko verða sjokkeraða og bara hvað getum við gert og hvernig ætlum við að laga þetta þannig að þetta verði í lagi í staðan fyrir að fara í einhvers konar samtalum að þetta sé ekki rétt eða það sé alltaf verið að tala gegn karlmennum og slíkt, þú veist, að horfa bara á tölurnar og við finna út hvernig vinnum við þetta saman af því að annars öðru sér vinnst þetta aldrei, við gerum þetta aldrei einar. Hins vegar, þegar maður fer kannski 50 ára til tíman, þegar við erum tímabili rauðsókarna, þá voru þessi átök sko, þá var bara megið þorri kalla, litu á greiningu þeirra á ástandinu eða kröfu þeirra sem bara persónulega árás og þær voru í átökum bara allstaðar, inn á heimilunum líka sko, inn á sínum fjölskyldum og það bara það að stíga fram og skilgreina sig sem feminista var bara eins og koma út úr skápnum að þú var eiginlega svíkja sko það hlutur sem að þú varst skikkuð í þannig þar voru þannig að sigrarnir hafa líka orðið til í átökunum. Það hafa verið það en það pínur svona tilfinningin eins og við séum að fara aðeins tilbaka þangað og það eitthvað sem við erum ekki alveg til í. Við viljum alltaf taka næsta skref áfram en ekki aftur að þurfa að fara að berjast fyrir því að fá að vera feministar og það sé orðið eitthvað svona skammarirði sko. Það notað sem skammarirði í ákveðnum kreðsum. Ég veit ekki hvað það stórt eða áhrifveriki kreðsum. Nei, það er alveg hávær kreðsum. Það er hávær sko. Svo er alltaf þannig að það ekki hægt að það sé engi sigur unnin fyrir sko síðasta fíbleið þagna sko. Það kemur aldrei sko. Þannig þá verður maður aldrei sáttur við neitt sigur sko. Nei, það er rétt. Herðu, það var mjög gaman að fá okkur að spjalla kannski ekkert skemmtilega hlut. Mikið var. Já, mikilvægt að ræða á. Kæra þakki fyrir að taka á móti okkur. Linda og Ingveldur, kæra þakkir. Takk. Já, herðu, við þökkum þeim frá Kvennaathvarfinu og öllum gestum sem hafa hingað komið í kvöld og Birni Þorláks fyrir að skjóta hingað inn þinginu og Laufeyju og Pétri sem að taka upp og senda út en helst þökkum við ykkur sem hafa verið að horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar til dæmis það sem að voru að horfa á hér í kvöld. Það stækkar dreifingun okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann. Það er spilarinn.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem er sniðugt að hlaða niður í síman og þá getur hlustað á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn.
Þar erum við númer 5 á fjastýringunni, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinnum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðinnar. Samstöðin byggð upp á áskriftum. Það eru áskrifendur sem hafa byggt upp samstöðuna. Þið getið slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is. Þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur á mánuði sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hér. Þið megi borga meirið yfir líð og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En þetta er búið hjá okkur í bili. Ég segi góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið byrjar aftur með öfluga samfélagsumræðu. Góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.